Já, velkomin að Rauðaborðinu á 50. á heitum sumardegi í Reykjavík. Það margt í boði hérna í kvöld. Hérna aftast í þættinu ætlum við að fara til Frakklands sem kannski að klofna. Það gríðarlega spennandi kosningar sem að verða þar helgina. Alla líkur á því að þjóðfylking Le Pen muni vinna þar stóran sigur. Kannski mun stjórnmálahreyfing Macron bíða afhroð. Sjáum til hvað verður úr því, en þau koma hingað Mörður Árnason, íslenskufræðingur og Oddný Eir Ævarsdóttir, heimspekingur, þau eru líka blaðamenn og margt annað, en líka það sem kallað að vera frankófílar, þau hafa mikinn áhuga á Frakklandi og tala fransku og fylgjast vel með. Ég ætla að tala við þau þessar kosningar og svo kannski þau átök sem að kosningabaráttan endurspeglar og djúpstæð í fransku samfélagi. Tjörfi Sjött kemur hérna doktorsnemi, hann hefur hjálpað okkur við að setja okkur svolítið inn í heimsmálinu, kannski helst þar sem eru mikil átök. Ég ætla að ræða við hann í kvöld Gaza, þau áhrif sem að stríðið eða þjóðamorðið þar hefur haft á ísraelska herinn, líkur á því að það verði ráðist inn í Líbanon, stuðning Bandaríkjanna og margt sem að því tengist. En ég ætla fyrst að draga hann samt með mér til Bólivíu, þar sem var í gær gerð valdaránstilraun sem rann út í sandinn. Húsnæðismál eru mikilvægstu mál sem í íslensku samfélagi. Þið heyrið það bara hvert sem þið farið, ef þið hittið ungt fólk eða leigjendur eða fólk sem með háa afborganir af húsnæðislánum sínum. Þetta mikið rætt í pottunum og það sem almenningur hittist því miður kannski hefur ekki eins verið áberandi í umræðu stjórnmálana. Þau ætla að koma til mín hérna tveir ágætir félagir, Atli Þór Fandal sem núna starfsmaður þingflokks Pírata en var þar til fyrir skömmu framkvæmdastjóri Transparency International á Íslandi. Hann var að sinna smá verkefni sem að tilheyrði því með því að fara til Bratislava og fjalla þar svona útdeilingu á lóðum á höfuðborgarsvæðinu og brask með þær sem að hefur náttúrulega sprengt upp húsnæðisverð hér. Og hann kemur líka hingað Jón Ferdinand Esterason sem starfsmaður hérna á samstöðinu. Hann líka stjórnarmaður í leigjendasamtökunum og við ætlum að tala ýmislegt sem að tengir húsnæðismarkaðnum og ekki síst leigumarkaðnum, hvernig það varð hálfbragðdauft lögin sem að loks voru samþykkt húsaleigulögin, þau fjöruðu svolítið upp af hverju íslensk stjórnvöld get ekki gripið til með jafn afgerandi hætti inn í Airbnb eins og til dæmis borgaryfirvöld í Barcelona hafa gert og mörg mál sem að tengjast húsnæðiseklunni og húsnæðiskreppunni sem að sannarlega á Íslandi og í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu raunverulega út all land. Það kemur hérna eftir fremst í þættinum Guðmundur Ingi Guðbrandsson, hann formaður VG og ég ætla að tala við hann auðvitað VG, hvað ætlar að verða úr VG, hvernig Guðmundur sér fyrir sér að flokkurinn verði reistur upp úr þeirri lægð sem hann í núna. Eflaust munum við fara svolítið yfir stjórnarsamstarfið, kannski hver geti orðið formaður í VG, hvort að Guðmundur Ingi vill verða þar sjálfur eða hvort einhver annar muni taka við flokknum. En svo þá þetta spennandi þáttur, mikil pólitík í boði í kvöld og hvernig ykkur til að hlusta en áður en að ég hleypi hér smá skilaboðum þá ætla ég að vera sjálfur með skilaboð, benda ykkur á að þið geti hjálpa okkur við að byggja upp samstöðuna, bara með því að benda vinum og vandamönnum á efni sem að ykkur líkar sem við séð hér, benda á að það má finna efni okkar á Facebook og YouTube og öllum hlaðvarpssveitum, í útvarpinu 89,1 á FM á Stórhöfuðborgarsvæðinu, líka á spilaranum, spilarinn bæði app og svo það líka á netinu spilar.is og við erum í sjónvarpinu hjá þeim sem svo heppin að fá sjónvarpið sitt á símanum, það númer 5 á fjarstýringunni. Ef þið bendið vinum og vandamönnum á gott efni sem við séð hérna að þá byggist hægt og bítandi upp dreifikerfi okkar og við náum ennþá lengra. Samstöðun hefur byggst upp af góðri afspurn, það sem að eitt segir öðrum frá efni sem hún líkar. Þið sem að viljið hjálpa til enn frekar við uppbyggingu samstöðunar ættu að gerast áskrifundur. Það eru áskrifundur sem að hafa eiginlega sett inn allt eldsneytið sem að samstöðun drifin áfram af. Þið geta farið inn á samstöðun.is, það hnappur sem ástendur áskrift og skráðu ykkur fyrir 2.500 krónur sem grunnáskriftið, þið megi borga meira þið viljið og þeir sem að kjósið getur láta áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið og það Alþýðufélagið sem á og rekur
samstöðina. Samstöðin raunverulega eitt risastórt tilraunaverkefni þar sem við erum að reyna að byggja upp nýtt þjóðarútvarp með umræðu sem kannski líkara því sem á sér stað hérna út í samfélaginu. Sjáum til, ef þið viljið vera áskrifundur, endilega kýlið á það. En framundan eru við tölkvöldsins. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt meðan á endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þá það pólitíkin, ein af tíðundum stjórnmálana, svona undanfarin misseri bátt gengi VG í skoðanakönnunum, margir sem hafa verið að ræða hvað veldur og hvað getur gert svo og við ætlum að gera það hérna og við fengið Guðmund Inga Guðbrandsson, formaður flokksins. Velkomin. Kærar þakkir fyrir það. Hver er framtíð VG? Já, ég vonast þetta til þess að framtíð VG sé góð. Við komum fram á sjónasviði fyrir 25 árum síðan og þá settum við þetta á oddinn mjög mörg mál sem að þóttu nú kannski ekki alveg sjálfsögð á þeim tíma. En mörg þeirra hafa einmitt kannski orðið að því sem við getum kallað meginstraumsmál eða mál sem hafa orðið svona að normi. Og mér finnst nú oft kannski loftslagsmálin vera eitt skýrasta dæmið það. Að það voru ekki margir stjórnmálaflokkar eða stjórnmálafólk sem var að tala loftslagsmál árið 1999. Ég held að megi segja kannski það sama jafnréttismálin eða kvenfrelsismálin því að þetta var nú eiginlega sett meira fram sem kvenfrelsismál og bara róttæk stefna sem að við settum fram á sínum tíma og margt af þessu hefur í rauninni orðið, svona svolítið normaliserað sem mjög jákvætt. Við getum nefnt ef við tökum... Þá eftir því orðin óþarfur flokkur. Já, það eru þetta einleið til þess að horfa á það. Velgengnin átökur upp í þessu, ef þetta er sagan. Sko. Þetta er kannski einleið til þess að líta á það, en auðvitað hefur líka orðið þróun í þessum málaflokkum og auðvelt að benda á það með loftslagsmálin, en það hefur líka tekið tíma að koma þessum málum á þennan stað. Og kannski mest eftir að ná árangri. Það á eftir að ná árangri mjög víða, sérstaklega þú tekur loftslagsmálin, en tekið líka bara jafnréttismálin. Það hefur náttúrulega mjög mikið, við horfum bara á þess tímabil þessara ríkisstjórnar, að þungunarrofslöggjöfin til dæmis, hún var endurnýjuð. Við getum nefnt lögum jafnrétti kynjana, við getum nefnt lögum kynrænt sjálfræði sem að ýta undir aukin réttindi hinsegin fólks, ekki síst transfólks og intersex fólks. Og höfum nú séð það reyndar að Ísland hefur farið upp á hennu svokallaða regnbogakorti, evrópska regnbogakortinu. Og ég dreg ekki úr því að þetta er mikill árangur. Já, og þetta, það sem að ég er að leiða okkur eiginlega inn í það að ég held að við erum alveg duglegt fólk og við reynum að koma okkar verkefnum í framkvæmd en ég held að á undanförnum árum að þá kannski hefðum við mátt vera meira að endurnýja stefnun okkar og ég held að það sé verkefni núna framöndan og leita svolítið í ræturnar, búa til eitthvað kaflaskil og halda áfram vegna þess að mannréttindabarátta, umhverfisvernd og vernd fyrir félagslegu réttlæti hættir aldrei. Það er eitthvað sem maður hefur lært að vera það. En ræturnar eru að þú VG verður til á sama tíma og Samfylkingin og sömuleyti þetta ólík viðbrögð við við getum bara sagt fall Sovétríkjanna sem er mikil einföldun en það var svona hugmyndaleg degla sem hafði áhrif á að þá kemur í kjölfarið á nýfrjálsíkjuárunum kemur svona minkandi trú á því að efnahagsstefna sósíalistana nái fram og það er svo sósíalistar hafi trú að Margaret Thatcher að það væri engin annar valkostur og við getum sagt að leið Samfylkingina hafi verið það að þá tökum við bara upp efnahagsstefnu hægrisins nýfrjálsíkjuna en við erum bara betri í því að rekana og við munum gæta af því að hún hafi ekki haft neikvæð áhrif. Hinum megin eru flokkar sem að segja eins og svo,
sósíalismin ekki efnastefna sem að ganga upp, en sósíalismin var alltaf farvegur mannréttindabaráttu á 20. Þar með talið kvenfrelsi, umhverfisvernd og eitthvað fleira, og sömuleitt VG þannig flokkur, þó svo að sé líka hluti af þeim sem að tóku þátt í að stofna VG sem að líti á sig sem sósíalist á allir náfram árangri á efnasviðinu. Þegar þú ert að tala ræturnar, ert þú að tala að VG veri þá enn freka framvarðar sveit þeirra sem að vilja knýja áfram mannréttindabaráttuna, eða ert að segja að við þurfum að fara að finna hinnar sósíalísku rætur sem að við kannski lögðum ekki nógu mikla rækt við? Já, þetta náttúrulega bara mjög góð spurning og mér finnst í fyrsta lagi að þetta samtal inn á við hjá okkur sem að ég ætla ekki einn að hafa áhrif á, en þar sem að ég að horfa til meðal annars þar sem að snýra mannréttindum, en líka ef við tökum bara efnahagsmálin að horfum bara á það sem að þó hefur gerst á þessu kjörtímabili, að við komum hérna á sanngjarnara skattkerfi þegar að sjálfstæðismenn og framsóknarmenn tóku við 2013, þá lýstu þeir því yfir að þeir vildu taka upp einsþrepa skattkerfi. Þá var 3 þrepa skattkerfi og það endaði í 2 þrepa. Þetta eitthvað sem að við breytum í núverandi ríkisstjórn sem að til hagsbóta fyrir lágtekjuhópa. Ég horfi svolítið á þetta þannig að þetta svona lagfæringar á skattkerfinu. Þetta ekki, við erum að horfa á algjöra markaðsvæðingu til dæmis húsnæðiskerfisins sem að við einhvern veginn ráðum ekki við að byggja upp húsnæði, ódýrt örugt húsnæði handa meginþorra almennings vegna þess að bara einhver hugmyndum það að markaðurinn eigi að sjá þetta sem að lítur náttúrulega að vera algjört eitur í beinum sósíalista, að horfa upp á þetta, að við getum ekki, að ríkisvaldið og opinbera get ekki brugðist við og bara einfallega byggt yfir fólk. Akkurat, en það nú eitt af áherslunum sem við höfum líka verið að setja meiri segja inn í því samstarfi sem við erum í núna, sem nú ekki með neinum sem að kenna sig við sósíalista og það að auka fjárframlög inn í almenna íbúðakerfið sem þetta til þess ætlað að byggja húsnæði sem að hægt þá að leigja á lægra verði til lágtekjufólks. Og það þessi atriði sem að skipta máli, en það skiptir líka máli að við horfum á að efnahagslegu stöðuleiki verður að haldast í hendur við félagslegan stöðuleika. Og þegar maður heyrir í orðræðinu, og ég tók eftir í til dæmis við eldhúsdagsumræðurnar að formaður Samfylkingarinnar, hún talaði að það þyrfti að ná efnahagslegum stöðuleika til þess að og síðan væri farið yfir í að sinna velferðarkerfinu og svo framvegis. Meðan ég horfi á þetta þarf að haldast í hendur og það getur þýtt það og ég allan að þeirra skoðunar að breiðu bökin í samfélaginu eigi að gefa meira til samfélagsins, minnst það bara sanngjarnt, vegna þess að samfélag og þá tengist líka yfir í mannréttindin sem þú nefndir áðan, það mannréttindamál að fólk hafi í sig og á, það mannréttindamál að fólk geti lifað með reisn og þó svo að Ísland sé sennilega á langflestum mælikvörðum land sem að hvar jöfnuður mikill, þegar við berum okkur saman við önnur ríki og fátækt lítil, að þá hún samt til, það líka til ójöfnuður. Við erum að horfa á aukna stéttskiptingu í landinu, ekki síst á milli innflytjenda og innfæddra og þetta allt saman verkefni sem að bíða okkar ennþá. Og ég vil að VG setji meiri kraft í að leggja áherslu á þessi mál. Sem efnahagslegt réttlæti. Það efnahagslegt réttlæti, já. Félagslegt réttlæti. Vegna þess að það býr til betra samfélag og að lokum að þá verður ég trúi því að þá verður meiri stöðuleiki vegna þess að þú getur illa haft efnahagslegan stöðuleika nema að hafa félagslegan stöðuleika. Og þá hljómar það eins og ræturnar síðan að fara í sósíalismann. Ef við aðgreinum það á milli, að því að þetta vinstri græn og vinstri þá líklega sósíalisminn og græn þá umhverfismálin og þar getum við sett líka svona mannréttindamál. Já, allt tengist þetta. Já, ég þetta að tala í þessa átt, Allt tengist þetta síðan vegna þess að grænumálin og það það sem við erum að sjá í meiri og meiri mæli að bara dómstólar, fjalldómur í Hollandi, núna síðast við mannréttindadómstólinn vegna Sviss. Þar sem við erum að horfa á það hvaða áhrif
aðgerðir ríkja í loftslagsmálum eru farin að hafa á í rauninni niðurstöður dóma. Og þetta mjög merkilegt vegna þess að umhverfið okkar, vistkerfin sem að við byggjum alla okkar velferð í rauninni á, þau eru ákveð grundvallar element til þess að halda upp í lífi á jörðinni. Og ef að við stöndum ekki vörðum það, hlúum að því, verndum það og umgöngumst það með sjálfbærri nýtingu, að þá höfum við ekki lengur til lengri tíma litið þennan grundvöll fyrir tilveru okkar á jörðinni. Og það er þess vegna sem að ég hef alltaf trúað á Vinstri græn, vegna þess að þau reyna að samþætta þessar mikilvægu áherslur á umhverfis- og náttúruvernd, sjálfbæra nýtingu og síðan öflugt velferðarkerfi. Og ég hef sagt það til dæmis og sagði það fyrir síðustu kosningar og fannst það rosalega flott slagorð hjá mér að loftslagsmál væru stærsta velferðarmál 21. aldarinnar. Vegna þess að við verðum að ná tökum á því sem að gerast þar í öllum heiminum og Ísland vissulega pinkulítill aðili í stóra samhenginu þegar kemur að því, en við höfum alveg sömu siðferðislegu skyldur og önnur ríki og jafnvel meira en sömu önnur að við erum vestrænt ríkt ríki. Og ef að við náum tökum á þessu stóra viðfangsefni núna á næstu árum og áratugum, að þá búum við til grundvöll fyrir velferð fólks hér á jörðinni. Sá sem orðar að þannig að við þurfum að fara í rætunar, hann að segja það að við höfum fjarlægstir eða við höfum mist sjónar á mikilvægi þeirra. Við höfum líklega farið of langt í einhverju svona málamiðlunum og eitthvað fleira. Nú þurfum við að brýna stöðun okkar. Það felst í þessu að segja þetta. Og það felst í því að líklega ef við tökum loftslagsmálin sem að voru þitt verkefni á síðasta kjörtímabili, að þá felst líklega í því að þið hafi einfaldlega gefið of mikið eftir, að þið lögðu ekki næga áherslu á að ná því í gegn. Ég var að tala við Lilju Rafni hér í gær og hún var að tala þetta við sjávarútvegsstefnuna sem að hún taldi að VG hefði lagt fram mjög góða sjávarútvegsstefnu sem við byggðasjónarmið og fleira og við vitum það alveg að hluti af því að þið náðu að halda betur í fylgið ykkar út á landi var meðal annars sjávarútvegsstefnan. Og hún orðaði eitthvað þannig að þegar við förum inn í ríkisstjórn og við náum viðkomandi ráðuneytinu, ef við náum samt ekki að fara með stefnun okkar í gegn, að það eigi mér að þessu sama og ég að benda á, að það eins og þið hafi bara farið einfallega allt og langt í málamiðlanir, þó svo að þið segið að stjórnmál alltaf málamiðlanir, þá eru bara eitthvað mörk á því. Og þess vegna þurfum þið að fara og brýna sverð ykkar í upphafinu, líklega til þess að fara ekki jafn langt í málamiðlanir að hafi gert hingað til, eða hvað? Já, þetta kannski nokkur atriði þarna, þetta bara mjög sanngjarn spurning og vangaveltur hjá þér. Sko í fyrsta lagi langar mig að segja að það að gera málamiðlanir auðvitað til þess að ná árangri. Þegar þú gerðir ekki málamiðlanir og værir alltaf á hliðalínunni eða ferð ekki tækifæri til þess að sitja við stjórnvölinn, að þá ertu yfirleitt ekki að ná miklum árangri. Þú getur náðu árangri í því að móta umræðina og kannski náði VG því á fyrstu árunum í stjórnarandstöðu að hafa áhrif á loftslagsmálin, á kvenfrelsismálin og ýmisleg mál þóttu væri ekki við valdastólana. Já, loftslagsmálin tóku ekki neitt flug fyrir en á kjörtímabilinu, núna fyrra kjörtímabilinu í þessari ríkisstjórn. Og það líka bara út af Gretu Thunberg og fleiru sem að gerast alþjóðlega. En varðandi málamiðlanirnar að ég held að þú gerir kannski málamiðlun og segjum að þú náir 70% af þínum markmiðum. Ég held að okkur hafi svolítið hætt til að tala ekki nægilega mikið málamiðlanirnar og útskýra þær eða segja, heyrðu, við gerðum hérna málamiðlun, ég hefði viljað fara lengra í þessa átt, en ég komst ekki lengra en þetta. Ég ætla að halda áfram hins vegar að vinna því að komast alla leið. Og ég held að við höfum kannski, það hafi skort svolítið upp á bara þetta heiðarlega samtal vegna þess að auðvitað stendur maður með niðurstöðinu og þú gerir málamiðlun þá verður að standa með niðurstöðinu. Annars ertu illa stjórntækur. Ég komst eins langt og ég get. Komst eins langt og ég get að sinni. En ég er ekki hættur eða ég er ekki hætt.
Og ég held aldrei auðvitað með að skilja málamiðlunar. Ég held bara að gagnrýnin á ykkur séu að þið voru bara með of mikið af málamiðlunum. Já, ég veit ekki. Ég var að nefna hérna áðan að við komum á þrepa skattkerfi, hækkuðum fjármagnstekjuskatt, get bætt því við, kjarasamningspakkarnir sem við höfum gert hafa lotið að því að bæta kjör lágtekjufólks, barnafjölskyldna, við getum nefnt auknar húsaleigubætur, aukni styrkir inn í almenna íbúðakerfi, skólamáltíðir og svo framvegis. Þið hafið bent á þetta. Þú hljóma til dæmis eins og Katrín Jakobsdóttir ég niður í þingi að svara gagnrýni á VG. Hún byrjaði alltaf að þylja upp þessu höfðu gert. Nei, allt í góðu. Fólk hefur örugglega heyrt þetta áður, en mér finnst þetta alveg jafn góð sannindi, þrátt fyrir það. Þetta eru 70%. Ég er bara að segja, skólamáltíðirnar held ég svona 100, en ok, allt í góðu. Nei, ég segi að þetta eru 70% sem það náð fram, en síðan lendið því að svara hvað er þessi 30%. Já, akkurat. Og þið tapið í umræðinu þar. Og ég held að við höfum ekki verið nógu góð, ég hef ekki verið nógu góður að útskýra, ég náði ekki lengra í þetta skipti, en ég nú bara ansi ánægði með að hafa komist þetta langt og að halda áfram að vinna þessu. Ég get tekið eitt mjög einfalt dæmi sem að kemur upp í hugun á mér og er aftur úr hérna loftslagsmálunum. Að það var, þegar við vorum að vinna fyrstu aðgerðaráætlunina í loftslagsmálum, að þá vorum við að skoða í ráðuneytinu að setja bann á innflutning nýrra bensín- og díselbifreiða. Og ég sagði að ég vil fá þetta 2025 vegna þess að Noregur var sá sem var að gera það. Og þau voru að ganga lengst. Síðan voru eitthvað sem að voru með 2040, 2035, 2030 og niðurstaðan var 2030. Og ég hugsaði, ok, það var enginn að tala þetta áður við komum með þetta fram. Ég hefði bara getað sagt, nei, heyrðu, sleppum þessu. En ég hugsaði bara, nei, ég ætla að koma þessu inn og síðan ætla ég að halda áfram að vinna að því að færa þetta nær því sem að ég til að sé skynsamlegt. Og sá sem var að semja við því, hann hugsaði sama, ég ætla að færa þetta til 35 síðan þegar þú ert farin. Já, það kann vel að vera, en svo er það oft erfiðara, en jú, Bretarnir gerðu það nú reynda núna hérna í íhaldsstjórninni, en það sem að ég bara er að segja, að maður er kannski ekki alltaf nógu flinkur eða kannski bara hefur maður ekki alltaf þoraði að útskýra málamiðlanirnar af því að maður er eitthvað hræddur við að þá sem maður að tapa svo miklu. En þú ert ekki endilega að tapa. Þú ert einmitt að vinna. Þú ert einmitt að koma áfram einhverjum af þínum og áherslu málum. Og nú útskýrir það ekki hérna allt í heiminum eða stöðu VG og hérna að öllu leyti. Ég held þetta sé bara mikilvægur punktur. Svo má náttúrulega taka efnislega umræðu í hvaða málaflokkum hefur við gefið eftir og svo framvegis. Ég held að ég er nú ekki sammála Lilju Rafneyju í því sem að hún er að segja. Það hefur líka verið bent á aðra málaflokka eins og til dæmis útlendingamálin og þar höfum við sammæltumst núna í vetur heildarsýn í útlendingamálum og innflytjendamálum þar sem við erum að reyna að horfa á þetta heildstætt og ég var ánægð með að við náðum því vegna þess að ég held að það verða að segjast alveg eins og að sá málaflokkur var svolítið komin á þann stað að við vorum mjög mikið að tala hvert í sína áttina og það er talsvert mikill áherslumunur á milli okkar og sérstaklega sjálfstæðisflokksins í þeim málaflokki. Þau hafa verið með það ráðuneyti. Ég menna þeim óæði við þegar ég var í umhverfisráðuneytinu ýmsu sem ég var að gera. Ég var að friðlýsa hægri vinstri. Sem var síðan fellt í burtu? Nei, það var nú ekki alls ekki allt. Já, það er nú hérna, langminnst en það var nú vegna þess að það var Hæstiréttur sem að dæmdi með þeim hætti og voru formgallar vegna einhverja mála sem voru inn í þinginu löngu fyrir mína tíð. Ég geti nefnt líka bara úrgangsmál, margt í loftslagsmálunum og svo framvegis. Núna í minni tíð í félagsmálaráðuneytinu við erum að ná gríðarlega miklum árangri að koma á nýju örorkulífeyriskerfi og ég hafði sem betur fer stuðning samstarfsflokkana í að koma á nýju kerfi. Ég þurfti náttúrulega að berjast fyrir peningunum. Þannig að hérna maður næra þetta ekkert alltaf öllu því sem ætla sér að ná í gegn en ég veit ekki, kannski ætti ég að spyrja hvar finnst þér að við höfum gert mikla málamiðlanir? Við þetta með málamiðlunina, ég talaði mikið við fólk úr verkalýðshreyfingunni
þau eru alltaf í þessu við samningsborðið. Það er ekki þannig að þau komi með alla kröfuna tilbaka. Nei. En þau telja sig koma með það eins mikið og hægt var að ná með þeir forsetur sem að voru. Og eru oft finnst mér miklu flinkar að tala það heldur en við. Því að það er öllum ljóst hvað leikurinn er þar. Já. En það er eins og öllum sé ekki alveg ljóst hver leikurinn er. Af því kannski er þetta bundið ykkur trúnaði hvað er raunverulega verið deilt, stundum er verið að breiða yfir það hvað er verið það deilt. En tökum þá bara eitt mál, eins og útlendingamálin sem ég held að vera einn stikkur svolítið erfið. Þú talar að stefnumörkun, það er það sem þú kemur með. Sjálfstæðisflokkurinn, hann kemur hins vegar með breytingar útlendingalögum sem að takmarka fjölskyldusameiningar, meðal annars fólk sem er frá Palestínu og býr hér, sem að svíður marga vikkar stuðningsmönnum. Og dómsmálaráðherra segir, ég ætla að fara að ganga enn lengra en næsta haust, þá kemur með enn frekari breytingar útlendingalögum. Og fólk segir, betur, hvað var þetta sem að Guðmundur Ingi náði í eitthvað stefnumörkun, eitthvað voðalega óljóst, eitthvað þetta glærusjóð, eitthvað. Ég sé bara að breytingarnir eru í gangi, full force. Sko, Guðrún Hafsteinsdóttir, dómsmálaráðherra, getur komið með öll þau frumvörp sem hún vill loku búsetúræði, því það er það sem þú ert að vísa til. Þetta var í fréttu núna áðan. Það sem ætlar að koma næst. Já, sem ætlar að koma næst. Hún er búin að tala þetta áður. Þetta er ekki inn í heildarsýninni í útlendingu og innflytjendamálum sem við sammeltumst í vetur. Og ég mun ekki samþykja meðan að ég er formaður VG að hleypa í gegn lokuðum búsetúræðum eins og Guðrún Hafsteinsdóttir hefur lýst þeim. Og það veit Guðrún, það veit Bjarni Benediktsson. Þannig að ég get ekki séð betur en að það sem að hún er að gera er að tala inn í sinn kjósendahóp. Hún er svo sannarlega ekki að tala inn í minn, en ég er alveg skýr á þessu. Og við höfum hins vegar í gegnum þessar breytingar sem hafa verið á útlendingalögunum, við höfum náð fram ýmsum breytingum, bæði áður en að málin hafa farið inn í þingið og líka inn í þinginu. En það hafa vissulega verið málameilanir þar. Það er kannski það besta dæmi. Svipað þú lýstir að náðan, þú kemur með 25 árin, eitthvað vildi 240 og hittist í 230. Kannski koma þau líka með 2025 vegna þess að þau vita þau eftir að semja við þig og það sem að þú telur vera ávinningin voru það kannski það sem að þau voru alveg til í að setja sig við á leiðinni. Stundum er þetta þannig. Og stundum svo einn daginn koma þau til þín og segir ég veit að þú vilt ekki búsetúræðin. En það er mál sem að þú ert með þarna í gangi sem ég veit að þú vilt koma með. Við skulum hleypa því í gegn ef að þú hleypir búsetúræðinu í gegn. Já, svona getur alltaf komið upp en allavega ég er alveg skýr á þessu og við höfum verið allan tíma og ég get líka alveg útskýrt hvers vegna. Það er vegna þess að lokuð búsetúræði allavega eins og ég hef skilið Guðrún Hafsteinsdóttir og Sjálfstæðisflokkin í þeim málum er að takmarka frelsi fólks til þess að hreinlega fara sem sagt hversu frjálst það er ferða sinna meðan það er hérna. Og það er eitthvað sem að mér hugnast ekki. En hins vegar, þá veit ég það alveg að það þarf að finna búsetu og úrræði fyrir fólk sem að hinga kemur og fær ekki vernd en kemst ekki úr landi. Þannig að það er hins vegar allt annað mál. Og þarna bara gerir ég stóran greinamun. Annað mál er Gaza sem að ég held að hafi reynst ykkur erfitt. Það verið mikil gagnrýni á ríkisstjórnina frá þeim sem að vilja, ég segi ekki skýrðislausan, en mikinn stuðning við frelsisbaráttu palestínumanna og að því fólki sem er í neyð, sem alþjóðlega stofnanir er að segja að sé að líkindum þjóðamorð, að þessi skýrðislausari stuðningur íslenska stjórnvalda. Já, ég er samanlegaður. Ég held að þetta mál er búið að vera bara mjög erfitt mál. Hins vegar þá sammeltist Alþingi ályktun í haust sem að íslensk stjórnvöld hafa síðan byggt á og það er í mínum huga mjög mikilvægt. Við sjáum auðvitað ekkert allt sem að utanríkisþjónustan er að vinna alla fundir sem þau fara á en þau hafa fylgt þessu mjög vel eftir. Það kom upp mál eins og var sett spurningamerki af fyrrverandi utanríkisráðherra stuðningin við UNRWA, hjálparstofnun Sameinuðu þjóðanna í Palestínu, en þau mál leystust mjög farsarlega. Það var bara haldið áfram að styðja við þau samtök.
síðan voru þetta fjölskyldusameiningarnar og ég beitti mér mjög mikið í því máli til þess að íslensk stjórnvöld myndu aðstoða við það að koma fólki yfir landamærin og náði bara heilmiklum árangri í því. Það voru þarna rúmlega 70 mann sem komu yfir á einu bretti. Þar voru líka sjálfboðaliðar sem komist yfir landamærin út af sjálfboðaliðunum? Ekki þessi 72. Þeir komu algjörlega í gegnum samskipti íslenskra stjórnvalda við ísraelsk og egypsk stjórnvöld. Fyrir utan það voru svo þau sem komu hérna í gegnum sjálfboðaliðana. En ég meina ráðuneyti hjá mér var líka aðstoða í þeim málum, bæði með samskiptum við utanríkisráðuneyti hérna heima og við alþjóða fólksflutningastofnunina IOM sem að við sem sagt erum með samning við að flytja fólk heim þegar það hefur ekki tök á því að koma sér sjálft og fjölskyldusameiningar að ræða. Þannig að hérna ég vil meina að ég allavega beitti mér sem ráðherra mjög mikið í þessu máli og hérna hins vegar er það held ég bara öllum ljóst að við tölum ekki eins utanríkismál við og sjálfstæðisflokkurinn. Þetta kannski að því að tala að vera við völd eða að hafa möguleika að geta haft áhrif eða vera í stjórnarandstöðu og við þekkjum þetta bara af söguflokka sem eru systurflokkar ykkar víða lönd að það ýmist hvaða ákvörðun flokkarnir taka. Sumir taka það ákvörðun að vera meira og minna í stjórnarandstöðu og telja að áhrif sín séu kannski mest ef að þau verja minnihlutastjórn vantrausti. Akkurat. Og það sé einn eðlilegi staður. Og hugmyndin líklega sú að þetta ekki ótti við að taka þátt í málamiðlunum og í völdum, að við lifum í samfélagi sem að við viljum breyta og með því að fara og vera hluti af því að stýra samfélaginu eftir þeirri stjórnarstefnu sem að almennt viðurkennd, að þá eru við ekki að gera kröfunar að breyta samfélaginu, heldur með einhverja svona plástraaðgerðir að milda hjarta Bjarna Benediktssonar ef ég má vera hæginn. Það eiginlega það sem að þið fórnuð ykkur í. Í staðin fyrir að vera að byggja einfaldlega upp vilja meðal almennings að breyta samfélaginu á einhvern róttakan hátt, þannig að gagnist okkur til lengri tíma. Þetta eru átökin. Að hluta til þetta átökin. Og nú eru þið að koma út úr svona mikilli valdasettu, og það er ekki bara núverandi ríkisstjórn, heldur var flokkurinn í ríkisstjórn eftir hrun 2009-2013. Var síðan ekki í 4 ár en búin að vera núna og ef að þið klárið út kjörtímabilið þá var hann búin að vera í 12 ár af síðustu 16. Má það vera, ef við værum bara að horfa á þetta utan úr geimnum, má það vera til þess að VG geti vaxið og dafnað og elfst sem fjöldarhefing að það sé kannski komið tími á að vera kannski næstu 8-12 árin utan ríkisstjórnar? Það kann bara vel að vera. Það sem að ég samt hef verið að reyna að leggja áherslu á í þessu viðtali líka að mér finnst við hafa, og ég bara mjög sannfærður það, náð árangri í þessari ríkisstjórn. Þá náð að koma vinstri áherslum og grænum áherslum inn sem að munu skila okkur betra samfélagi. Ég held reyndar að öllum flokkum sé það hollt að vera í stjórnarandstöðu öðru hvoru. Og auðvitað eru líka til stjórnmálahreyfingar sem eru inn á þingi núna sem hafa aldrei verið í ríkisstjórn. Kannski eiga þær hreyfingar eftir að prófa fyrir sér á þeim vettvangi. Það allt öðruvísi heldur en að vera í stjórnarandstöðu, segi ég sem hef aldrei verið í stjórnarandstöðu á þingi að því að ég... Þú varst í stjórnarandstöðu þegar þú varst í Landvernd. Það akkurat það sem ég ætlaði að segja og þaðan hef ég líka svolítið þá reynslu að vera á hliðalínunni, geta í rauninni sett fram mínar ítustu kröfur, sagt í rauninni öllum hvernig ég að gera hlutina og svo ég allt í einu komin hinum við í borðið þar sem að ég raunverulega hef völd og áhrif, ég ræði ekki öllu og ég var á þeim stað á þeim tíma þegar mér býðst að komin í umhverfisráðuneytið, ekki kjörin þingmaður, heldur bara beint frá Landvernd að fara inn í það með því hugafæri að ég geti haft meiri áhrif þar inni heldur en ég geti áfram hjá Landvernd. Þetta var Landvernd ekki að fara neitt og þau bara veittu mér mjög mikið og mikilvægt aðhald meðan ég var umhverfisráðherra.
Þannig að ég hef alveg reynsluna af því að þessu leitinu til vera beggja vegna þó svo að það sé fólk sem vinnur hjá félagasamtökum ekki, það ekki það sama að vera kjörin fulltrúi í stjórnarandstöðu. En ég held að við verðum að sjá svolítið hvað gerist líka bara eftir næstu kosningar og í mínum huga þá vonast ég auðvitað til þess að við getum myndað ríkisstjórn frá vinstri inn á miðju. Það ríkisstjórn sem að ég myndi vilja sitja í. Það ekki góður aðdragandi að því að mynda ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum og Framsókn. Við skulum segja að... Þannig ég að vitna í til dæmis það sem að Drífa hefur sagt hérna við þetta borð, það sem hún sagði að þessi ríkisstjórnarsamstarf hefur ekki bara eyðilagt VG, heldur eyðilagt vinstrið á Íslandi. Þá voru líklega að meina að það sé hlutverk vinstrisins og miðjunar mögulega að byggja upp valkost á móti þeirri stjórnarstefnu sem hefur meira og minna ríkjandi síðan 1991. Já, en gleymum því ekki að þessi ríkisstjórn mynduð á all áhugaverðum tímum þegar það var nú búið að vera erfitt að koma ríkisstjórnum saman og svo framvegis. Við ákveðum síðan að halda áfram 2021 og ég vil gjarnan fá að klára þau verkefni sem að ég hef tekið að mér og við í VG. Ég ætla ekki að segja það að Vinstri græn, Framsókn og Sjálfstæðisflokkar hafi unnið saman í 7 ár eigi að koma í veg fyrir það að við myndum ríkisstjórn frá vinstri til miðju. Samfylkingunni gengur mjög vel í skoðanakönnunum núna. Ég vona það að þau vilji mynda ríkisstjórn sem meira til vinstri heldur en hægri. Þá þurfum þið að skila góðum árangri. Þá þarf okkur að ganga allir. Þá þarf við að Framsókn að ná því að horfa til vinstri til þess að þetta búa til svona klassískar vinstri stjórnir á íslenska mælikvarða. Þá þarf þetta tvennt að gera. Báðir A-flokkarnir þurfa að vera sæmilega svona á sig komnir. Þannig annars ekki miklu veikar en hinn og bæklaður og Framsókn þarf að, ef það til enn þá vinstri armur í Framsókn, hann þarf að vera við völd. Já, og að því þú segir þetta að sko flokkarnir þurfa að vera nægilega sterkir. Þetta nefnilega alveg hárrétt hjá þér og maður finnur þetta inn í þinginu að við erum með 8 þingmenn, 3 af þeim eru ráðherrar sem þýðir að það eru bara 5 sem að vinna í öllum nefndunum, passa upp á öll málin okkar stefnu, fylgja eftir málum og svo framvegis, að við erum með vissulega nefndarmann í öllum nefndum en það er bara ein nefnd sem með 2 frá VG og þess vegna bara tekið undir það með þér að það er mikilvægt að til þess að taka þátt í ríkisstjórn þá þarf að hafa helst svolítið meira aflheldur en bara örfáa þingmenn og svo þetta ekkert sé útilokað en það er mjög æskilegt til þess að fylgja málum eftir inn í þinginu. Já, og líka bara í sambandi við uppbyggingu á flokknum að það sé ekki bara ráðherrarnir sem algjörlega drottna yfir flokknum og þar eftir guttunum. Varðandi það að vera í sístu flokka þínir víða heim, að þeir eru sáttu við að vera í stjórnarandstöðu, meðal annars vegna þess að þeir þáttakan inn á þinginu er bara hluti af starfinu. Þetta eru flokkar sem að líta þessu hluti af alþjóðahreyfingu og þeir myndu telja landönd með, þeir myndu telja verkalýðshreyfinguna með, að það sé starfsvettvangur róttækra sósíalista, sé ekki bara það að vera einhver klúbbur forystufólk sem er að bjóða sig fram til þings. Ég átta mig ekki alveg á því hver staða VG er að þessu leyti í sambandi við ræturnar inn í verkalýðshreyfingunar og fleira, svona ef við myndum að horfa aðeins tilbaka í sögunni til Alþýðubandalagsins kannski 1980 eða eitthvað að þá ég átta mig ekki á því hversu djúpa rætur VG hefur sem til þess að vera stjórnmálaarmur einhverjar alþýðuhreyfingar. Já, ég held að þar mættu alveg vera meiri tengingar. Það er allavega mín skoðun og mín tilfinning. Þetta þekki ég betur grænageirann hafandi komið úr honum og það sem að mér bara ég tek mína tíð sem umhverfisráðherra stundum var maður svo mikið að vinna að öllum málunum að ég bara viðurkenni það alveg að ég hefði mátt vera í meira sambandi við baklandi sem að ég kom úr og það er engin afsökun fyrir því vegna þess að það skiptir rosalega miklu máli en þetta er held ég einmitt eitthvað sem að við í VG þurfum svolítið að horfa til núna og hluta af því að reyna að búa til eitthvað kaflaskil. Við erum til dæmis núna með
Við erum að fara að halda landsfundi í haust til að kjósa nýja forystu, reyna að leggja Svolítið langt í það. Já. Það hljómar ekki svona neyðarfundur út af neyðarástandi. Nei, enda kannski erum við bara líka það vel uppbyggð hreyfing að við eigum að geta ráðið við að brúa bil. Og ég meina ef þú horfir á þinglokin, við erum að ná í gegn fullt af málum, þó svo að okkar góði formaður hafi farið í annað. Við erum að landa örorkulífeyriskerfinu, kjarasamningspökkanum sem eru fullt af málum. Nema það vantaði inn í húsaleigulögin að þá var fellt út það atriði sem að Sigurður Ingi á sín tíma kynnti sem raunverulega það sem að mundi ná að breyta húsaleigumarkaðnum mest. Skráningaskyldan sem að ég bara er sammála hefði verið betra að hafa inni. Mannréttindastofnun, eitt af 5 ríkjum Evrópu sem er ekki með sjálfstæða óháða mannréttindastofnun, það er breytt núna. Þetta er alveg hreinrækt að VG... Þið náðu meira í gegn núna heldur fyrir ári? Já, miklu meira og þess vegna er ég að segja, ok, höldum landsfundin í haust, en það er líka til þess að geta undirbúið þetta vel. Mér fannst ekki gott að við hefðum geta haldið auka landsfund og kosið bara nýja forystu og gert ekkert annað. Mér fannst ekki kannski heppilegt að gera það fyrir forsetakosningar. Forsetaframbjóðendurnir áttu bara að eiga sviðið og ég vildi ekki vera einhvern veginn blanda þessu einhvern veginn inn í það og síðan bara kemur... Nóg var að því gert og nóg skadað held ég að VG kom ekki verið út úr forsetakosningunum. Nei, að vera í þessari deglu sem að þar var. En síðan, nei, það kann vel að vera, síðan koma 3 vikur í að klára þingið og svo er bara komin júlí. Þannig að þá hugsa maður, íslenska sumarið og allir út allt sem er bara frábært, að þá er bara betra að gera þetta í haust og reyna þá að búa líka til eitthvað farveg til samtals inn í hreyfingunni og við erum nú með félagsfundi í dag sem er svona fyrsta skrefið í því, aðeins að ræða stöðuna og hvaða málefni viljum við leggja áherslu á núna inn í kosningaveturinn til þess að undirbúa fyrir landsfund. Og þetta eru þetta bara eitthvað sem er mjög skemmtilegt. En þú ert formaður VG og VG er náttúrulega þeir sem eru ennþá í VG. En ég býst við að þið langi til þess að hugsa VG líka allir sem hafa farið á undanförnum árum. Það er flóttafólkið. Þú getur náði aftur. Og það er ávið marga flokka sem hafa lent í klofningi og eitthvað svona. Og sumileyti er kannski í VG verið ekki klofna, en það hefur verið að leka út úr því. Og ég býst við að þú hefur hugsað þegar Lilja Rafney sagði þessu úr flokknum bara hvað ætlar þetta bara ekki að linna sko. Út af öllum málum að það var fólk að yfirgefa okkur. Þannig að þú lítur að hafa eitthvað svona hugmyndum það að reyna að ná hjörðinni aftur. Eða hvað? Já, sko í fyrsta lagi langar mig að segja að heildarfjöldi þeirra sem er í VG hefur lítið breyst á undanförnum árum. Ég geti talið upp nöfn og ég get alveg sagt það að þetta er fólk sem að þú myndi vilja hafa inn í þínum stjórnmálum. Ég er bara að segja að fjöldin hefur ekki breyst mikið og ég var nú satt best að segja í gær að hringja í nýja félaga sem að er mjög áhugavert vegna þess að sumir voru nýjir gamleir, þar að segja fólk sem að hafiði horfið á braut og komið tilbaka og ég spurði þau sem að ég hringdi af hverju ertu að ganga til liðs við VG? Og mér fannst svona ábyrrandi þau sem að höfðu verið áður, sagði að já, mig langar til þess að taka þátt í að byggja VG upp. Og það, aftur, já, og svo þau sem voru að koma glæni í, að þá voru það mismunandi bara málefna áherslur og fólk sagði, að það voru allavega einhver sem að sögðu, já, ég er nú búin að vera að rífa kjaft svo lengin í eldhúsi, alls konar mál og nú langar mig til þess að fara að reyna að hafa áhrif með mínum skoðunum inn í stjórnmálahreyfingu og mér leist best á ykkur. Það er alveg hvatning hérna við rauðaborðið, fólk gerir einmitt þetta. Já, að sjálfsögðu, vegna þess að við þurfum líka bara á því að halda og ég held að vinstrið þurfi á því að halda. Við erum að sjá alveg gríðarlega stóra hægri sveiflu í Evrópu. Við sáum það bæði í Evrópuþingskosningunum, þó svo að reyndar hafi vinstri flokkunum gengið vel á Norðurlöndum. Til dæmis í Danmörku? Finnlandi og Danmörku. Og Er það ekki sýstu flokkur, Sósíalíska fólkapartí? Jú, og reynda líka í Svíþjóð, það voru öllum þremur. Já, vinstri flokkurinn í Svíþjóð. Já, akkurat sko.
og að því vorum að tala áðan hvaða vinstri flokkar fara í ríkisstjórn, finnsku vinstrimennirnir, þeir hafa verið í ríkisstjórn öðru hvoru, reyndar alveg í Noregi líka, en allavega það sem ég að reyna að segja að það greinileg hægri sveifla í Evrópu og ég óttast að sú hægri sveifla sé komin eða sé að koma hingað til lands og þess vegna held ég að það sé bara óbærslega mikilvægt að bæði þau sem að vilja koma aftur tilbaka og nýtt fólk komi og taki þátt í því að byggja vinstri grænu upp aftur. Og það þarf svolítið klókindi til þess og eða það voru ekki að tala svona klókindi eins og ykkur óheiðilega, það þarf að vera ykkur góð greining og eitthvað fleira því að þú varst að tala mál sem að VG hefur komið inn í umræðuna og það svolítið annað að vera þar, að vera að ræða sínmál sem út að tróða inn eða að vera dæmdur til þess að svara málunum sem að ysta hægrið að sitja inn og það yfirtekur umræðuna í pólitíkinni. Það getur verið snúið mál fyrir vinstrimenn að taka þátt í það sem umræðu vettvangur þannig. Eins og menn að lenda í núna bara í Frakklandi. Og kannski hefur, hvernig ég orða þetta? Það oft náttúrulega eðlilega miklu einfaldara og kannski nær hjartan í manni að tala stökmál og einstökmál og kannski það sem að maður brennur mest fyrir og maður er mesta ástríð í meðan að við þurfum auðvitað í pólitíkinni að horfa á það að gera kerfisbreytingar. Gera kerfisbreytingar sem að geta skilað okkur árangri sem að við sjáum ekkert endilega alveg strax. Heldur árangri til lengri tíma litið. Við getum bara nefnt velferðarkerfið. Ég held að grundvallar kerfisbreyting sem þarf að verða í velferðarkerfinu kannski tvennskonar að það drægi úr kostnaðarþáttöku meira heldur en hefur verið. Þannig að heilbrigðiskerfi sé raunverulega fyrir okkur öll og að við förum að horfa á það að vinna miklu meira í forbyggjandi aðgerðum en ekki alltaf það sem heitir á ensku end of pipe solutions eða vera alltaf að gera við, heldur að fyrirbyggja í staðin fyrir að gera við. Þetta finnst mér til dæmis vera ákveði grundvallaratriði. Maður getur tekið, ég tók nú aðeins efnahagsmálin áðan að breiðu bökin og kerfið sé þannig uppbyggt að við séum að standa undir því að vera með öflugt velferðarkerfi. Þá verður við að skrúa ofan af skattalækkunum nýfrjálsíkjáruna til hinna betursettu. Já, við þurfum að láta breiðu bökin taka meiri þátt og það á bæði við einstakling og fyrirtæki. Það bara þannig. Til þess að við getum gengið lengra þegar það kemur að velferðarmálunum. Ég meina, við erum að rífast við sveitafélöginum kostnaðarskiptingum í málefnum fatlaðs fólks. Skilur við náðum áfangasamkomulagi núna í desember sem var mjög mikilvægt. Ég hef lagt mikla áherslu á þetta. Við erum núna í viðræðum við þau næstu skref. Og þú veist, þetta einhvern veginn allan í mínum huga bara ofboðslega mikilvægt að við horfum á þetta út frá kerfum og við getum hort á það líka ég get tekið náttúruverndina líka því ég vil tengja Þú ert að segja þetta áðan Þetta Guðmundur Ingi félagsmálaráðherra sem að lýsa fyrir mér hverju ætlar að ná í gegn á næsta þingi. Já, þetta ekki maður sem að fara í kosningar í haust eða þú ætlar að koma þessu í gegn. Ég veit að ég mun ekki koma öllu því sem að mig langar til að gera í gegnum núverandi ríkisstjórn á einu ári. En þú vilt ná einhverjum árangri í þessu sem þú varst að tala núna? Ég vil að sjálfsögðu ná árangri í einhver af þessu, vonandi nægi því einhver af þessu í þessari ríkisstjórn. En ég á nú ekki vonaði að við förum í mikla breytingar á skattkerfinu þar sem eftir að það sem ég var að tala það sem varst að tala félagslega kerfið. Já, þú vilt ná einhverjum árangri þar. Já, og náttúrulega bendi aftur á örorkulífeyriskerfi sem mjög mikilvæg að náfanga. Þannig að þú ert að horfa til þess að vera í þessu stjórnarsamstarfi í 1 ár. Við höfum ekkert rætt neitt annað en að klára kjörtímabilið. Þannig að auðvitað fara flokkarnir allir á síðasta þingvetri að skerpa sínar áherslur og ég að tala þær áherslur inn núna. Eitt hvernig þú talar hvert framtíð samfélags á að vera en annað að þú ætlar að ná að klára einhver mál til þess að geta komið fram og segja ég náði þessu. Já. Það til dæmis örorkulífeyriskerfið sem núna í höfn. Ég get nefnt að við erum mál sem hafa samþykkt frá mér fyrir ári síðan bætta þjónustu við eldra fólk. Við erum að
reyna að sameina meira félagsþjónustuna og heilbrigðisþjónustuna þannig að fólk geti verið lengur heima hjá sér. Þarna maður einmitt að tala það að velferðarþjónustan sé þannig að við séum að sinna fólki reyna að grípa það fyrr í kerfinu áður en það verður veikt og svo framvegis. Þetta þurfum við að horfa líka á í þegar kemur að börnum og í fjölskyldumálum. Stórt mál sem hefur fengið mikla umræðu núna fæðingarorlofskerfið. Þar höfum við gert mjög mikilvæga breytingar í þessari ríkisstjórn. Við lengdum fæðingarorlofið, við erum með ákveðnar hækkanir núna. Ég vil að við næstu skrefin okkar þar eiga að vera að þau sem eru á lægstu laununum eigi að fá eigi ekki að heyra undir að fá bara 80% af laununum sínum og getum við búið til eitthvað þrep þar. Mánuður fyrir konur áður en að það eignast barni. Þetta eru stór réttlætismál í fjölskyldumálum til dæmis en ég veit alveg að það gerist ekkert mikið á þessum síðasta þingi. En ríkisstjórnin svo veik og náttúrulega könnunin sem kom núna í gær sem að sýndi Sjálfstæðisflokkinn undir 50%. Það náttúrulega áhrif VG eða það kannski áhrif VG? Það alltaf sagt að Sjálfstæðisflokkurinn að samstarf okkar við Sjálfstæðisflokk. Þeir segja að það óánægðu Sjálfstæðismenn sem koma hingað. Þeir segja að vond staða Sjálfstæðisflokksins sé ykkur að kenna. Því að þeir sitji fastir í ykkur vinstristjórn. Það eru svona, þú kannast við þetta, þessi svona ysta hægrið í hægri flokknum, tala þannig. En þegar þú ert að tala, ég bara að því að við vitum að ríkisstjórnin, ég meina, hún ekki samtak að fara með samfélag eitthvað tiltekinn máta. Þetta meira og minna orðin svona mál sem að menn að semja hver við sig. Það ekki sameiginleg framtíðarsýn þessara flokka. Það bara kannski var það 2017, ég bara veit það ekki, en það alveg klárlega ekki núna. En þegar þú ert að tala svona, þá ég bara að velta fyrir mér, ég að hlusta á formann VG sem að mæla það fram sem hann telur að vera góð kosningastefna, eða ég að hlusta á félagsráðurann sem ætlar að ná þessu í gegn á næsta þingvetri? Þú ert fyrst og fremst að tala mannin sem að horfa til framtíðar. Vegna þess að við erum auðvitað með málefni sem í núverandi stjórnarsáttmála. Þetta ekki þar. Ég ekki að fara að semja þau mál á síðasta þingvetri. Það algjörlega hreinskilið með það. En mér finnst mikilvægt að tala það hvert ég vil stefna. Þannig að þið ætla að mæta í haust með svona klárari stefnu hvert þið ætla að fara. Já, það Svo það að við getum náð þessu núna. En svo erum við raunverulega að biðja umboð til þess að fara. Halda áfram. Og halda áfram á þingi vegna þess að staða núna í skoðanakönnum einfaldlega svo að VG myndi dett út á þingi. Ekki sagði maskinu. Nei, maskina var hún var fallegri. Það reyndar það sem að kemur fram í stöðu Sjálfstæðisflokksins og við höfum ræktað það í ýmsu þáttum. Að raunverulega staða Sjálfstæðisflokksins svo veik og það að þau farið með forsætisráðuneytið og formaðurinn sé þar eftir sem að var síðast í forsætisráðuneytinu og það sprakk ríkisstjórnin í höndunum á honum að Sjálfstæðisflokkurinn getur ekki farið í kosningar eða annað en að bara klára kjörtímabilið bæði út frá hagsmunum sínum og þá sérstaklega formannsins. Og þá hefur verið sagt að þetta eiginlega bara opin búð fyrir VG og Framsókn. Þess að nú eiginlega verður Bjarni Benediktsson sem að núna tekur að sér hlutverkið að halda ríkisstjórninni saman, þannig hann ekki að sækja á Katrínu eins og áður var, að þetta eiginlega betri staða fyrir ykkur að ná ykkar fram heldur en var áður. Ég held að mörguleiti sé þetta alveg rétt og ég bendi bara á þinglókin. Við náðum bara mjög mörgum góðum málum þar í gegn. Bættum önnur mál frá meðal annars Sjálfstæðisflokknum sem að okkur fannst ekki nógu góð fyrir þau komin í þingið. Þannig að ég held að það sé margt rétt í þessu. Já, við vonum að enginn af þessum hægri mönnum, hægra megin í hægri flokknum sé að hlusta á þetta því að þetta myndi auka enn og ámikið þeirra að heyra þetta. Herðu, en síðan rætt í svona spjallþáttum og þá rætt að eins og svona sjálfsagt mál að Svandís Svavarsdóttir muni taka yfir flokkin og færa hann mikið til vinstri. Ég hef ekkert heyrt frá Svandísi neitt í þessa veru. Ekki líklegt að þú muni bjóða fram sem formann VG í október? Ég hef bara í fullri hreinskilni sagt ekki tekið ákvörðun það. En ég hins vegar alveg samferður það að okkur mun takast að velja okkur góða forystu. Þú vilt vera að hluta þeirri forystu? Mig langar til að halda áfram í pólitík. Það alveg ljóst vegna þess að ég brenn ennþá fyrir þeirri stefnu sem að
sem að VG hefur rekið og ég brenn líka fyrir því að halda áfram að móta hana með okkar góðu félögum. Það verður síðan að koma náttúrulega í ljós hvort að fólk vilji fá mann inn á þing og svo framvegis en það einhvern veginn, ég held að maður finni þetta bara svolítið í sér og ég skal nú alveg viðurkenna það að þegar maður er að loka metrunum í þinginu þá langar mann stundum til þess að kaupa sér ferð aðra leiðina eitthvað því að álagið bara með þeim hætti og maður er að reyna að berja málunum sínum í gegn en það hafði djúpstæð áhrif á mig núna í lok þingsins þegar að við samþykktum annars vegar mannréttindastofnun og hins vegar örorkulífeyriskerfisbreytingarnar. Og ég fann fyrir svona, já, það skiptir máli að vera í pólitík og koma málunum sínum í gegn. En hvernig líður þér að því þú ert formaður VG? Þú ert ekki starfandi formaður VG, þú ert bara formaður VG. Já. Ég segi þetta vegna þess að maður heyrt það í spjallþáttum, kannski ekki alveg nýlega, en fyrst var talað það eins og væri starfandi og væri staðgengill, eða væri þarna inni fyrir einhverja slysni. En þú ert formaður VG. Hvernig líður þér á því heyra allar þessar spekinga í þessu spjallþáttum tala eins og að, já bara ef að Svandís vill, að þá getur þú bara tekið hlutverkið yfir? Það fer bara ekkert illa í mig. Mér finnst Svandís frábær, sko. Og við vinnum mjög vel saman. Við tölum saman stundum oft á dag, yfirleitt daglega. Mér fannst skrítið, ég fór til útlanda núna í opinberum erindagjörðum og heyrði ekkert í Svandís í 2-3 daga og ég hugsaði, hvað er að gerast? Þannig að í mínum huga erum við Svandís bara fyrst og fremst samherjar. Þannig að ég hef litlar áhyggjur af þessu. Ég skal spyrja hana frekar eftir hvort hún sé að íhuga að fara í formannin. Ég hef sagt að við þetta borð að ég haldi það svo sé ekki. Það er mín spá. Já, ég held þetta sé bara þannig verkefni sem er að lyfta upp og endur eins og VG að það held ég held að Svandís muni ákveða að bjóða sér ekki fram í það. Það er mín spá. Sjáum til hvað gerist. Já. Herðu, Guðmundur Ingi, alltaf gaman að fá þig hingað við rauðaborðið að tala pólitík. Sömuleiðis. Takk hérlega. En ég ætla að sitja áfram Guðmundur fer og ætla að fjalla frekar samfélagsyfirlögum í. Næsti kafli er hér eftir augnablik. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eflingarfólki en öðrum á vinnumarkaðnum. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, við ætlum að ræða húsnæðismál frá kannski svona ýmsu sjónarhorni. Hingað eru komnir 2 ágætir félagar, Atli Þór Fanndal sem er núna starfsmaður þingflokks Pírata en var áður framkvæmdastjóri Transparency International á Íslandi. Og Jón Ferdinand Esterason sem er stjórnarmaður í Leigjendasamtökunum og blaðamaður hér á Samstöðinni. Mikið rétt. Herðu, það er svona nokkur mál og ég fekk þig Atli að því að þú varst út í Bratislava og svona síðustu verkið þín sem framkvæmdastjóri. Já. Að fjalla lóðabrask? Já, svona einhver leyti. Sem sagt, já, síðasta verk mitt hjá Transparency var að skrifa sem sagt svona smá greiningu fyrir sem sagt Transparency á Íslandi og í Slóvakíu af því að þessar deildir hafa verið að vinna þeim saman af bara gagnaöflun. Þau eru með mjög flott fyrirbæri sem heitir Hver á Slóvakíu og er sem sagt með eins og Jón Baldvin með Hverjir eiga Ísland. Já, svona svolítið þannig. Þetta er mjög flott verkefni að þau eru sem sagt með og hafa tekið sérstaklega fyrir ferðaþjónustu af því að það er svona svolítið áhætta þar að peningaþvætti og pólitískum svona pólitísku braski í ferðaþjónustunni hjá þeim. Þannig að þau eru með sem sagt kort að þú getur skoðað öll hótel og alla svona ferðaþjónustu innaði og séð eignarhaldið og séð líka hvort þau tengjast til dæmis einhverju rússnesku ólígarkum eða annars slíkt eða eitthvað. Og þetta er mjög flott verkefni en þau geta gert þetta vegna þess að Slóvakía er með gríðarlega mikið af upplýsingum sem eru opnar og opinberar og auðvelt að sækja og vinna úr. Og við erum verið að skoða hvort við getum gert eitthvað svipað en vonum þá aðalega að spá í eignarhaldi á lóðum og sérstaklega þróunarreitum vegna þess að Transparency þegar ég var þar og áfram núna hafði
áhuga á því að sko reyna að átta sig á þessu braski raun og veru eftir að það er búið að útluta byggingarétti og annað slíkt og til þess að setja það í samhengi þá er sko að eftir raun og veru kvótanum og orkunni líklega þá er útdeiling á byggingaréttindum stærsta og verðmætasta útdeiling á almannagæðum og það er gríðalegur skortur á eftirliti með því. Þannig að sem sagt, þetta kláraði áður en hætti þarna og að því þetta var nú bara búið einhverju nokkrum dögum áður þá átti ég að fara og kynna þetta og ég gerði það núna þó ég sé ekki lengur að starfa hjá samtökunum og þá svona þó að skýrslan sjálf sé ekkert rosalega spennandi heldur bara fjallum það hvernig maður finnur gögn og svona þá er ýmislegt svona sem að við sáum, við til dæmis tókum sérstaklega og skoðum orkureitin sem er alltaf rosalega merkilegt dæmi og við skoðum hana þegar höfðu verið fréttur það en ég meina það er dæmi reit sem er 436 íbúðir skipulaðar og hann fer í raun og veru í tveim viðskiptum á 4 vikum þá tvöfaldast verðmætið hans. Þannig að sem sagt áður en að búa að hanna eða byggja eða undirbúa landið eða nokkuð þá fer hver íbúðareining frá því að kosta svona ykkur 6 milljónir upp í 11,5 miljón. Og það er áður en að búið að stinga niður skóplu. Já, það er kostnað sem er komið þá. Já, það er ekki búið að gera neitt. Það er reyndar eitthvað búið að hanna eitthvað þú skipulaðið eitthvað svoleið sko. En það og ég meina þetta er náttúrulega gríðalegt. Hækkunin frá 6 milljónum upp í 11 það gerist ekkert á það tíma. Það gerist ekkert á þeim tíma. Það væri réttlætt að eitthvað brota af þessu 6 milljónum í það að þarna hefði fyrirtækið einhverjum peningum í það að liggja hjá byggingafulltrú að reyna að skrúfa upp byggingamagnið og auka verðmæti ritsins. Það sé eitthvað kostnaður þar. Stærstu leyti er þetta bara það að taka eitthvað sem var fengið ódýrt og reyna að skrúa það sem hæðst upp, selt næsta fyrirtæki. Það fyrirtæki seldi mjög fljótlega enn nýju fyrirtæki án þess að setja sína fram á að það hefði gert nokkuð skapaðan hlut. Já, og það er í raun og veru sko, þú veist, það er svona án þess að geta alveg sagt til það að þú veist, þá er alveg vísbendingar þess að það séu að eiga sér stað viðskipti ekki endilega bara á þessum reit heldur bara sem eru bara ekki raunveruleg viðskipti. Ártúnsbrekkan er Ártúnsbrekkan er annað dæmi. Raunveruleg og ekki raunveruleg. Ég held að þess Ártúnsbrekkan hafa bara kassað út. Þetta var fyrirtæki sem tilheyrði Gamma á sínum tíma sem skrúaði upp byggingaréttin og seldi það síðan inn í þorpið sem er í eignalaust félag sem er í magna að það geti keypt eitthvað á 8-10 milljarða af því að hlutaféð er 500.000. Þannig að það var tekið peningur út úr. En þá situr það eftir raunverulega sem skuld hjá þorpinu sem að mun byggja líklega ef það tekst það, byggja og síðan að selja en þá þarf náttúrulega kaupendur að borga þennan hlung sem er brask peninga sem er búið að taka út úr verkefninu og það getur kannski verið eins og þú segir 6 eða 11 milljónir, sem bara 10 milljónir og þetta eru síðustu peningarnir. Þetta er það sem leggst ofan á íbúðina, þannig að þetta er það sem þú tekur að láni á háum vöxtum og ætla að borga næstu 40 árin. Þannig að þú borgar kannski 25 milljónir tilbaka af þessu vöxtum sem er álagið sem er leggst á kaupandan og eða leigjandan. Já. Ég meina þetta er bara, þú veist, og við verðum að ná einhverjum böndum á til dæmis þetta. Hefur ykkur áhuga á því, eða? Já, ég ætla nú að, er ég ekki skyldur til að segja það flokkur segja? Jú, ég meina, en borgin hefur ekki áhuga á því, innviðaráður hefur ekki áhuga á því. Já, ég held að borgin, hún hefur ekki alveg öll tól sem þarf til þess. Þá er ég ekki að reyna að afsaka borgina. Það sem ég er að reyna að segja er það að hluti af ástæðan fyrir að við erum í þessari krísu núna þú veist, og hefur verið inn í lengi er náttúrulega vegna þess að menn líti ekki á þessari krísu þeir eru í sjálfur í húsnæði, það er náttúrulega eitt hluti en það þarf samspil ríkisvaldsins og sveitarfélaga til þess að laga þetta og það hefur bara verið þannig og bara verður að segjast að ríkisvaldi hefur ekki verið tilbúið að vera í þessu heldur hefur beinlínis verið í aðgerðum sem eru til þess gerðar að gera húsnæðiskrísuna verri við vorum að tala um það hérna áðan að þú veist þessar reglur að megi taka loksins tilbaka
byggingaréttin eftir 5 ár. Þetta er útlutaðar lóðir og verktakinn gerir ekki neitt. Og hún er bara í einhverjum svona viðskiptum. Það er að taka hana tilbaka, eða hvað? Eftir 5 ár. Ég meina þetta gerði að verkum að til dæmis loksins var þetta að taka sko Mýrargötu reitin tilbaka. Hvað er hann búinn að vera? Hann er búinn að vera malarbílastæði á sko besta stað og þetta er sko hjúts reitur. Hvað er hann búinn að vera? Þú veist, í 20 ár? Frá því maður bara eftir að labba þarna framjá, sko. Hann er búinn að vera eiga sína glæru í mörgum glærusýningum borgarstjóra. Já. Stórkostlega uppbyggingu á Mýrargötureitnum. Og ég ætla ekki eða tíma í að verja það. Ég er sjálfur orðinn mjög þreyttur á að pólitíkin snúist það að setja... Þú segir að borgin hafi ekki tæki, en hefur borgin einhvern sérstakann áhuga á þessu? Þið kannist umræðina bensínstöðunar, þar sem að er útluta þessum gæðum til bensínstöðuna gegn því að þeir loki bensínstöðunum og þá fá þeir, og við höfum séð teikningar, það sé komið Birkimélur sem komin, þar sem er búin til svona 102 kópavógur þarna við hliðina á Hótel Sögu og Þjóðarbókhlöðinni, sem er bara absúrt skipulag, ef maður skoðar sko samingið að akkur ætti allt inn að koma inn þarna einhverjar háar blokkir í þröngum skuggasundum eins og er gert þegar verktakar eru að skipuleggja á reit þar sem er sko hús íslenskra fræða, þjóðarbókhlaðan, stúdentagarðanir og menntavísindasviðið, akkur kemur allt í einu sko 102 kópavógur þar, við sjáum það þar og þá er borgin raunverulega að nota þessi gæði með eitthvað svona hugmyndur að það geti ítt undir sko þróun borgarinnar að verktakarnir séu góðir í því. Annað dæmi sem hefur verið tekið er upp í Gufunesi, þar sem að Balti fekk mikinn byggingarétt, tók hann, lagði hann inn í nýtt fyrirtæki sem átti að fara að byggja og verðmætaaukningi sem var við þann gjörning held ég að sé nálægt milljarði sem hann bara varð allt í einu til. Sko borgin hefur, það er ekki þannig að borgin get ekki gert neitt sko, það er ekki það sem ég var að segja, en hún hefur náttúrulega til dæmis sko eitt tól mögulega, það er að á hans ég þekki nákvæmlega hvernig þetta beita því, en þú veist það er eitt af því sem að hjálpaði okkur mikið við að safna svona upplýsingum verðsögu og viðskipti, en er mikil handavinna. Það er að þegar þú ferð í þetta samkomulag að þróa reiti upp og nýtt, þá er oft gerðir samningar skipulagið nýja og hvernig það verður. Og svo gerir borgin samningarna á milli þessa uppbyggingaraðila eða eigandans og hvernig það verður og hverjar skyldunar eru. Og það er yfirleitt í þessum samningum, þá er það þannig að ef þú selur lóðina, að þá þarf að gera samkomulag að nýji aðilinn taki yfir þessar skyldur og réttindi, já. Segjum að þú fáir úthlutað lóð og þú liggur niður í Borgartúni hjá byggingafulltrúa við að skrúa þetta upp. Hún hlökk fyrir undir skipulagsstjóri ríkisins var að tala spillingu í þessum málum nýlega. Og það sem að það er bara vitað að ef þú ert verktaki þá ertu kannski með 2-3 menn í vinnu bara við að þrýsta upp bygginga magninu sem að verða á reitnum því að það eru líklega þeir menn sem að munu skapa mest verðmæti fyrir fyrirtækið þitt. Þannig þeir eru bara linnulaust að skrúa upp þess að munu við sjáum sko kynningu að byggja svona á Heklureitnum, sjáum við svona hús. Svo þegar þetta var byggt, þá er alltaf svona hús, sko. Það er alltaf búið að bæta við 1 eða 2 hæðum. Já. Þannig að það er linnulaus við að þrýstu byggingaréttnum og byggingamagnu, þegar það er tekst, að þá er þetta selt og kassað inn. Ég held sko í grundvellinni sé þarna bara vandamál þessar hugmyndafræði, ef við getum kallað það, ég veit ekki alveg hvað orðið best að nota, að við eigum að útdeila og bjóða út í öðrum sveitarfélögum til hæstbjóðanda lóðir. Það kom inn lóðeigendur og lóðabraskarar sem að skrúa upp verðið og selja það og hærra verðinni keyptu það. Koma verktakar sem vilja náttúrulega sína arðsemi, arkitektar, hönnuðir, allir taka út sinn gróða og sinn skerf og endanum færðu bara rándýrt húsnæði. Þannig að ég myndi bara setja spurningamerki við sko, af hverju alltaf að ræða sko, hvernig er betra að fara í útdeilingar, hvernig er betra að fara í útboð, er ekki bara betra að byggja bara beint sjálft hefur ópera á reitunum eða samvinnufélög eða hvað svo sem það er. Sveitarfélögin getur byggt sjálf á reitunum en fyrir ekki svo löngu síðan, kannski 30 ár, þá var almannagæðum úthlutað. Þá var það talið að það væri ekki boðlegt að bjóða þau upp því það er vitað að ef þú ert með uppboð að þá fær sá gæðin sem hefur best aðgengi að lánsfé.
Þá var einmitt bara gert núna aldrei í síðustu viku í Mosfellsbæ. Ég skrifaði frétti það voru 389 umsóknir sem bárust 39 lóðir. Þannig að það voru 10 á hverja lóð. Þetta seldist eins og heitar lumur. Og seldist það háu verði þá? Háu verði og svo Mosfells bæjarstjórinn montaði sig á að það var mjög mikið einstaklingum eins og það var eitthvað frábært. En ég hugsa bara annarkvort það greiðlega tekið mikið fólk eða braskarar sem hyggjast selja það síðan. Það náttúrulega ákveðin merkin það líka núna á bara fasteignamarkaði. Að sko það meira núna viðskipti þar sem að í raun og greitt bara beint fyrir húsnæðið. Þannig að og bara borga kass. Já, það segir okkur að þú veist að í raun og bara bara tekjuhóparnir þú veist sem geta keypt núna eru bara að færast hærra upp. Munurinn á því að deila út lóðum eins og var gert áður og bara í alla síðustu öld alveg fram til 1990 eða eitthvað. Þá það hugsað þannig að þetta sé almannagæði og það hafa allir sama rétt og þá bara biðröð að því að takmörku gæði þá myndast biðröð og þá var litið svo á að það væri óboðlegt og þá var kosið að bjóða það upp sem að þýðir náttúrulega það bara hinir efnamestu sem að hafa efna á að kaupa þannig að hinir sem áður voru í biðröðinni þeir bara sjást ekki þeir eru ekkert að fá gæðin en það sem að gerir síðan þegar þetta búið að ganga svona í svona braski að þegar það kemur að því að venjulegt fólk kaupir íbúðunar þá kannski komið álag upp á Vilhjálmur Bjarnason fyrrverandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins hann matið upp á 22 milljónir sem hafa verið komin á meðal íbúðar eininguna inn í því enda gatnagerðargjöld og eitthvað svona fastu kostnaður sem er kannski eðlilegt að síðan kannski 2,5 milljón en braskkostnaðurinn hann er orðin 20 milljónir sem að almenningur sem kaupir þessi húsnæði eða leigir þetta húsnæði borgar. Og þannig fara tvær tölur saman sem að var í nýrri skýrslu frá HMS að yfir 85% af öllu húsnæði á höfuðborgarsvæðinu kostar núna meira en 60 milljónir. Á sama tíma höfum við fjallað að það sem af þessu ári í kringum 80% af öllu nýbyggðu húsnæði er keypt af miklu fólki eða fjárfestum hreinlega. Þannig að þetta fer alveg sama, þú bara skrúar upp verðin, þannig að einu sem eiga efni á húsnæðinu eru hinnir efna meiri. Þeir sem setja út til leigu eða flippa bara hreinlega eignunum til fyrstu kaupenda sem gera það ennþá dýrara. Þau selja eða leigja húsnæðið á hámarksverði sem að almenningur til þess að fá arðsemina aftur strax. Og almenningur er þeirri stöðu hann þarf að búa ykkur staðar, þannig að hámarkið er ansi hátt, fólk er til í að skera sig inn að beini til þess að vera ekki á götunni. En það sem að ástæðan fyrir að ég það er auðvelt að draga það ályktun að ég þurfi að verja borgina af því að ég vinni á Pírötum og það er allt til að fólk haldi það en ég ætla líka þú vinni á þingflokknum ekki? Jú, en ég bara segja að því ég er ekki að fara að verja borgina en sko ein ástæða þess að við erum í svona ofboðslegri húsnæðiskrísu og í svona langan tíma og að einhverju leyti vegna þá er þetta bara ekki samtal hjá, hvað ég segja svona einu blaðrandi stéttum og þú veist fólkinu sem getur tekið ákvarðanir en þetta er eina sem fólk talar orðið nánast á kaffistofunum og þú veist þetta er stóra lífskjara spurningin er svo að það hefur verið stundað rosalega lengi að þeir aðilar sem bera mesta ábyrgð þeir eyða meiri tíma eða að rífast hverju þetta er að kenna og það er meðal annars vegna þess að ríkisvaldið hefur lagt sig í líma við það að kenna Reykjavíkurborg vandan í staðin fyrir að skoða vandan helstað. Ég meina aðgangumiðin að lóð núna er 60 milljónir og ég meina í nýjustu skýrslunni hjá HMS þá kemur bara fram að það sé bara teljandi á fingurum annar handar hvað er undir 60 milljónum. Það þýðir að þú ert að fara að borga 250-300 milljónir fyrir þessa íbúð eða eitthvað skilur við, þú veist yfir ævina 200 milljónir eitthvað svona. Kannski ekki alveg svo mikið. Þú veist, og ok. Það er lóðas, þú veist, það er ekki lóðaskortur. Það sem er vandamáli er það að það er lóðaskortur hjá uppbyggingar aðilum vegna þess að það er þannig að þeir sem að kaupa þessar lóðir þeir eru ekki þeir sem eru að fara að byggja þér, það eru þessi sjóðir. Þannig að samtöku iðnaðarins til dæmis að þau tala lóðaskort og ég meina þau hafa að mörgu leyti verið oft mjög ómálmlega mínu, ég set oft fyrirvara við það sem þau segja, en það er eitt sem er alveg rétt hjá þeim, að svona
hefðbundnir uppbyggingaðalar sem eru vissulega í þeim viðskiptum að kaupa lóðir og byggja og selja þær og kaupa svo aðra lóðir og byggja og selja, þeir eiga ekki inn á þessu markaði. Þeir eru undir þessum fjárfestingasjóðum. Svo erum við með aðgerðir sem miða því að dæla peningum inn á kaupendahliðina, sem að þú átt bara alltaf að taka hærra og hærra á lán og það þýðir alltaf bara færri og færri geta þetta. En það er ekki ennþá búið þrátt fyrir sko þrot og hrun íbúðalánasjóðs að koma á kerfi til að fjármagna uppbyggingu. Það er ekki fjármögnunarkerfi almennilegt á uppbyggingu. Stjórnvöld trúa því að það sé gert í gegnum bara bankakerfið. Já, það er bara þannig, og þess vegna er þetta. Það hefur þetta ekki stefna að húsnæðisuppbygging á Íslandi skal fara fram á hinu svokallaða markaði og þola þar sveiflur bæði á kostnaði við fjármögnun, kostnaði á lóðum og markasverð á húsnæði. Og það er algjörlega það er bara galin. Hinum megin eins og öll húsnæðisuppbygging bara í okkar heimsluta á síðustu öld sem var byggð upp til þess að skaffa húsnæði fyrir fólk með lágartekjur eða jafnvel millitekjur, að það var gert utan þessa kerfis. Við á Íslandi erum eina samfélagi í heiminum sem trúir því að markaðurinn muni leysa húsnæðisvanda láglaunafólks. Þessi hugmyndur aldrei verið til í sögum mannkins, en hún blómstrar hér og er stefna stjórnvalda. Og Ísland er ekki samfélag sem trúir þessu. Þetta er ákveðin hópur sem trúir þessu. En þau hafa náð völdum. Já, ég meina þau hafa náð völdum vegna þess að aðrir flokkar hafa millifært atkvæðin yfir á þau. Það er ekki þannig að fólk sem kaus VG upprunalega hafi ætlað sér að mynda þessa ríkisstjórn. Það verður framhald að þessari vinnu, þú ert að taka saman hvernig er hægt að fylgjast með þessu. Já. Verður framhald en að muni þig eða þau, fyrst að þú ert farin, geta búið til kerfi sem að getur fylgst með hvernig verðmætin verða til á þessu braskmarkaði. Það er svolítið niðurstaðan að það sé ýmsar svona hindranir, en ég held það sem ég nú einmitt að fara að tala þetta við þau, hvað var þetta að gera, svo ég geti, og þetta er svona mitt lokaverk að ég held að niðurstaðan er svolítið svo að það eru ákveðin atriði í lögum sem gera það að verkum að það er erfitt að birta svona stórt plattform eins og greina niður á einstaklinga og að Ísland eins og svo oft þá þegar kemur að aðgang á opinberum gögnum og svona upplýsingum, að þá er Ísland svona maðurinn sem að segir, sem býður aldrei neinum í partí og heldur aldrei neitt partí, en segir alltaf öllum bara að það sé ólæst og skammar svo fólk fyrir að, mæti ekki bara. Að því að, það er svolítið þannig þegar kemur að, opinberum gögnum, að þá svona tæknilega séð er þetta allt aðgengilegt. En svo bara, gæti verið að þurfa að borga fyrir þetta, eða að það séu svo mikla kvaðir á hvernig þú notar þetta, eða þetta sé ekki vinnarlegt form. Þannig að það er því miður svona svolítið... Það er bara vilji að halda þessum upplýsingum frá. Svolítið niðurstaðan. En varðandi þetta með húsnæði, er að, svo náttúrulega, sem að hljómar kannski svo þreyttuga, en það er lagt niður að verka mannabústaðakerfið, sem er bara sturluð aðgerð. Það var engavætt, ég getur sagt það, af því að þeir sem að leigðu þar máttu kaupa, eða þeir sem áttu íbúðunar, máttu keifta út úr kerfinu, og þannig að þetta er bara engavæðing. Einmitt þannig fyrirbæri sem gera borgir eins og Vínarborg bara lífvænlegustu borgum í heimi, bara félagslegt íbúðakerfi af raunverulegri stærð. Eftir hrun þá náttúrulega eignast íbúðalánasjóður alveg gríðarlega mikið af íbúðum og bæði vegna þess að það hefði verið byggt miklu meira en raun og veru. Þær voru seldar í pökkum. Þær voru seldar á pökkum, já, það var það sem ég ætlaði að segja, seldar í pökkum, og meira segja var það gert eftir að hafi farið fram mjög mikil vinna til að reyna að búa til umhverfi fyrir svona leigufélög, almennileg leigufélög, og þá bara, hvað heit hún Eygló, það var Eygló Harðar sem að selur þetta bara í pökkum og var félagsmálaráðherra á þessum tíma og voru á sama tíma einhvern veginn að reyna að sannfæra ungt fólk að það væri bara fínt að búa í gámum, ætti ekki að vera eitthvað svona snobb. Þannig að þetta var stjórnvaldsaðgerð að taka þessar eignir sem höfðu verið teknar af almenningi og setja þær inn í hendunar á einkaaðilum sem urðu stofninn að Heimavöllum og Ölmu leigufélagi. Þetta var stjórnvaldsaðgerð að búa til þetta fyrirbrigði sem eru svona okurleigufyrirtæki sem við getum vaxið. Langstæsti hlutin af eignunum sem er ennþá inn í þessum félögum
eiga uppruna þar og þegar maður að skoða síðan nú þau með réttlætingar okkur að hækka leiguna og þá verður að benda á svona fjármagnskostnað og hitt og þetta. Ef þú skoðar á hvaða verði þau keyptu íbúðirnar þá getur þau verið að leigja íbúðirnar á 170 krónur á mánuði. Þau eru að leigja þar á 370 krónur á mánuði. Þannig að þau eru að miða við það eins og þau keyptu þær í gær. Ef þau keyptu ekki í gær, þau keyptu það fyrir þegar íbúðaverði var lægst á Íslandi á þessari öld og keyptu það með afslætti þá. Þannig ef þau myndu leigja þetta á raunvirðinu sem kostnaður þeirra við að hafa þetta, að þá væri þetta miklu ódýrara. En svo náttúrulega hefur þetta gengið kaupum og sölum, ég menna lífeyrissjóðurinn var eitthvað að kassa inn með því að selja heimavelli í lífeyrissjóðuna, það var ekki að taka þar út 10 milljarða, Gamma tók út gríðarlega fjármuni þegar þeir tókst að selja Ölmu yfir til matafjölskyldunar, þannig það eru peningarnir úr íslensku húsnæðiskerfi sem hafa verið teknir út eru tugir og tugir milljarða. Þess vegna erum við að segja að þetta er gríðarlega almennileg gæði og það er ekki verið að það er ekki fylgst nógu mikið með þessu sem kemur aftur að þessu vandamáli sem að við erum, ég var alltaf að tala hjá Transparency, þú veist að spillingaskatturinn er bara svo geðveikislega hár. En svo eru fleiri hluti sem ég ætla að ræða. Við höfum náttúrulega ekki náð að byggja á neinum eðlilegum hraða. Núna átakum að byggja 40.000 íbúðir á næstu 10 árum. Það eru 4.500 eitthvað fyrstu 2 árin og svo, þú veist. Þetta er lágmarkið og við náum þessu aldrei. Við felum verktökum að gera þetta og þeir byggja eftir eigin hagsmunum og þeir hafa ekki hagsmunni að byggja meðan vextir eru háir og þar byggja þeir ekki. Alveg sama hvort þessi húsnæðisskortur geti að hækka verðið þannig að það gæti orðið hagkvæmara fyrir þau að byggja en þau hafa engan hag af því að laga húsnæðismarkaðinn. Fluttum fréttir af því að umsvif á byggingamarkaði hafa aukist 20% en það er í byggingu á atvinnuhúsnæði og það hefur dregist saman á sama tíma íbúðarbygging ykkur á smávægilega prósentu en hún hefur dregist saman í húsnæðiskreppu. Gefum okkur í smástund bara, þú veist, fyrir bara þessa rökræðu að þetta sé ekki viljaverk að halda framleiðslunni svona lágri. Þú veist, þetta sé bara mögulega getuleysi. Það sé ekki það sé bara ekki, þú veist, það sé bara ekki geta til að byggja meira og hraða. Heldur að innviðaráðherra sitji á skrifstofunni sinni og segi svo, nú er Ístaka ekki að byggja, heldur þið segja það? Nei, þú veist, ég er ekki að segja það. Þið vita alveg að í þessu ástandi er Ístaka ekki að byggja. Þau koma hins og fram og tala við okkur, af því að við lifum í svona heimi þar sem er, við bara, eins og sé bara þjóðtrúin er bara kapitalismi, að markaður hljóta að redda þessu. Þáttu verður við sjáum það aftur og aftur, hann er ekki að gera það. Þannig að innviðaráðherra kemur svo fram til okkur með einhverja glærusýningu og segir að þarna ætla að vera með örvun og þeir ætla að telja íbúðirnar og lóðirnar, kannski gleymdu við að telja lóðirnar eða eitthvað og svo bara látið eins og þetta sé muni virka. Þegar öllum ætti að vera ljóst að þetta kerfi virkar ekki. Þetta er að verða alvarlegra og alvarlegra ástand, þetta grefur meir og meir undan lífskjörum almennings og mest hjá þeim sem að sískildi. En leifum okkur í smástund að bara ganga út frá því að það sé þannig að einkageirinn hafi bara ekki tæknilega getu til að gera þetta. Það vanti starfsfólk, tæki, þú veist, að það sé eitthvað sem... Þeir hafa fólk til þess að byggja hótel. Já. Það er allavega punkturinn sem ég er að fara að koma á. En þú veist, gefum okkur það, þetta sé ekki market manipulation í smástund, en ég er ekki að segja að þú veist, það er augljóst að það er market manipulation í gangi. Það er allavega market failure í gangi. Þú veist, þannig að gefum okkur þetta sé market failure. Hvað er það búið að vera lengi? Þú veist, það er búið að vera núna í áratug. Og hvenær eigum við þá? Myndi ég segja að vera upp af þessu. Já, hvenær eigum við þá? Þú veist, breytum stefnu. Þú veist, við erum með það á hreinu. Við getum ekki breytum stefnu. Þetta er Það er það sem ég var að segja áðan. Með því að trúin á því að markaðurinn leysi þetta er trú hérna. Þetta er bara svipað og segja að við erum inn í miðaldakirkjunni og færum að efast tilvist Guðs. Þú bara færir enga áheyrn. Þess vegna eru allir sem að, þetta er bara, þetta er verið sagt úr Sovétríkin svona 1980, og vissu allir þetta virkaði ekki, en við bara ræddum það ekki. Þess vegna hélt kerfið bara áfram. Þetta kerfi heldur bara áfram vegna þess að það er ekki hugmyndaleg geta inn í stjórnmálakerfin flokkunum í því að horfast í augu við það sem að þau hafa verið að boða í 30 ár virkar ekki og er bara eiginlega óskapnaður og fer illa með fólk. Ég hef verið að kalla þetta pólitískt ofnæmi í nokkrum greinum undanfarið, bara reynilega við þessari hugmynd að þú getur byggt til dæmis bara á hálfu eins og opera. Það er þessi, þú veist, ég byrja að greina þetta öllum nýrum glærusningum og
tilkynningum sem ég sé frá sveitarfélögum eða ríki, það alltaf sama orðalagið, skapa aðstæður, búa til skilyrði, skapa hvatningu til markaðarins, sagði þingkona Sjálfstæðisflokksins í þætti og heimildin held ég. Og í þessu felst að það eru verktakafyrirtækin sem eru eiginlega það sem við erum að hjálpa. Við erum að telja lóðina fyrir... Þetta bara samt álíka því að þú standir bara út í móa og hrópir út í tómið, vinsalast byggiði. Ég er búin að búa til svo flotta moldi vinsalast sáið í fræjum, en svo gerir það enginn og þá segir þú bara, já, kannski næst. Ég ætla að taka mér þá óvinnlegu stöðu að vera kapitalistinn ég myndi reyndar gera smá greinamun á verktökum og svona bara hreinlega svona gerviverktökum vegna þess að þú veist að því að inn í núverandi krísu þá hluti af vandamálinu eða hluti af issueinu það að þeir sem að hafa raunveru tæknigetu til þess að byggja upp, þú veist, starfsfólk og tæki og annað slíkt þeir eru að byggja hótel af því að þeir hafa ekki kaupgetu til að fara inn í hitt þannig að þeir eru í staðin fyrir að geta þeir græða bara meira að byggja hótel þar kaupandinn lítur svo á að við erum í einhverju ferðamannabúmmi og þótt að kostir rosalega mikið hjá þér að þá muni ég svo græða mikið eftir 2 og 3 ára ég geti staðið undir þessu hinum megin verið að byggja íbúðarhúsnæði sem öllum ljóst að ekki kaupendur að þessu þannig að þeir flytja bara getuna sína yfir að fara að byggja hótel á meðan að samfélagið þarf síst af öllu hótel ef við byggjum hótel að þá mun það þurfa fleira starfsfólk sem þarf að flytja til landsins sem enn eykur húsnæðisvandann sem að við erum ekki og við erum alveg á sömu línu ég er bara að segja að þú veist kerfið það gallað og þú veist ég meina ef að menn halda að þetta sé eitthvað markaðshyggja þú veist, og ég meina þetta markaðshyggja og markaðshyggja felst í því að það trúa því að markaðurinn muni átómatískt leiðrétta sig átómatískt leiðrétta sig sem hann gerir ekki ég er bara að reyna að segja að þeir sem að trúa innilega á þú veist að markaðurinn geti leyst allt þeir hafa allar forsendur hérna til að átta sig á því að það er ekki rétt það getur ekki kynnt í vegna þess að þetta trúið þeirra það getur vel ef að markaðurinn getur ekki leyst húsnæðismálin getur hann kannski ekki leyst önnur mála heldur Nei, ég meina, hann getur ekki leyst ýmis mál, ég meina, það bara þannig, ég meina, það til dæmis að koma mjög áhugaverðar rannsóknir núna frá bandarískum háskólum sem benda til þess að hluti af því út af hverju þessi svona, vaxtarmaskína sem að markaðurinn og hann vaxtarmaskína, bara, þú veist, vöxturinn skilar sér illa til hana og hann getur verið í alls konar vitleysu og annað slíkt. Ástæðan fyrir að hann að fyrst og fremst fyrirtæki sem að vaxa og hagur eigandana. Já, ég meina, það það sem ég var að segja, þú veist, að þú veist, markaðurinn ekki rétti aðilinn til þess að dreifa gæðum. Hann það ekki. Og en ástæðan fyrir að það farin að koma svona sandur í tannhjólin gæti meðal annars tengst því að svona Ivy League háskólar í Bandaríkjunum hafa núna í einhverja 4 áratugi í staðinn fyrir að vera að draga inn fólk og fjármagna sem að þú veist líklegt til að fara í rannsóknir og fjármagna þú veist menntun fyrir þú veist bara fólk based á merit en ekki bara þá hafa þeir verið í svo stóru magni og svo miklu magni að taka inn börn ríka fólksins og börn, þú veist þeirra sem eru næstu kynslóð. Það svona eins og í staðin fyrir að vera að reyna að hjálpa, eða þú veist að dreifa getunni til þess að stundarannsóknir eða vera góður í íþróttum að þá eru þeir semst búin að vera í 40 ár að taka inn börn gullmedalíu hafana og það sem gerist þarna að gullmedalíu hafana í þeirra sem eru góður í því að græða á öðru fólki og skríða upp á bakið á öðru fólki til þess að komast upp á toppin í samfélaginu. En pointið semst að það er núna komið rannsóknir sem að sína það eða mögulega, þetta áttur að koma í ljós kannski á næstu 2 árum, en ég held að brjóstutið segja okkur að segja eitthvað til í þessu að þessi hópur, þar sem börn ríka fólksins og börnin, þú veist, sem að hafa raunur ekki, einhverja svona brennandi akademiska þrá fyrir að stunda grunnrannsóknir, þau fara svo bara að vinna í bönkum. Þannig að við erum með lægri fjárfestingu núna í grunnrannsóknum sem að veldu því að það er minni skilvirkni þú veist, og minni tækni geta að vera til. Og þetta er orðið svo stórt vandamál að þetta er líklega að fara að sjást í makró í heiminum. Það er að hægjast á, þú veist, getu okkar til að auka lífsgæði. Þetta er spillingar skatturinn. Þetta er ákveð dæmi það er Alma fjölskyldan, held ég að einhvern tímann flett þessu upp, það er eitt af þessum næstu kynslóðunum sem taka við því veldi. Sá ég að vera að stúdera einhverjum háskóla erlendis Wealth Management Studies sem ég varst ógeðslega að fyndi. Þannig að þú veist, kynslóð börn ríka fólksins læra bara hvernig á að
eiga peningana frá foreldrunum en lærir ekkert sem að gera neitt fyrir samfélagi. Nei, þau fara ekki í ykkur rannsóknir. Allra jafna. Ég bara alveg að missa trúna á kapitalismanum ég ætla að taka dæmi sem eru úr fréttunum, sem tengist þessu. Það var húsaleigufrumvarpið fór í gegn, en því var hent út sem að Sigurður Ingi, sem að þá hafði verið innviðaráðherra og mótað þetta frumvarp, sem átti að vera eiginlega það sem að væri líklegast til þess að svona hemja markaðinn og gera hann svona siðlegan, sem var skylduskráning á leigusamningum. Ég held að þetta sé nefnilega einmitt það sem að allir var að tala þetta með skortin á aðgangi að upplýsingum hjá henni opinbera og hversu erfitt og óþarflega erfitt að gera það, að þetta minnsta lægsti samnefnarnir sem hefði hægt að vera að gera með þessu frumvarpi, að það er mjög lítið í þessu í rauninni. Það er ekki leigubrems, ekki leiguþak, takmörku vernd fyrir leigjendur. Ekkert gert annað en að styrkja einhverja kærunefnd sem að leigjandi hefur mjög veika samningsstöðu til þess að áfrýja til, reynilega út af skortinum og út af ástandinu. Þannig að þetta er í sjálfu sér bara tilgangslaust. Þannig að eina það litla sem það hefðu getað komið í gegn, bara að skylda skráningu á leigusamningum. Þannig að hefðu einhverja mynd, raungagna mynd yfir leigumarkaðinn, því hent út. Og akkur er það hent út? Hent út bara það eini ástæðu og það er bara Sjálfstæðisflokkurinn. Þegar hann bara vildi ekki þetta mál, að þetta var íþyngjandi fyrir einkaaðila, fyrir markaðinn. Þeir voru búin að gangast 2019, þá gerðu þeir kjarasamninga þar sem lofuðu leigubremsu þessi ríkisstjórn. Þeir gerðu aftur samninga í síðustu áramót sem að byggðust meðal annars á því að þó þessi veiku lög myndu ná fram að ganga. Þannig þeir hentu þessu. Þannig þessi ríkisstjórn til þess að ekki þurfa að standa við samninga sem að gera við aðla vinnumarkað. Persónulegt markmið Sigurður Inga meira þess að tjáði þingmaður mér til margra ára, en það hann lúffa bara fyrir þessu, því að það er einhvern veginn allt í þágu þess að halda ríkisstjórninni gangandi, frekar heldur en að fylgja eftir eigin málum. Og eftir setja lög sem að raunverulega bæta stöðuna á leigumarkaði ekki neitt. Það er enginn sem getur haldið fram að þessi lög séu til bóta. Þar á ekki vísanir í ákvæði í þessu sem að réttlæta leigusölum að hækka leiguverð með vísanir í markaðsverð. Ef þið sjá sambarlegt húsnæði á hærra verði, þá mega þeir á samningstíma breyta verðinu og leigjandinn á þá að áfrýja því, sem er mjög ólíklegt að þú veist það sem að lögin gera, þau breyta það sem að var áður sagt sanngjarnt verð, heitir núna markaðsverð. Þannig að nú er markaðurinn orðinn bara mælikvarðinn, reglustikka sem að mæli sig sjálf. Og hefur þennig alltaf rétt fyrir sér. Ég ætla að taka... Verða kapitalistinn í þessu líka? Já, ég ætla að vera kapitalistinn í þessu. Nei, ég bara, þú veist, það er rosalega mikilvægt af því að þetta er stóra krísan og þetta, þú veist, hefur svo gríðarlega áhrif á lífskjá okkar. Það er ofboðslega mikilvægt að reyna alltaf að halda á lofti hvað þetta er stór krísa. Því eitt er svo skrítið að þetta er, þú veist, þetta er krísa fyrir stóran hluta almennings, en þetta bara nær ekki almennilega að vera stóra máli, þú veist, til umræðu. Þú veist, þetta er bara einhvern veginn, alltaf einhverjum plástrar og eitthvað svona. Og þú ert að segja alls það að þú kemur að það var fólk að tala þetta. Já, ég meina, það er það sem ég tala um. En það vandamálið okkar er bara stjórnmála elitan og ég vilja bæta bara við meginstraums fjölmiðlandi líka. Ég er að meina stjórnmálinu og reyndar alltaf að rannsóknarefni af hverju RÚV er ekki að fjalla um húsnæðiskreppuna á Íslandi. Og reyndar alltaf ég að segja það. Ég meina, það er eitt af því sem að maður er mjög hissa á og þú veist, ég alltaf nú ekki, þú veist, að vera einhvern veginn, þú veist, að reyna að diktata hvað fjölmiðlar tala um, en þú veist, það er áhyggjuefni að það sé bara ekki geta eða vilji eða hvað sem það er til þess að fjalla þetta stóra mál. Varðandi þetta leigufrumvarp, þá verði nú að segja að ég var að fara í gegnum mín fyrstu þinglok sem starfsmaður á þingi og mér er sagt, en ég hef ekki samanburðin að þetta hafi verið skrýtnustu og erfiðustu þinglok sem að fólk man eftir. Og líka verri heldur en í fyrra? Já. Ég hef ekki samanburðin sjálfur, en ég get sagt aðeins bara hvernig þetta leit út fyrir mér. Ríkisstjórnin er löngu sprungin. Hún helst saman á því einu að ætla að vera þarna. Þau koma engu í gegn, þau get ekki samið neitt sín á milli, þau eru bara í algjöru verkstóli. Þetta er bara eitthvað svona, þetta er eins og bara svona eitthvað kvíði sem veldur því að það er ekki að gera neitt og þetta er bara furðulega sem sé. Og ég á ekki til,
ég veit ekki hvernig ég á að lýsa því, hafandi verið alin upp við bara sko mjög svona mikið vinnusiðferði og bara svona hörku í því að skila sínu, að fólk sko bara geti leyft sér þetta, vegna þess að þau sko ætluðu að keyra í gegn lagareldisfrumvarp sem var sko óafturkræft og þú veist það að segja hefði bakað ríkinu sko milljarða bótaskyldu, algjörlega handónýtt, vitandi það að það væri handónýtt, vildu gera breytingar á því, svo koma aldrei neina breytingar, voru ekki tilbúnir að skoða neina breytingar. Málið var sko, ef þú ert ekki með óafturkræft, að þá verður að hafa tímasetningu sem að veldur því að þeir sem fá úthlutaðan kvótan geta ekki veðsetta. Ég er ekki að meina leyfin. Ég er ekki að meina leyfin. Þá segir af hverju þetta stoppaði. Og þá gerist það að sjálfstæðismenn segja að þar af leiðandi getum við ekki lagt á sektir ef einhver brýtur af sér sem að Bjarkey vildi setja á í breytingunum. En þá segir sjálfstæðisflokkurinn nei, það er ekki hægt að setja sko sektir sem að sá sem fara út utan kvótan getur ekki bara sótt svona automatist í leyfið sjálft. En sko ég er ekki að tala núna um innihald sko frumvarpsins sjálfs og ég er ekki að tala um sko ótímabundnu leyfin, ég er að tala um það að þegar þetta er orðið að lögum þá er bara búið að gefa út ákveðin vilyrði og þau eru óafturkræf nema það er alveg, svo sem að fær leyfið alveg bara í sjávarútvegi. Það er bara með tilbaka ríkinu gríðarlega skaðabótaskyldu að reyna að breyta þessu og þetta ætluðu þau bara að keyra í gegn en voru samt búin að segja opinberlega að þú veist, já það þurfti nú að gera ansi margar breytingar á þessu. Þær breytingar komu aldrei. Þeir náðust ekki samstæðin í ríkisstjórn. Nei, af því að náðust ekki samstæðin í ríkisstjórn. Þau voru heldur ekki tilbúin að skoða breytingatillögur frá öðrum. Þú veist, þetta var bara, ég hef bara aldrei upplifað, ég hef léleg og bara skringileg vinnubrögð og ég verð bara að segja að, þú veist, ég skil ekki að þetta fólk geti vaknað á morgnana og fengið laun og haft svona ógeðslega litla virðingu fyrir sínu hlutverki og ég veit að ég vinn fyrir stjórnarandstöðuflokknuna en ég hef aldrei séð neitt þessu líkt og ég bara get fullyrta að enginn úr mínum félagslega bakgrunni myndi voga sér að hafa þessi svona. Já, sko, Alli, þú gerir ráð fyrir það ríkisstjórn sem mynduð til þess að sko þróa samfélagi í ykkur tiltekna átt. Ég átta mig að það er draumsýn sko. Já, það á ekki við þessu ríkisstjórn. Þessi ríkisstjórn getur ekki komið sér saman og sagt, þú veist, hvert ættu við sirka fara með samfélagið? Því þeir hafa ekki samin að sínum það, þeir hafa ekki sko pólitíska getuna, þeir hafa ekki svona pólitísku greiningagetuna til þess að vita hvað er að í þessu samfélagi. Þau koma hana saman til þess að venda tiltekna hagsmuni. Að það sé betra fyrir okkar fólk sem að í tilfelli Sjálfstæðisflokksins er bara auðvaldið, í tilfelli Framsóknarflokksins er hluta auðvaldinu og tilfelli VG bara ég átta mig ekki alveg á því. Og þau eru bara að venda ykkur til þennan hagsmuni. Slík ríkisstjórn, hún þarf ekki að hafa sameiginlega sýn hvert er alltaf að fara. Þau þurfa bara hver fyrir sig þarf að hafa neitunarvald þannig að þú gerir ekkert sem að skadar mitt fólk sem ég er að vinna hérna fyrir. Og ég það er alltaf verið að spá því að ríkisstjórnin gefist upp. Hún gefst ekki upp. Nei, ég held að svona ríkisstjórn getur bara haldið áfram endalaust. Hún getur verið í nokkra aldir. Það mun ekkert rjúfa þessa ríkisstjórn. Nei, ég held ekki. Ég velti fyrir mér sko bara Framsóknarflokknum í þessu samhengi því að ég skil VG að þau bara leiðin að falla út af þingi og ég skil Sjálfstæðisflokkinn verandi bara þau fara ekkert í ríkisstjórn næst nema eitthvað stórkostlega skrítið gerist. Þannig að, en Framsóknarflokkurinn verður vantarlega lími einhvers konar samstarfinn á þingi. Þú veist, það er mjög líklegt eins og sögulega er. Ef að Kristján myndar ekki ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum. Já, svo sem, gefum okkur það samt. En ég held að það sé ólíklegra heldur en líklegra, en það geta allt gert svo sem. Ég ljósi reynslunar af Katrínu Jakobsdóttur. Síðast stóð Samfylkingin í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum eftir að hafa skammast út í hann árum saman að, ég meina, Geir er ekki neitt Davíð, þannig að það er bara Þórdís er engin Bjarni. Og síðast fór stærsti vinstriflokkurinn á þingi, vinstrigrænir í samstarfið með Sjálfstæðisflokknum. En það sem ég er að velta fyrir mér er Framsóknarflokkurinn, sko, hann samþykkir það að fella úr gildi samgönguáætlun sem að það fór gríðarlega vinna í og þarf að endurtaka allt á hausti. Hann samþykkir að fella úr þessu frumvarpi leigulög, húsaleigulög, þessa skráningarskyldu. Sem að var eiginlega eina atriði sem að Sigurður Ingi lagði áherslu á. Og hefur lagt áherslu á árum saman að í rauninni sko til þess að geta gert nokkuð skapaðan hlut fyrir leigjendur þurfi skráningarskylduna fyrst svo við getum kortlagt þetta. En núna getum við ekki kortlagt þetta og það búið að sóa 7 árum. Þau fengu fleiri mánuði í listamannalaun gegn því að sækja það í aðra listasjóði.
Það var samkomið. En þú veist þannig að ég velt fyrir mér sko stöðu Framsóknarflokksins einfaldlega því að Framsóknarflokkurinn hefði getað staðið á sínu þannig og spenning ríkisstjórn og farið í kosningar og orðið bara eitthvað samstarfsflokkur Samfylkingarinnar og átt bara góðan dag sko. En ég ætla ekki að tala um ykkur pólitík. Nei, ég ætla að tala um ykkur húsnæðismarkaðinn. Já, það kom það var frétt frá HMS að leiguverð var að hækka 3,2% á milli mánaða. Já. Það næstu 50% verðbólga, það bara eins og í Tyrklandi. Þannig að leigjendur eru fluttið til Tyrklands eiginlega. Lifa í efnahagslegu raunveruleika Tyrkja. Já. Sagði 3,2% á leiguverði? Já, milli mánaða. Já, leiguverði. Það var núna, í morgun var að koma tilkynningum neysluvísitöluna sem var 0,48%. Þannig að leiga er að hækka 6-7-falt á við almennt verðlag. Og það þýðir það að ef þú ert leigjandi þá lifir þú bara í allt öðru efnahagslegu umhverfi heldur en er alltaf verið að vísa til. Það er þannig. En það er svona, þú veist, eins og ég segi sko, þú veist, ég veit að þetta er svona ómögulegt og það er, þú veist, það er náttúrulega eins og að berja höfuð við steini að reyna að tala þetta sko, en þú veist, við verðum að ná þessi í gegn. Við verðum alveg bara samfélagi sko og stjórnmálamennir að sjálfsögðu, það tekur kannski erfiðan tíma að samfæra fólk það og það verður að brjóta baki þessa hugmynd að það sé óeðlilegt að þið opinbera stundi uppbyggingu. Það verður bara að gera það. Ég meina til dæmis eins og eitt sem var svona side note í þess að við vorum að skoða þetta. Ég meina það kemur í ljós að ríkið er náttúrulega auðvitað eins og við vissum stór eigandi af lóðum í borginni en þannig að þú veist, ríkið er eigandi og hefði þannig sig getur til að fara bara í beina til dæmis Keldnalandið. Já, og það ég meina Keldnalandið náttúrulega var sett í það þú veist, það var bara að fara út og kreista eins mikið og hægt pening út úr því. Það var sett sem brask til þess að fjármagna borgarlínu, þannig að þeir óhefnu húsnæðiskaupendur og leigjendur í Keldnalandinu næstu 40-50 árin munu borgarlínuna með allt og háu verði á húsnæði sína. Já, ég reyndar ætla nú að segja það að þessi aðgerð að tengja þetta við borgarlínu er náttúrulega enn ein svona pólitíska aðgerðin sko. Það var samkomulag sem hafa gert til þess að fá sjálfstæðismennina með og sveitafélögin í kring var að búa til svona brask. Það var samkomulagið en þú veist það þarf að bæta almenningssamgöngur. Það verður að gera það. Nei, ég er að segja, skilur þú veist. Ég held að einhver annar þurfa að borga það heldur en bara saklaust fólk sem er að koma sér þakki yfir höfðu. Þess vegna er ég að segja, þetta er enn einn svona pólitísk aðgerð til þess að búa til það umhverfi að láta eins og að sé bara engin leið að gera þetta nema bara gjörsamlega sko blóðmjólka, þú veist, fólk sem á ekki neitt. Ég meina það er, þú veist, eins og ég hef sagt milljónsinnum við þetta borð, sko fjármagnaðar skattalækkanir þessar ríkisstjórnar kosta 54 milljarða á ári og þá er ekki einu sinni byrjað að tala um það að taka auðlindarentuna og svo láta þess að sé ekki neitt peningu til að gera neitt og í stóra samhenginu þá er húsnæðiskrísin okkar þar að segja fjöldi eininga sem þarf til að laga þetta í stóra samhenginu þá er þetta bara ekkert svo mikið við getum þú veist bara farið í átak. Já, ég ætla að reyna að halda okkur við húsnæðismálin vegna þess að það kom frétt frá Barcelona. Hún var svo að það er gríðarleg húsnæðiseklar þar og vandamál og leiguverð skrúfast upp og þá grípa borgaryfirvöld þess eiginlega nærið því bara að banna Airbnb. Já, það er aðgerð sem mun taka gildi held ég á næstu 4-5 árum þannig við gefa þeim eitthvað leyfi sko en þú veist þið gerðu það miklu strangara til dæmis í New York þar sem þeir gerðu bara skilyrðin svo ströng að það bara alveg dó út sá iðnaður nánast yfir nóttu en þannig er spurningin sko það tekur tíma að byggja það tekur tíma að mæta þessar uppsætnuðu þörf en við erum bara með 1000 íbúða á þessari stundu sem eru í útleigu til ferðamanna hluta ári eða allt árið og þarna í tölum HMS með þess að koma fram sko, þeir segja það að þeir fundu 980 íbúðir á Airbnb sem að beinleins brjóta lög þeir eru lengur en 90 daga samfleytt á ári og hvað gerist þá? Það bara gerist ekki neitt og við vitum þá úr leyndarsamtökunum að því að formaðurinn okkar hann Guðmundur Hrafn hann fór að hitti reglugerðar fólkið eftirlits deildina yfir þessu það er einn maður hjá sýslumanni sem situr og sér allar skráningar á Airbnb og á að sinna öllu sögum í og umfangi kringu það og eftirliti. En sá maður fer aldrei á skrifstofu sinni að hann er bara upptekinn við skráningar og svo var bara tekin stikkpröfa. Guðmundur Hrafn hefur talað um þetta margótt áður
að hann nefndi bara einhver handháskend nöfn og bara leitaði þessu og aðtöðu, þetta skráð? Nei. Þetta skráð? Nei. Flest af þessu ekki sem skráð. Talandi skráningaskyldur og allt þetta. Þannig ef við samþykkjum eftirlit með bröskurunum, þá höfum við það þannig að það virkir ekki. Nei, við erum með svona innbyggt eftirlitsleysi og í rauninni vil ég líka samt segja því að ég svona staldraði við þetta því að hið minnsta sem kerfið geti gert væri að tryggja það að þeir sem brjóta lög væru ekki að gera það, skilurðu, að það væri eitthvað gert í því. En Airbnb og skammtímaleigumarkaðurinn í heild sinni sem líka þessi gistihús í íbúðarhúsnæði og fleiri sem að gera þetta alltaf 5, 6, 7.000 íbúðum jafnvel samtals. Því að Airbnb sjálft kannski í kringu 3.000 pluss mínus 500 eftir sumari eða vetri. Að þetta allt vandamál. Af því að ef þú ert að leigja í 90 daga samfleytt á ári til ferðamanna eins og lögum samkvæmt þú mátt, hvar á leigjandinn að búa með það? Þú veist, áttu bara að flýja út í fjöll í 3 mánuði og koma svo aftur og leigja íbúðina í 8-9 mánuði árs. Þú veist, markarinn í heild sinni þannig að þú sett með gríðarlega fjölda af íbúðarhúsnæði í skammtímaleigu. Það bara býr til helsi á leigumarkaði sem að verður ekki leiðrétt nema til sér banna. Fólk getur leigt húsnæði við veturinn og svo verður það bara heimilislaust. Má ég skjóta þess inn í þetta því að þetta svona típist dæmi um vandamál sem alveg bara þvílíkt auðvelt að leysa. Einmitt. Og við erum búin að vera í 10 ár einhvern veginn að reyna. Herðum reglurnar eins og New York gerði eða bönnum þetta eins og Barcelona gerði. Það er oft komið hingað. Ég kannast margar fréttir sem kemur ykkur frá borginni og segir að nú séu við herða reglurnar og eitthvað svona. Svo breytist þetta, þá er verið að kynna eitthvað sem er raunverulega engin aðgerð. En látið í það skína að það séu aðgerð. Þá ekki bara við Reykjavíkurborg, svo bara við svo margt hjá okkur. Nei, en ég ætla að segja bara, þú veist, þetta er ótrúlega gott dæmi, ok. Það var fyrirspurn á þingi fyrir held í 2 árum frekar en einu þar sem var verið að fara yfir til dæmis fjölda íbúðar sem ekki með neina lögheimilisskráningu og það var eitthvað bara 15.000 íbúðar eitthvað, það var 5.000 íbúðar, ég man ekki alveg, þú veist, bara er ekki með töluna. Kringum 10.000 ef ég man rétt þar sem að þetta er alveg, þú veist, gríðarlegu fjöldi, þú veist, ég meina, af hverju getum við ekki verið með lögheimilisákvæði? Það er vegna þess að það er ekki hægt að koma því í gegn, það er náttúrulega þingið sem þarf að koma því í gegn. Það við erum ekki með ríkisstjórn sem hefur áhuga á því. Það var gerð reglugerðarbreyting af fyrrverandi fjármálaráðherra sem er núna utanríkisráðherra sem að beinlínis rýmkaði og eyðilaði þær litlu varnir sem var búið að setja fyrir heimagistingunni. Þannig úr verður að það margfaldaðist heimagisting. Svo er sett upp eftirlit og það er einmitt einn maður. Og ég ætla að segja, skjóta því inn, ástæðan fyrir því að við fórum í þetta samstarf með þeim í Slóðakíu eða Transparency Now, en þá tala svolítið eins og ég sé þarna, er að það kemur út skýrsla frá Basel Institute on Governance peningaþvott og varnir gegn fjármögnun hryðjuverka í gegnum fasteignir. Skýrslan fjallar ekki neitt Ísland. Hún bara fjallar bara þessi mál svona almennt. En hvað er? Það er ein setning sem segir Ísland er dæmumland sem er tæknilega séð með löggjöf en er með zero eða 0 í efficiency og oversight. Þannig að þetta sem hún segir með Airbnb, þetta er raunverulega hinn pólitíski vilji. Vegna þess að það kostar ekki neitt í stóra samhenginu að vera með 10 eða 20 eftirlitsmenn. Vegna þess að bara þetta lokaði svo klára þetta. En það er það sem að þú veist, þetta er ekki bara ofurtrú á markaðinum þó að það sé alveg eina af þeim. Heldur er þetta líka ríkur pólitískur vilji til þess að hafa þetta slæmt. Hvers vegna? 25% af fólki á Íslandi eru þetta ekki með kosningarétt. Það er nú aldeilis góð aðstaða fyrir valdaflokkana, þannig að við þurfum líka að fara að ræða það að styrkja þann hóp þannig að einfaldlega hafi kosningarétt ef við ætlum að búa í, þú veist, fyrstu ætlum ekki að búa í samfélagi sem svona blanda. En það þarf líka að bara fara að horfast í augu við það að þetta er ekki, þú veist, þetta er blanda, en þetta er ekki bara getuleysi, þetta er ekki bara óvart. Þetta er vegna þess að það er vilji til að halda þessu svona, vegna þess að eins og með Airbnb-ið, þetta er ógeðslega lítið mál að laga þetta. Það er ekki nokkuð ljóst að ef við tökum bara Airbnb og leigumarkaðinn, að þá líta stjórnvöld svo á að þjáningar leigjenda á markaðnum og hvernig hátt leiguverð grefur undan lífskjörum fjölskyldna og þrýstir börnum niður í fátækt og allt sem við þekkjum. Það er í sjálfu sér vandamál, en það er hins vegar miklu mikilvægara
að allir geti aðeins verið að braska svolítið með íbúðina sína og grætt svolítið á henni því að það er braskið í honum alla sem að knýr áfram samfélagið og gerir það stórkostlegt á meðan að leigjendunir er þetta ekki bara meir og minna eitthvað fólk sem er svona hálf mislukkað í lífinu væri það ekki bara í braskinu eða var eitthvað í þetta fólk spunnið ég held að þetta sé bara fátæklingar sem hvort er kjósa vinstrið og við fyrir ekkert að ágjöra þeim þetta er ekki okkar alltaf töðandi hvað sem er ég held að Er þetta ekki bara að við búum í svona samfélagi sem að sko bara braskararnir og okrararnir hafa bara tekið allt systemið yfir? Jú, og ég held sko að stundum þarf þetta ekki eins og að vera meðvitað að því að hreinlega sko við rekja okkur það í leyndasamtökunum og þegar maður fer að tala við fólk svona bak við tjöldin og embættismenn og alls konar það maður mæti bara svona skilningsleysi, fólk fattar ekki, er það eitthvað vandamál? Ég spurði fólk út í þetta ákvæði húsaleigulögunum að réttlæta þess að hækkanir með vísanir í markaðsverð og ég fekk bara svörin sko, þetta var frá stjórnarandstöðu þingmanni sem bara nei, ég meina þú veist lögin áður voru svo sem ekkert skýr og voru ekkert hjálpleg heldur og eitthvað svona en það áttaði þess ekki á því ef ég er leigjandi þá þori ég ekkert að áfrýja leiguhækkunum ef ég bý í skortsástandi að því ég þarf endurnýjun og ég þarf meðmæli þess að fá næstu íbúð ég get ekki verið að stofna til sko einhverja illinda við leigusala minn maður er alltaf að halda honum góðum þannig að það er líka ótrúlega eitrað sko samband sem allir leigjendur þekkja mjög vel að þú þarft einhvern veginn að smjaðra fyrir leigusalanum og beygja það undir hann og hans óskir og vilja bara til þess að sko tryggja eigin sko tilvist þannig að þetta er alveg fullkomlega eitrað en ég vil samt tengja þetta við sko við erum alltaf að tala það er alls konar vandamál með að barna lestrarhæfni aukin fátækt nú var ný tilkynning glæðursýning frá barnamálaráðherra og dómsmálaráðherra aðgerðir gegn ofbeldi meðal barna sem er að aukast að alvarleika og þar var hvergi minnst á fátækt og hvergi minnst á leigumarkarinn sem orsök þess til dæmis að börn eru að upplifa sárari fátækt en áður og öryggisleysi og rótleysi og alls konar félagslega vandamál sem fylgja því þannig að aðgerðirna voru alltaf miðaðar að einhverjum svona stjórnkerfis svona innantómu blaðri það voru 14 aðgerðir tilkenndar og svo 13. eða 14. man ekki hvort það var hún var aðgerð að samhæfa aðgerðir það var bara einn af uppstöðungunum bara svona og annað verkefni sjálfbært samfélag og maður svona hvernig tengist það ofbeldi meðal barna væri ekki bara þarna ráð til dæmis að auka félagsbústaði eða félagslegt húsnæði almennt endurstofna verkamannabústaði álíka kerfi og svo framvegis sem myndi tryggja til dæmis fátækum börnum einhverja rætur einhver grundvöll til þess að byggja lífsitt á og þetta samúst að tala með Ivy-League háskólana í Bandaríkjunum að þú veist það er ekki verið að nota þessa hluti til þess að sko útrýma fátækt eða útrýma vandamálum að vera að nota þetta til þess að auka þær og ég held að þetta vanandi sem ég vildi bara segja sko vanandi þess að fólk innan kerfinu sem mætir þessu skilningsleysi að ég held að þarna sé þetta ekki endilega alltaf meðvitað samsæri sko en þarna er fullt af fólki sem hefur hag af núverandi ástandi lögfræðingarnir sem eru að ráðleggja ráðhörunum inn í ráðuneytunum og allir þessi sérfræðingar og er að móta reglunar og allir þessi sérfræðingar sem sitt inn í ráðuneytunum heldur að þeir ekki auka íbúð margir sem leigi út. Það hefur komið fram hérna í okkur að í mörgum af þessum endurskoðan nefndum og starfshópum sem hefur að móta húsnæðisstefnu að þá það er aldrei leigjandi en það eru mjög kannski 17-18% af hópnum eru leigusalar. Og þeir sem að mótmæltu hvað háværast þessari skráningarskyldu og leigusamninga til dæmis, það voru leigusalar, húseigendafélagið og Samtök atvinnulífsins og fleiri. Þetta væri þessar kvaðir og markaðinn og enga þetta var svo ósanngjarnt. Þetta er svona the bare minimum, þetta er það minnsta sem við getum gert, bara skráða á einhvern gagnagrunn. Kostar engan neitt nema 10 mínútur af skráningavinnu, borga eitthvað skráningagjald upp á 1000 kall. Hörru Piltar, takk fyrir að koma hingað og ræða húsnæðismál, Atli og Jón. Ég ætla hins vegar að sitja hérna áfram og reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. 60% Eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, við ætlum núna að ræða aðeins svona heimsmálin og hingað komin Tjörfi Sjött sem hefur hjálpað okkur við það. Við ætlum nú að ræða Gaza hérna á eftir en það var að gera valdaránstilraun í Bólivíu. Er ekki rétt að byrja þar? Hvað var þetta? Mislukkað? Já, misheppnuð valdaránstilraun og þetta gerist sko í gærkvöldi á íslensku tíma en sko eftir miðdegi á lokal tíma í Bólivíu
og ef við sjáum fyrstu mynd, þá skrifa ég grein þetta í gærkvöldi á samstöðuna þessa misheppnuðu valdaránstilraun í Bólivíu og það sem að gerðist var að herforingi í bólivíska hernum virðist hafa reynt að gera valdarán. Juan José Zúñiga. Já, og komið herlið inn í höfuborgina La Paz og inn á aðaltorkið og brutust inn í forsetahöllina og reyndu að framkvæma valdarán, en það virðist ekki hafa heppnast. Hann mætti forsetanum á ganginum, forsetin Luis Arce, og hann skipaði honum að halda sér til hlés og sagði ég yfirmaðurinn og svo virðist þetta hafa runnið bara út í sandinn og svo og þessi atburðarás tók cirka 3 klukktíma og svo tvístraðist herliðið og stuðningsmenn forsetans og ríkisstjórnarinnar hópuðust út á göturnar og fóru að fagna að valdaráni hafi misheppnast og fóru að veifa fánum Bólivíu. Og við getum séð næstu mynd að þessi herforingi sem framkvæmdi valdaráni, hann var síðan, þetta bara frá því, þetta bara nýtt, glæný mynd, hann var þess að handtekinn, síðan, eftir þetta misheppnaðist. Og settur þarna í skotelt vesti svo að enginn skjótan? Já, hann hefur kannski bara verið í skoteltu vesti, því hann var náttúrulega, í herbúksunum sínum með þá? Útbúinn herbúningi, þegar þetta átti sér stað, allt saman, Hvað er þetta? Hvaða forseta er hann að reyna að steypa stóli og af hverju? Já, við sáum næstu mynd, mynd af sitjandi forseta Bólivíu sem heitir Luis Arce, ég ekki alveg viss hvernig á að bera þetta nafn fram. En hann svo sett er forseti fyrir sósíalísku hreyfinguna. Sem er hreyfing Evo Morales sem hann ekki var forseti þarna, ekki? Já, alveg rétt, Movimento al Socialismo, það er þeirra flokkur, eða þeirra hreyfing, þetta er sami flokkur og Evo Morales sem að var forseti fram til 2019, af því að fyrir bara 5 ára síðan var honum steypt á stóli í öðru valdaráni, þannig að þetta er önnur valdaránstilraunin á 5 ára tímabili í Bólivíu. Þannig að herinn og hægri öflin í Bólivíu unna því ekki að forsetinn sé úr röðum sósíalista. Já, það virðist vera eins og segir að þetta eru vinstri sinnaðir sósíalískir forsetar og þeir eru greinilega ekki vinsælir meðal einhverja hægrimanna sem að eiga þessi stuðningsmenn í hernum og vilja beinlega steypa þeim að stóli. Og á næstu mynd, að því vorum að tala Evo Morales, er einmitt mynd af honum og hann gaf út tweet á Twitter þar sem hann fordæmdi valdaránstilraunina. En honum var steypt á stóli fyrir 2019 en hann ætlar að bjóða sig fram aftur. Já, svo einhverja deilur á milli hans, Evo Morales og sitjandi forseta Arce að eins og segir að Evo Morales muni bjóða sig fram aftur. Þannig að það er ekki bara deilur á milli vinstri manna og sósíalista og ríkisstjórnarinnar og síðan þessar hægri manna sem vilja steypa þeim að stóli, heldur það er líka einhverja innbyrðis deilur En var ekki ástæðan einhvers þar að lasi það að Zúñiga herforinginn? Já. Að ástæðan fyrir því að hann væri með valdaráni væri hugmyndir Evo Morales sem að bjóða sig fram aftur, hann væri komið í veg fyrir það. Já, það getur verið að það hafi verið hluta af þessu að til þess að koma í veg fyrir Evo Morales bjóða sig fram aftur og verið aftur forseti, af því að þegar að Evo Morales var steypt á stóli í valdaránu 2019, það snerist meðal annars það að það hefur nýlega verið forsetakosningar sem hann vann og hann var búinn að vera forseti held í 14 ár og þeir vildu meina að hann mætti ekki bjóða sig fram aftur Ég man ekki hvort að það er út af stjórnarskrá eða lögum eða hvað það er, að þeir voru að setja á móti að hann myndi bjóða sig fram aftur og það var skýringi sem var gefin upp fyrir valdaránu sem var framkvæmt gegn honum 2019. En málið var að hann fengi ekki eins og að klára kjörtímabilið sitt. Hún var sett á stóli áður en að kjörtímabilinu lauk Þannig að þessi réttlæting gengur ekki upp fyrir því valdaráni. En núna eins og segir eina af réttlætingunum fyrir þessu valdaráni að hann muni mögulega bjóða sig fram aftur eitthvað svoleiðis En til þess að fjalla Hann er að sem örgulegur sérstakur Evo Morales, ekki bara þessi sósíalisti, heldur hann af frumbyggjaættum. Já, alveg rétt. Og þeir eru náttúrulega miklu fleiri þar í Bólivíu heldur en í flestum af þessum löndum og miklu öflugra stjórnmálaafl. Miklu fleiri frumbyggjar í Bólivíu heldur en til dæmis í Argentínu eða öðrum löndum. Það er miklu stærri hópur, þannig það er ekki þannig að hann sé fulltrúi mikill minnihluta, heldur hann fulltrúi fyrir frumbyggja sem eru knýjar áfram hinna sósíalísku hreyfingu.
Já, og þessi vinstri sósíalíski flokkur þeirra, Morales og Arce, virðist sækja stuðning sinn til frumbyggja íbúa Bólivíu. Og það ástæðan fyrir því að þeir vinna kosningarnar og eru við völd að því að þeir njóta mikil stuðnings. Þetta greinilega eins og segir stór hluti íbúa landsins. Á meðan það hvað maður að segja, hvítu íbúarnir sem eru ekki innfæddir eða frumbyggjar sem eru virðast vera ríkara fólki í landinu. Og það eru þeir sem eru með þessum öflum í liði sem vilja steypa þeim á stóli. Og við sáum það í valdaránu sem gerðist 2019, fyrir 5 mánuði síðan, að þegar Evo Morales var sett á stóli, við sáum á næstu mynd, að svo sem tók við á hann sem forseti var þessi Jeanine Áñez, sem hvít og hún svona öfgahægri kona og þetta kristna hægrið. Þannig þeir eru svona mjög trúaðir og mjög hægri sinnaðir. Og það merkilegt eins og segja að þessum frumbyggja forseti hafi verið sett á stóli og svo sem tók við á honum var þessi kona sem bara hefur látið út úr sér margar rasískar yfirlýsingar gegn frumbyggjum. Hérna sjáum við til dæmis tíst frá henni það sem hún segir að þessi frumbyggjar eru satanistar og hún vill ekki sjá þá í borgum landsins þegar bara halda sig upp í fjöllunum með sinn satanisma. Þannig að þetta er svona dæmi ummæli sem hún hefur látið Frumbyggjarnir sé að grafa undan samfélaginu. Já. Og þegar Morales var sett á stóli þá tók hún við, en svo voru forsetakosningar 2020 og þá unnu sósíalistar og þessi Arce núverandi forseti tók við á henni. Og núna hún, ef ég skildi rétt, í fangilsi þannig að hún hefur verið hún liggur undir rannsóknum og er í fangilsi og eitt af markmiðum valdaránsins sem var núna reynt að gera var að leysa hann úr haldi Það er nú líka við að segja eitt af engjanum á stjórnmálum í Suður Ameríku að þar eru stjórnmálafólkið fangelsað fram og tilbaka. Þekkjum þetta úr Brasilíu og víðar, þar sem verið að saka pólitíska andstæðinga alls konar spillingu og það eru gríðarleg málaferli og fleira. Þessu miskunnarlaust beitt í því að grafa undan pólitískum andstæðingum og Evo Morales lenti líka í því. Já. Og við sjáum að sem erfitt fyrir okkur kannski úr fjarska að sjá hvað er hæft í þessum ásökunum og hvað ekki. En þetta er eiginlega gegnum gangandi að það er verið að nota dómskerfið til þess að hefta framboð manna og reyna að kippa fótunum undan þeim. Já, við sáum það náttúrulega að vísa til Brasilíu með hann Lula sem var fangelsaður fyrir meint spillingamál og reynda að halda honum frá því að bjóða sig fram en svo tókst honum samt sem að vera bjóða sig fram og vann síðan kosningarnar tók við á Bolsonaro þannig að já, við sáum það líka í Brasilíu og en varandi valdaránstilraunina núna sem að var bara í gær ég sá áhugaverða færslu á Facebook ef við sáum næstu mynd. Við veitum ekki hver þetta er, en þetta heitir Pílius á Facebook, en hann segir kemur mjög áhugaverða skýringu á þessari valdaránstilraun og hann segir þetta er með íslenska þýðingu á því sem hann segir. Ég bý í Bólívíu og hef búið hér í 3 ár. Fyrir þá sem vilja vita hvað gerðist í dag. Basically þá er sósíaldemókratísk stjórn við völd sem ætti kalla korbinisma. Jeremy Corbyn. Róttakari hluti demokratísk sósíalisma. Já, verkaflokkurinn í Breitlandi. Hann segir, þetta er basically ríkisstjórn sem nota peningana til að reka stefnu svo að fátækir fái rennandi vatn, góða menntun, mat og heilbrigðisþjónustu. En sumt af ríka fólkinu er öfundsjúkt yfir þessu að því núna getur fátæka fólki einnig fengið að njóta lífsins. Þannig að ríka fólki sem er öfundsjúkt það fór að heyja mikið efnahagsstríð og fjölmiðlastríð gegn ríkisstjórninni með lygum og ærumeiðingum. Svipað var beitt gegn Corbyn á sínum tíma. Við þekkjum það, hann var sakaður gyðingahattur og allt þetta Og þá segir hann og í þessu ástandi það var einhver hershöfðingi í hernum sem taldi þetta vera gott tækifæri til að gera valdarán en valdaránstilraun hans misheppnaðist af því að hann nýtur enga stuðnings fólksins í landinu og þess vegna misheppnaðist. Þannig að þetta er áhugaverð skýring á þessari valdaránstilraun og að því að núna er náttúrulega mikið rætt hvort að valdarán hafi mögulega verið stutt af Bandaríkjunum. Því við sáum það í fyrri valdarán, það er löng saga að Bandaríkin hafi stutt valdarán í Suður-Ameríkuríkjum gegn vinstrisinnuðum og sósíalísku ríkisstjórnum. Bara í öllum ríkjum Suður-Ameríku. Já, í rauninni öllum. Og það var mjög mikið talað það þegar Evo Morales var steypt á stóli fyrir 5 árum í Bólívíu að það hafi verið stutt af Bandaríkjunum. Og svo var náttúrulega
þetta náttúrulega minnir mjög mikið á valdaránstilraunina sem varð í Venezuela 2020, mann rétt. Þegar reynt var að steypa sko hérna Maduro forseta af stólið þar og koma Juan Guaidó til valda í staðinn sem var stutt af verið forseti þingsins. Já. Sem var stutt af hérna náttúrulega ríkisstjórninni hérna á Íslandi sko. Og hérna þetta minnir mjög á það sko. Og á svona sína ánga hérna svo valdaránstilraun í Venezuela á sína ánga í íslenskum stjórnmálum að því að þaðan má rekja hérna mikinn flóttamannastraum frá Venezuela til Íslands sem að fengu hér forgangsvernd það sem að ég held að Þórdís Kolbrún hafi verið í dómsmálaráðuneytinu þá sem að opnaði raunverulega fyrir það að í hennar tíma í dómsmálaráðuneytinu þá opnaði Útlendingastofnun á það að allir sem kæmi frá Venezuela fengju strax forgangsvernd og dvalarleyfi á Íslandi í 4 ár og síðan hafa komið hérna eitthvað á 30.000 manns og síðan tók það langan tíma fyrir Sjálfstæðisflokkinn að vinda ofan að þessu að skrúfa fyrir það að fólk sem að kæmi frá Venezuela fengi hér hæli. En þetta var litið á sem svona stuðningur við þessa hérna stjórn Guaidó sem að þáverandi utanríkisráðherra Íslands Guðlaugur Þór lýsti við stuðningi við Íslendingar viðurkenndu stjórn hans. Já, svo rann þetta allt út í sandinn. Við getum séð hérna, þetta reyndar hérna þar næsta mynd, þá getum við séð mynd af hérna Maduro og Guaidó. Það þarf að hoppa aðeins fram hérna. Hérna erum við með Maduro alveg rétt sko. Og hérna þetta sósíalískur sitjandi forseti í Venezuela og arftaki hérna Hugo Chávez. Og svo á næstu mynd þá sjáum við hérna Guaidó sko, sem að hérna Bandaríkin studdu til valda í hérna í þessari sko valdaránstilraun. En hún var nú aldrei neitt. Og síðan hafa verið kosningar eftir þetta og Guaidó hann nýtur sáralítis fylgis í Venezuela. En eins og segir sko að Íslands stjórnvöld studdu við þetta og það meðal annars vegna, eins og segir, það pólitísk ákvörðun að ætla að taka mikið af flóttamönnum frá Venezuela í tengslum við þetta er mjög pólitískt, af því að náttúrulega Venezuela vont ljótt sósíalískt kommunista ríki, þannig að við verðum náttúrulega styðja hérna auðmikið fólki í þaðan. Sko. Frelsisbaráttu fólksins. Og hérna, en ef við sjáum hérna næstu glæru, að sko, eftir hérna Guaidó Operation Gideon þessi valdaránstilraun það er meira þess að Wikipedia-færslu um þetta hún hét Operation Gideon og var stutt og skipulögð af Bandaríkjunum og þetta er svo vel þekkt að þetta stendur meira þess að á Wikipedia þannig að það ætti ekki að vera mikið vafamál eða það stendur þar hérna en svo var þetta, ef við förum aftur að sko hérna að tala um hérna valdaránstilraunina sem var í gær og bara þessi valdarán almennt það var skrifuð hérna áhugaverð grein þetta hérna valdaráni gegn Morales á sinni tíma fyrir 5 árum. Við sjáum hérna grein Vijay Prashad þar sem fjallar sko Elon Musk og hann heldur því fram þarna Vijay Prashad að hérna að valdaráni sko gegn Evo Morales 2019 að það hafi verið stutt af hérna Bandaríkjunum og það snýst meðal annars af því að það er svo mikið af hérna lithium í Bolívíu sko. Sem er mikilvægt í að búa til batteri. Já, sem er mjög mikilvæg auðlind þess að framleiða batteri sem er náttúrulega mikil eftirspurn eftir núna því að það er stöðugt hérna, verið að auka slíka framleiðslu og til dæmis að hérna, auka hérna, rafmagnsbíla og svona umhverfisvæna tækni sko, þá þarf að nota mikið af svona hérna, batterjum fyrir umhverfisvæna tækni og það var svo merkilegt sko, hérna, að Elon Musk hérna, hann lenti í umræðum þetta á Twitter sko, og ef við sjáum þetta næstu mynd þar sem að hann sagði valdaránið gegn Morales fyrir 5 ára síðan að þá var einhver á Twitter sko, hérna, að sko spurja að sko segja the US government organized a coup against Evo Morales in Bolivia og hann svaraði þessu tísti með því að segja we will coup whoever we want, deal with it sem að því sko við steypum bara stóli hverju sem við viljum og deal with it sko þannig að þetta er svolítið verkilegt sko er hann þá að viðurkenna að hérna já að Bandaríkin hérna hafi tekið þátt í þessu skipulegt sko. Er hann með í því? Er hann bara að tala fyrir hönd Bandaríkjanna? Kannski er hann bara prívat maður út í bæ að tjá sig. En hann er náttúrulega gríðarlega hagsmuni í batterísframleiðslu. Já, hann hefur það náttúrulega eins og segir sko. Herðu, en eigum við að fara til Ísrael. Það er hérna, við erum með frétt sem að þú skrifaði líka á samstöðuna. 662 ísraelskir hermenn fallnir á Gaza. Já. Yfir 70.000 særðir, lamaðir eða með áfallastreitu.
Já, þetta var þess stóra fréttið hérna sem að kom nýlega sko hvað eru margir ísraelskir hermenn særðir sko. Og Ísraels her viðurkennir að það hafi sko 662 fallið í átökunum á Gaza og þetta alveg ótrúlega há tala fyrir særða en sko ástæðan svo að þeir hafa safnast upp á endurhæfingarstöðum Ísraels her sko árum saman. Það talað um að núna í þessum nýlegu átökum sko hafi 9.000 særst og bæst við og það gerði það að verkum að ég skil ekki, safnast þeir upp á endurhæfingarstöðum og útskrifast þar ekki, heldur bara eru orðnir núna 70.000 hermenn sem eru í einhverju endurhæfingu og útskrifast ekki. Þetta var sko staðfest af varnarmálaráðuneyti Ísraels að þeir eru með núna sko yfir 70.000 hermenn á sínum endurhæfingarstöðum sem að þjást annarkvort lamaðir eða með hérna PTSD, þess að áfallastreituröskun. Og það ekki gefnar meiri upplýsingar þetta nema að þeir hafa bara staðfest þetta þessu 70.000. Þetta náttúrulega ótrúlega há tala og sérstaklega sko að því að það talað um að það hafi 9.000 særst núna í átökunum á Gaza sem hófust eftir 7. október. En þetta náttúrulega, þeir hafa náttúrulega verið í stöðum átökum og gert reglulegar innrásir inn á Gaza bara síðustu ára tugi sko. Þannig að þeir hafa verið að safnast upp á þessum endurhæfingarstöðum. Er það vegna þess að andstaðan svona sterk, eru Hamas liðar svona vel vopnubúnir að þeir geta varist ísraelska hernum svona mikið? Eða hvað? Hvernig fara þessir hermenn á því að slasast? Já, það viðist vera sko að þó Hamas takist ekki að drepa mjög marga hermenn Ísraels her, þá tekst þeim að sko særa mjög marga eða bara valda þeim sko andlegu veikindum og það var náttúrulega það ekki kannski bara Hamas að kenna, það líka bara Ísrael hvernig þeir eru að heyja stríðið, að þeir valda sko sínum eigin hermönnum áfallastreituröskun sko, með því að senda þá inn á Gaza og láta þá bara drepa konur og börn. Við sáum þetta til þess með sko bandaríska hermenn í Víetnam og síðan í Írak og Afganistan, alveg ótrúlega hátala þeirra sem voru með sko áfallastreituröskun og meðal annars skýringin sem vart gefinu svo að þeir tóku þátt í að bara ódæðisverkum að drepa bara almenna borgara. Og ef hermaður lendir í því þá er það ekki skrítið að hann fái síðan áfallastreituröskun sko. Og svo líka sko það sem oft sagt sko allavega við stríð Bandaríkjanna eins og í Víetnam og Írak og Afganistan að þeir upplifðu sko mikið tilgangsleysi og stjórnvöld hafi logið að sér, þeir hafi upplega haldið að þeir voru að fara í sko að heyja stríð fyrir góðan málstað en svo kom í ljós að þetta voru allt saman legar eins og innrásin í Írak, einhverja legar gjörðingavopn og stríð í Víetnam að þá voru þeir sko að berjast gegn vonduljótu kommunistum eins og kom í ljós að þeir voru bara að heyja stríð gegn almenningi í Víetnam skiluru og þá talað sko að þeir voru að heyja stríð fyrir sko rangan málstað og þú varst blektur og að það hafi mjög mikil áhrif skiluru og valdi þeim áfallastreituröskun sko og þess vegna má spyrja sig skiluru bara framferði Ísrael í stríðinu gegn Gaza sko. Og þá fólk að halda því fram að það sé svona veikleiki í ísraelska hernum að átöki sé að ganga fram af venjulegum hermönnum, að það sé ekki fullur stuðningur við aðgerðirnar og hvað menn eru látnir gera. Sko í Ísrael virðist vera, það munurinn á Bandaríkjunum og stríð þeirra í Víetnam eða Afganistan, það virðist vera fullur stuðningur við stríðsrekstur Ísrael á Gaza, en þetta samt sérðu að valda hermönnunum bara svona miklu áfalli og herinn bara í sárum að því að bara, hvernig á maður að segja þetta, hernaðurinn á Gaza bara svo brútal, skilurðu. Og ég man sko í lýsingum sko, þá voru tekin viðtöl við hermenn Ísraels her sem tóku þátt í sko fyrri aðgerðunum á Gaza eins og 2014 og 2009 og þá lýstu þeir þvílíkri gríðarlegri eyðileggingu sko, allt var bara sprengt í loft upp og náttúrulega konur og börn drepin í massavís en við sjáum að núna, þetta alveg 10 sinnum meira núna heldur en það var þá, skilurðu. Þannig ef lýsingarnar voru þannig þá, hvernig þetta núna sko? Við sjáum náttúrulega, við höfum séð myndirnar að það búið að sprengja Gaza aftur til steinaldar, þetta bara næstu eins og þetta kjarnorkusprengju og 15.000 börn hafa verið drepin, þetta alltaf bara slátrun og þjóðamorð og þá ekki skrítið að hermennir sem taka þátt í slíku verði bara fyrir andlegum áföllum og líka það sko bara hvað hernaðurinn erfiður á Gaza, það þessu líkt við Stalingrad, að því þú búin að sprengja borgina, hún bara rústir einar og svo eru hermenn að ráðast inn í þessar rústir og það eru skæruliðar, Hamasliðar, Al-Qassam Brigade sem að fela sig onni í göngum og gera umsátur, launssátur og þessu þá líkt við skilur þegar þýski herinn var að reyna að hertaka Stalingrad sko, var bara algjört helvíti skilur, þannig að bara líka aðstæðurnar til þess að berjast eru bara hörmulegar skilur og það meðal annars veldur þessu sko.
og það sem er svo merkilegt sko að hvað Ísraels her gengur beinlínis bara illa, að nú er talað að þeir ætla að fara í stríði Hezbollah sko, sem komum að því á eftir reyndar, en þess vegna er þetta svo merkilegt sko. Þú varst með tilvísanir í einhverja greinar eftir Seymour Hersh. Já. Og svo varstu líka með að það verður fullyrðingar það að Hamas sé að vinna stríðið. Já, við getum séð það sko næstu mynd á eftir Hersh, Foreign Affairs greinin sko sem að segir að Hamas is winning, það er á næstu mynd. Grein Foreign Affairs. Og hvernig eru þeir að vinna? Sko rökin í þessari grein, það er svipað og ég kom áðan, þetta sé til dæmis líkt saman við Víetnamstríðið. Þið munið sko í Víetnamstríðinu að hvers vegna unnu Bandaríkin ekki Víetnamstríðið. Það var til dæmis talað sko að þú veist að bara til þess að vinna þá þurftu sko Viet Cong til dæmis, skæruliðarnir í Víetnam, bara ekki að láta þurrka sig út, skilur. Bara með því að lifa af þá með einhvern veginn vinna þeir sko. En þeir náttúrulega gengur lengra í það skipti. En það er líka þetta sko að því meira sem sem Bandaríkjamenn vörpuðu sprengjum á Víetnam, því meiri stuðning sköpuðu þeir við Viet Cong og andspyrnu hreyfinguna, skiluru, meðal bara almennings í landinu, því meira sem vörpuðu sprengjum, og þetta er rökin í greininni sko að Ná þetta hefur verið bent til alveg á upphafi að með framferði sínu þá er Ísrael að byggja undir sjónarmið Hamas og auka enn andstöðuna við Ísrael í bara næstum árum og áratugum. Já, þetta er þess að rökin í greininni hvers vegna Hamas er að vinna, því er haldið fram að Hamas eru sterkari núna en þeir voru áður fyrir 7. október, því að núna er skiluru ennþá meira anstæða við Ísrael, ennþá meiri stuðningur við Hamas meðal bara Palestínumanna, skiluru. Já, og meðal almennings í öðrum Arabalöndum líka, svo annar dæmis er tekið, það hefur svolítið verið bent á það. Já, og náttúrulega umheimurinn og það, en rökin eru svo sko að núna er miklu auðveldara fyrir þá hvernig segir maður að rekrúta fleiri hermenn í Hamas samtökina, því að ef það búið að drepa fjölskylduna þeirna, þá ertu tilbúin til þess að berjast. Og ég held að hafa verið þessari greina, það var mjög svona það var tilvitning sem að lýsir þessu vel, að það var einhvers að sagði sko ok, markmið Ísrael er að eyða Hamas, útrýma Hamas. Segjum að þeir takist að útrýma Hamas, en þú drepur þetta fjölskyldu mín í leiðinni, hvað ger ég? Ég stofna bara Hamas nr. 2. Og það kemur að þessu það var talsmaður Ísraelsherri sem að gagnrýndi stefnu Netanyahu að eyða Hamas, hann segir það er ekki hægt að þetta er hugmyndafræði sko. Og það kemur hann þetta, hvernig ætlar að eyða Hamas ef þú drepur fjölskyldumeðlimi allra íbúa á Gaza? Þeir munu berjast tilbaka hvort sem það er Hamas eða eitthvað annað, skilur. Og þess vegna eru svona rökin að þetta sé að styrkja Hamas og það er ekki búið að eyða Hamas, það hefur ekki tekist. Ef eitthvað eru Hamas sterkari núna heldur en áður, því þessar aðferðir, eins og við sáum í Víetnamstríðinu og í Afganistan og fleiri stöðum, þessi nálgun hún bara virkar ekki, skilur, til þess að eyða Hamas. Já. En þetta sem við höfum séð verið að gerast undanfarið, að það hefur verið svona Benny Gantz sagði sér til dæmis út úr þessu veit ekki hvað kallir þetta, þjóðstjórn eða öryggis stjórn. Já, stríðsstjórn. Þannig það er svona eins og að séu átök í stjórnmálunum á Ísrael. Er það afleiðing af hernaðurinn gangi ekki eftir af mannfalli meðal ísraelska hermanna, að loforð Netanyahu að mann myndi ganga milli bols og höfuðs á Hamas og útrýma þeim, að öllum sé bara verða ljóst að þetta er bæði óraunilegt markmið og sé bara alls ekki að gerast. Já, sko, Benny Gantz sem að sagði sig úr stríðsmálaráðuneytinu, það tengist því, sko. Hann er ósámála nálgun Netanyahu, að því hann vill, sko, heyja stríðið til að leysa gíslana úr haldi. Já, við erum með mynda af Benny, Já. Ekki glaður á myndinni? Nei, hann sem sagði sig úr ríkisstjórninni vegna þess að hann vill leysa fleiri gísla úr haldi og gagnrýnir sko Netanyahu fyrir að gera ekki nóg í þeim málum, af því að hann virðist ekkert vel að semja neitt, skilur. Hann vill bara eyða Hamas, hann vill bara halda áfram að sprengja Gaza aftur til steinaldar, en þú veist, með því að gera það er hann ekki að leysa gíslana úr haldi. Og þess vegna hafa til dæmis ættingjar gíslana verið að mótmæla ríkisstjórninni og kalla eftir því að það verið bara samið til þess að frelsa ættingja sína úr haldi, sko. Og við fjöllum með það í síðasta þætti að þeir hafa beinlínis drepið fleiri gísla með þessum loftárásum heldur en þeir hafa frelsað, sko. Og það að semja laust gísla er eiginlega svona hinn hefðbundna leið. Það er margbúið að gera það í gegnum árin og áratugina af stjórnvöldum Ísrael. Það er ekki þannig að það sé einhvern veginn brot á einhverju stefnu að við semjum ekki við hryðjuverkasamtök eins og maður heyrir stundum óma frá Bandaríkjunum. Ísraels stjórnvöld hafa margoft samið laust gísla
og eins og þau gerðu núna bara daginn með því að hleypa þá út úr fangilsum sínum einhverjum tugum og hundruðum palestínumanna. Þetta er oft verið gert. Já, það er rétt, það er oft verið gert og það var náttúrulega þarna sko stuttu eftir, var það ekki í nóvember sem að það var sko samið að sleppa einhverjum gíslum, en svo hefur það ekki verið gert síðan, heldur var þarna einhver aðgerð þar sem við frelsuðu 4 gísla í Nuseirat en drápu síðan 270 palestínumenn í leiðinni, þannig að sko þeirra, eins og þú segir, þannig að þessi mikla harðínustefna hjá Netanyahu, hún meira þess að ganga fram af Ísraelsmönnum sem eru sjálfur harðínumenn, skilur eins og Benny Gantz, af því þeir vilja frekar frelsa gíslana heldur en að halda bara áfram þessari stefnu. Sko. En samt það eins og Netanyahu og ríkisstjórnin sé frekar að herða sína stefnu, nú eru þau bara að undirbúa innrás í Líbanon. Já. Og tala svona tiltölulega opinskátt það, ekki? Jú, Það sé leiðin til þess að tryggja öryggi Ísraelsmanna séu að ráðast inn í Líbanon og ganga milli Bóls og Höfuðs og Hezbollah. Já, ef við sjáum sko næstu mynd þess að á eftir þessari, það er tíst Ísrael segir á Twitter að þeir tilkynntu það bara á Twitter, þannig að segir í tweetinu Operational plans for an offensive in Lebanon have been approved and validated. Að hernaðaráætlanir innrás í Líbanon, sem sagt að fara í stríð við Hezbollah, hafa bara verið samþykktar. Og nú mjög mikið rætt þetta. Og Netanyahu kom í viðtal nýlega á Channel 13 News sem sjónvarpsstöð í Ísrael. Það sem hann sagði að þeir varu sko að draga úr stríðsrekstrinum á Gaza. Eins og hann orðaði the most intensive phase is over. Og hver skýringin til þess að færa herdeildina norður til þess að geta farið í stríð við Hezbollah. Og það var náttúrulega það sem hefur verið að gerast sko á norðurlandamærum Ísrael að Hezbollah. Að Líbanon að það hafa verið skærur þar á milli, verið að varpa sprengjum og Ísraelsmenn hafa þurft að brottflytja sko 60.000 manns sem að búa á þessu svæði að landamærum Líbanon og þá sko pólitísk pressa á Netanyahu að gera eitthvað í því, að því fólkið bara eins og flóttamenn í landi og og þetta fólk vil fá að snúa aftur til síns heima sko. Þannig að það mögulega einhver pressa þar. En svo náttúrulega líka eins og við rættum í sísta þætti að og núna náttúrulega mjög mikið rætt þetta sko að Ísraelsmenn séu að fara í stríð við Hezbollah. Ætli þeir vil ekki bara sko draga Bandaríkin inn því að ef þeir fara í stríð við Hezbollah þá mun það leiða til stríðs við Íran sem að styðja Hezbollah og þá mun það draga Bandaríkin í stríð við Íran og þeir náttúrulega líta á Íran sem sko sem erkióvin og einhvern veginn sem ber ábyrgð á þessu öllu. Þeir líta á sko með þess að Hamas eru sko proxy eða leppir Íran samkvæmt stjórnvöldum í Ísrael sko. Og við talaðum það áður að það eru fólk í ríkisstjórn Ísrael og í hernum þar sem að telja það séu öryggishagsmunir Ísraels að draga Bandaríkin inn í átök við Íran því að það ekki fyrir en að búið að brjóta Íran niður að það verði öryggi í Ísrael. Þetta minnir svolítið á Úkraínu þar sem að það er hagsmunir Zelenski að draga NATO og Bandaríkin sem mest inn í stríðið við Rússland því það leiðin til þess að brjóta niður Rússland svo að Úkraína fái að vera í friði. Þetta svona sambærilegar hvernig menn stillis upp, hvernig menn meta eigin öryggishagsmuni. Þannig í báðum tilfellunum verið að reyna að draga Bandaríkin sem allra mest inn í átökin. Það var bæði við Ísrael og Úkraínu. Já, og það náttúrulega vísbending að þeir eru í slæmum málum og ekki að vinna stríð. Að þú sér sko Úkraína, ef Úkraína að tapa stríðinu gegn Rússlandi, þá verður tilhneigingi svo að reyna að draga Bandaríkjanna NATO inn til þess að berga þeim. Þannig að hvers vegna eru Ísraelismenn núna svona örvæntingafullir að fara í stríð við Hezbollah og reyna að komast í stríð í Íran og draga Bandaríkin inn það ekki bara því þeim gengur illa sko. Þess vegna eins og kemur inn á þess að fórinna fer í skrinin Hamas is winning sko. Ég meina það gæti verið að þeir stæðu illa og það gæti verið að þetta veri matera en það ekki alveg hægt að fullyrða það með sömu vissu og það augljóst í Úkraínu að það sé markmið Zelenski að reyna að draga NATO og Bandaríkin sem allra mest inn í átökin. Nei, við vitum ekki sko eins og segir sko hvaða þáttur vegu þyngst í ákvörðun Netanyahu og fleiri í ríkisstjórnina að vilja fara í stríð við sko Hezbollah? Er það því þeir vilja eins og segir draga Bandaríkin inn í stríð við Íran eða er það bara því að allt þetta fólk eins og sem ég talaði sem hefur verið brottflutt á landamærunum að því Hezbollah hafi verið að skjóta yfir landamærin að þeir sé að setja svona mikla pressu á hann að leysa þetta mál sko? Er það? Við vitum ekki nákvæmlega hvað það en við sjáum líka sko svo mikið klofningur í gangi sko, við sjáum bæði ríkisstjórninni með afsögn þarna Benny Gantz
og svo líka sko klofningur á milli Netanyahu og þessara ultra hægrimanna, þessara orthodox gyðinga sko. Að því að núna, það tengist því að ég var að tala sko mikla mannfallið hjá Ísrael segir að hvað var margir særðir að núna eru verið að deilum sko að kveðja sko þessa ultra orthodox í herinn. Sem hafa verið undanþegnir herskyldu. Já, þeir hafa verið undanþegnir herskyldu. Hvernig ultra orthodox, hvernig segir maður það í íslensku? Það eru svona strangtrúaðir gyðingar. Strangtrúaðir gyðingar er ákveðin svona minnihluti í Ísrael, en þeir virðast sko stöðugt vaxa sko. Að þeim alltaf að fjölga sko, þó að þeir séu minnihluti og þeir eru tengist því bæði að þeir eignast fleiri börn en aðrir að meðaltali, það tengist líka því að Ísrael eins og það hefur þróast dregur til sín frekar innflytjendur af þessari tegund heldur en svona venjulegra fólki. Já, að því að Ísrael eins og segir að hefur fæst svona langt til hægri. Við virðist höfða meira til svona strangtrúðara og bara öfgahægri manna heldur en einhverja svona liberal eða vinstri manna. Þetta fyrirheitna land öfgasíónista. Já, öfgasíónista og núna eru mikla deilur á milli þessar ríkisstjórnar Netanyahu og þessara strangtrúðara ultra hægri manna að því strangtrúði gyðingar eru undanþegnir herskyldu og Ísrael segir borgara hér sem að reiði sig á því að kveðja borgara í herinn. Og þess vegna þeir... Og þú ert alltaf í hernum, þótt að þú sett búin með svona herskilduna, að þá ertu áfram í hernum og það ert að kalla þig inn aftur. Já. Ég held að þú losnir ekki fyrir þú bara, ég held að kallar þessi 55 ára eða eitthvað. Þeir eru lausir við það gæti verið hægt að kalla á þá. Já, og það er svona túr og dúti, þú getur verið kallaður eitthvað 2 ára eða 3 sinnum sko. Og eins og segið, ég vil að fara að kveðja strangtrúa gyðinga í herinn og þeir eru algjörlega á móti því, það virðist verið eitthvað út af þeirra trúabröðum og þeir vilja þess að fá undanskyldu og þeir eru mjög mikli sko, þeir eru svona, þetta er svolítið svipað eins og með sko kristið fólk í Bandaríkjunum eins og kirkjurnar eru sko niðurgreiddar af ríkinu, því þeir þurfa ekki að borga skatta sko, var það ekki þannig með þessa einkareknu kristnu skóla í Bandaríkjunum og einhverja kirkjur að þurfa ekki að borga skatta, þannig að þeir eru sko niðurgreiddir af öllum hinum, það er svona svipað ástand með sko strangtrúðu gyðingana í Ísrael að þeir hafa alla þessar undanþágur sko og allir hinir halda þeim uppi og nú verða að segja, heyrðu, þið þurfum bara að gera svo við, þið þurfum bara að taka þátt í hernum og allt þetta sko og þá er að mynda svona tókstyrita á milli sko ultrahægrisins og ríkisstjórnar Netanyahu sko. Eru það en tengst Bandaríkjanna og Ísrael? Er það þannig að Ísraelsmenn þurfi að fá samþykki Bandaríkjanna fyrir því að ráðast inn í Líbanon? Það er góð spurning. Núna er náttúrulega varnarmálaráðherra Ísrael Yoav Gallant í heimsókn í Bandaríkjunum. Það er sem er mynd af því. Já, þetta er bara frá því gær held ég á blaðamannafundi, hann er þetta lengst til vinstri, Yoav Gallant. Við sýnist að vera Lloyd Austin varnarmálaráðherra Bandaríkjanna þarna hægra megin sko. Og sést að þetta er stríðsfundur þegar menn eru byrjað að hengja fánana sína svona upp alla veggi. Já. Þetta var að draga fram sérstök tengsl Bandaríkjanna og Ísrael. Þetta er uppstilling sem Bandaríkjamenn stilla upp. Já, náttúrulega þú komst inn á special relationship, sérstök tengsl, en sko hann er í Bandaríkjunum þess að ræða að því það er svo mikið rætt möguleg stríð núna Ísrael við Hezbollah innan þessi Líbanon og þeir virðast hafa verið mjög staðfastir í þessu að ætla að ráðast inn í Líbanon og sko Bandaríkin segja já, að ef Ísrael ræðst inn í Líbanon fyrir stríð Hezbollah þá munum við styðja þá sko. Þeir segja það, en aftur á móti bendir allt þess sko þeirra aðgerðir að þeir vilja alls ekki að Ísrael fær í stríð við Hezbollah, af því þeir vita að þá munu þeir sko draga Ísraelinn og það mun draga Bandaríkin í stríði, þeir munu draga Íran inn í átökin og þá mun draga sko Bandaríkin í stríði Íran og það vilja Bandaríkin alls ekki sko. Og þess vegna sko í verki eru þeir á móti en þeir náttúrulega verðast að þeir mega aldrei gaggrina skilur í Ísrael, mega aldrei segja náttúrulega á móti en þannig að þeir segjast ætla sko að styðja Ísrael eða þeir fara í stríð við Hezbollah og núna nýlega á þessu blaðamannafundi Yoav Gallant var hann eitthvað að draga land með þetta sko, með að fara í stríð við Hezbollah. En við vitum ekki ennþá hvað... En þetta er svona flókið að Bandaríkin eiginlega, það er ekki með hagsmunu þeirra að láta þetta magnast upp og að Ísrael ráðist inn í Líbanon. En á móti kemur að þeir geta ekki sagt að við munum ekki styðja Ísrael, að því þá myndi það líklega leiða til þess að Hezbollah myndi ráðast inn í Ísrael. Þannig að Bandaríkjamenn þurfa eiginlega bæði að vera með svona yfirlýsingum að muni alltaf styðja Ísrael. En geta hins vegar ekki sko hvattu beint áfram til þess að magna enn þessi átök sem eru eiginlega að fara úr böndunum frá sjónarhóli Bandaríkjanna. Já, það getur verið eins og segja, það getur bæði verið út af því að ef þeir segist ekki styðja það, að þá myndi það einhvern veginn segir hvetja Hezbollah eða andstæðingana, eða er það ekki bara frekar að sko stjórnvöld í Bandaríkjunum styðja Ísrael
meðal annars að því að það svo sterkur lobbyismi fyrir skiluru Ísrael í Bandaríkjunum og stjórnmálamenn í Bandaríkjunum, þeir reiða sig á fjárframlög frá lobbyista hópum eins og AIPAC og það sem kallað Ísrael lobby sem að láta alveg þvílíkt fé til kosningasjóða þessar stjórnmálamanna og þeir geta ekki unni kosningar án þeirra og ef að þeir segja eitthvað á móti Ísrael þá fer AIPAC og þessar lobbyista fyrir Ísrael fara alltaf svakalega herferði gegn þeim og þá fara þeir að fjármagna andstæðinga þeirra þannig að þeir megi ekki skilur Ef Biden myndi lýsa því yfir að Bandaríkjamenn verður að endurskoða stuðning sinn við Ísrael að þá yrði hann ekki forseti Já, það er öflugt Ísrael lobbyið svo öflugt að þú væri að fremja pólitískt sjálfsmorð eins og stjórnmála umhverfi Bandaríkjanna Já, það ekki málið að Biden í mjög erfiðri stöðu eins og við komum líka inn á í síðasta þætti að hann bæði að vera fyrir mjög mikill gagnrýni frá hægri, frá þeim sem styðja Ísrael og frá Ísrael lobbyinu Það gerir ekki nóg að það gerir ekki nóg til að styðja Ísrael þannig að ef hann myndi segja að það myndi ekki styðja stríð Ísrael við Hezbollah þá myndi það bara vera skiluru undir árásum frá þeim fyrir það en á sama tíma eru svona progressívir og liberal demokratar sem að kjósa demokrataflokkin þessu svokullu progressives sem að eru núna náttúrulega og sem að vilja þjóðarmorðinu linni og að Bandaríkin verða að beita sér í því að stoppa þetta þjóðarmorð sem eru að kalla þetta þjóðarmorð og eru að tala Genocide Joe þú veist hann styður þjóðarmorðið og allir stúdentarnir að mótmæla í háskólanum og þannig að skilur hann fastur á milli þeirra og bara að missa fylgi út af þessu og það má ekkert segja því hann alltaf gagnrýndur frá báðum hliðum og svo merkilegt hvað þeir hniksla sig mikið á þessu á stúdentamótmælandum þessir stuðningsmenn Ísrael og þessir lobbyistar að þetta séu bara stuðningsmenn hryðjuverka ekki bara að stúdentarnir styðji hryðjuverkamenn að þeir séu sjálfur hryðjuverkamenn og þeir séu að kalla eftir því allir gyðingar verið drepnir og eitthvað svona þú veist þetta alveg furðuleg orðræða Þú vildi vekja athygli á John Messemer sem hefur nú mikið fjallað Ísrael lobby, skrifaði bóku það sem margfræg en hefur líka verið oft vitnað til hans. Hann klókur greinandi á hernaðarátökum og áhrif þeirra á alheimspólitíkina. Þú sendir á mig eitthvað podcast þar sem hann var að tala við Sáum það næstu mynd, John Messemer, þarna nýjasta viðtalið við hann hjá Daniel Davis, það podcast hernaðarmál og mjög fróðlegt viðtal eins og þú segir, hann hefur sagt mjög margt merkilegt Úkraínustríð og hefur verið skarpasti greinandinn þau mál, að því hann náttúrulega realisti í alþjóðastjórnmálum og hann við Chicago háskóla, hann fremsti fræðimaður og sérfræðingur heimi í alþjóðastjórnmálum, það sem kallað alþjóðatengsl, international relations. Og það að eiga sér stað svolítið áhugaverð breyting á fjölmiðlum raunverulega inn á YouTube sem að tengist bæði Úkraínustríðinu og Gaza. Að það bæði inn á YouTube og svo bara á öðrum samfélagsmiðlum að stór hluti að umfjöllun þessi mál eiginlega farin út úr svona meginstraumsmiðlunum og hefur fundið sér stað annar staðar á vettvangi meðal, ég veit ekki með þennan kall en það eru margir sem eru með svona podcast sem eru orðið æði öflug umfjöllunar vettvangur það sem ekki kemst á dagskrá í meginstraumsmiðlunum. Já, þetta náttúrulega góð athugasemd hjá þér og við getum rætt það og ræðum kannski þá eftir það sem að segir Ísrael í þættinum en þetta eru þetta rétt athuga hjá þér og þetta meðal annars ástæðan fyrir því að ég sjálfur löngu hættur að fylgjast með meginstraumsfjölmiðlunum eins og RÚV eða CNN, ég löngu hættur að horfa á þetta. Ég fæ mína fréttir frá svona eins og segir podcastveitum og það sem að sérfræðingur teknir í viðtal og þetta þvílíkur munur og að hlusta á meginstraumsfjölmiðluna það sem þetta svo vatna niður og þú veist áróðurskennt og það klárt mál að það einhver ríkisstjórnarstefna sem að mótar skiluru hvað má segja og hvað ekki. Og það yfirleitt bara það sem að Pentagon eða stjórnvöld standa fyrir sem að má segja. Já og það alltaf sem að styðja við núverandi stefnu stjórnvalda skiluru og það engin gagnrýni skiluru, ekki krítískt. Það sem þessi fræðimenn gera og sérfræðingar og sjálfstæðir greinendur sem að koma í þessi viðtöl og þessi podcast þeir eru ekki þeir hafa einhver hagsmuna að gæta í rauninni Þeir geta bara sagt það sem þeim finnst, þetta eru sjálfstæðir greinendur. Þeir eru ekki að framfylgja einhverju agenda, þeir eru ekki í þjónustu við einhver stjórnvöld eða eitthvað Þess vegna geta þeir komið með gagnrýna nálgun og þeir þora að gagnrýna skiluru NATO
og benda á að NATO ber einnig ábyrgð Úkraínustríðinu sem má alls ekki segja, þá maður bara pútinisti og það guðlast, skilurðu, og það er aldrei gert á RÚV, en ég meina John Mearsheimer, hans helstu rök að NATO ber fyrst og fremst ábyrgð Úkraínustríðinu, þið getur kynnt ykkur það sem hann hefur sagt þessu mál, þetta hans helstu rök, sko, og það út frá sko, hans kenningum alþjóðastjórnmál sem kallast realismi, það raunsæðistefna, sko. Nigel Farage, það var verið að rifja upp gömul viðtal við hann, þar sem hann var augljóslega að vitna í Mearsheimer og nú við að sækja mjög hart á honum í Bretlandi að hann sé pútinisti. Það hefur blandast inn í kosningabarátuna þar sem hann notar einmitt dæmi sem að Mearsheimer notar oft, sem að heitir ef þú potar priki í auga á birninum, að þá slæðir hann tilbaka. Og það svona dæmi sem hann hefur notað af hverju rússneski björnin slæðir tilbaka. Og ég tók eftir því núna í gær og í fyrradag að þá verið að elta Nigel Farage með þessi líkindi og verið að sýna fram á honum sig ekki treystandi fyrir öryggis stefnu Bretlands, þar sem að hann að elta raunverulega með rússneskan áróður. Hann eins og segir, hann skrifaði þessa grein nýlega, sko, þar sem að hann tekur sérstaklega fram, ég ekki sett ykkur aðdáandi Pútins, en ég sé bara, það bara klárt mál að NATO ber einnig ábyrgð Úkraínustríðinu, skilur. Og þetta þetta guðla sem má alls ekki segja, og þess vegna segiru, eins og þú segir, hann útrópaður núna, mikið útrópaður sem sko pútinisti og vinna fyrir Pútin eða Rússland og svo framvegis, sko. Ég veit ekki vísa hann í Mearsheimer, sástu það? Já, ég bara, það því að notaði líkinguna að pota í augað á birninum. Og það bara því að maður heyrt Mearsheimer segja þetta svo oft. Já, það alveg. Það var augljós, sko, hvað hann hafði greiningu sína, og það greining sem bara frá, prófessor í Chicago háskóla, sem komin á eftirlaun og öllum óháður og með þessa greiningar. En þetta samt sko baneitruð sjónamið þegar þetta kemur inn í sko pólitíska meginströms pólitísku umræðu. Já, það eins og segir sko að hann reynir bara að segja sama sem að Mearsheimer hefur sagt lengi, sko. Og málið sko að það ástæða fyrir að Mearsheimer aldrei boðið í viðtal á meginströmsfjölmiðla. Hún aldrei boðið í viðtal á CNN eða RÚV. hann það bara að koma í þessar podcastveitur á YouTube eða þar, sko. Af því að þetta eru bara sjónarmið sem eru bara útskúfuð úr meginströms umræðu, og þegar einhver dirfist til að segja þessa hluti í meginströms umræðinu eins og Nigel Farage, ég veit að þú fjallað það stefnir allt í að hann verði bara næsti leiðtogi hægrisins í Bretlandi. Það gæti verið, nema þetta sé það sem að muni sko fæla kjósutu frá á lokametrónum. Mér sýnist að hann var svona slá alltaf upp í svona 18-19%. Mér sýnist það í svona allra nýjustu könnunum að þá sé hann kannski nærði að vera 15-16. Þannig það má vel vera að akkúrat þetta atriði, að það verið að honum stilt upp sem eins og landráðamanni með því að vera að vísa í greiningu Mearsheimer. Að það geti grafið undan svona loka hnykknum sem hann þarf á að halda til að geta fengið góða kosningu. En þú sér sko að því sko áhrifameiri sem aðeirnar eru í almenningsumræðinni og núna eru, talsverðar líkur á að hann hefði bara getað sko unni stórsigur í komandi kosningum og orðið einhvers konar stjórnarleiðtogi, þá ennþá mikilvægir að þurfa að skjóta hann í kaf. En þeir telja ekki eins mikilvægt með Mearsheimer að því að hann sko fræðimaður við háskóla en hann ekki áberandi í meginströmsumræðinu og hann ekki að fara að hafa einhver völd eða áhrif á stefnumótun, skilur. En að því að Nigel Farage getur gert það, þá svo mikilvægt að skjóta hann í kaf, og þetta það sem að Noam Chomsky fjallaði í Manufacturing Consent, sko, að þessi hlutir sem að má ekki segja, gagnrýni á stjórnvöld, eins og segir, sko, það sko því, sko, framarlega sem þú ert í þjóðfélaginu, því mikilvægur að skjóta þig í kafið og dirfist til að segja þessar hluti, skilur. Þannig að ég held að þetta sanni nákvæmlega sko kenningu Chomskys og... En þú varst að nefna Mearsheimer af því hann hefur verið að fjalla Ísrael lobbyið. Já. Eina mynd hann, þetta fræg bók sem hann gaf út, þar sem hann heldur því fram að þeir sem að gæta hagsmuna Ísraels hafi gríðarlega áhrif í bandarísku stjórnmálum, og að það sé næstu því óvinnandi vegur fyrir bandarískt stjórnmálamenn að fara gegn þessum öflum í samfélaginu. Já, og eins og hann skrifaði bókina Ísrael lobby, sko. Þannig að hann hefur verið að segja mjög áhugaverðar hluti, sko, komið mjög áhugaverðar greiningu bæði Úkraínustríðinu einnig núna á Ísrael og samskiptum tengslum Bandaríkjanna við Ísrael, sko. Ég vildi draga þetta aðeins inn núna vegna þess að rétt á eftir
þegar við sendum þetta út, að þá að hefjast kappræður í Bandaríkjunum, milli forsetamnanna, eða ekki? Já, alveg, það verið það sko í kvöld á hérna, en það er klukkan 1 nótt á íslensku tíma sko, sem að það verið það sko. Verður þetta stórt mál í þeim kappræðum afstöðuna til Gaza, eða það þannig að það getur engin orðið forseti nema eiginlega bara vera á þessari línu sem að Ísrael lobby leggur? En ég meina það sanna náttúrulega sko kenningu Mörsheimer að bæði forseta efnin í vasanum hjá lobbyinu að því að hvoru þeirra dirfist til að andmæla Ísrael og Trump hefur verið mjög mikill stuðningsmaður Ísrael og það má deila hvort að hann sé ennþá meiri stuðningsmaður Ísrael heldur Biden og við sáum það þegar að Trump hann flutti sendiráðið til Jerúsalem. Já, hann sko viðurkenndi sko Jerúsalem sem höfuðborg Ísrael þvert á sko alþjóðlega sáttmála sem að kveða á að Jerúsalem megi að vera sko skipt á milli Ísrael og Palestínu og þannig að sko eins og segir það var stórt skref að flytja sendiráðið til Jerúsalem og Trump hefur verið mjög mikill sko harður stuðningsmaður Ísrael og það er alveg vitað að sko hann hefur fengið mjög mikið af fjárframlögum frá þessum sömu aðilum sem við erum að tala ég meina eins og AIPAC og það er hann heitir Sheldon Adelson oligarki í Bandaríkjunum, hann er þetta látin en svo ekkjan hans heldur áfram með þetta sama projekt sko að styðja skilyrðislaust við Ísrael sama hvað og alltaf að sko gefa fé til þeirra stjórnmálamanna sem styðja Ísrael hvað mest. Já, þau ganga lengst. Sem ganga lengst og þannig að hann hefur meira það eru fréttir af því að hann hafi verið sko átt í símasamskipti við Ekkju Edelson sko, sem að tala að sko gefa honum ennþá meiri peninga ef hann gerir ennþá meira til að styðja Ísrael og hún talar sko að vilja sko að Vesturbakkin, að ganga ennþá lengur á Vesturbakkanum að sko innlima Vesturbakkan inn í Ísrael sko. Það er það sem að hún vill sko Ekki Edelson, þú sér hvað þetta er miklu öfgar sko. Þetta eru bara skiptir miklu máli í sko bandarískri pólitíka því náttúrulega bandarísk stjórnmál eru svo háð þessum peningaöflum sko. Að það, þú veist, þetta er náttúrulega ekki lýðræði í þeim skilningi að þessi 1 atkvæða mann, það er 1 króna 1 atkvæði, $1 1 atkvæði sko. Og þessi ríku aðilar eins og Sheldon Adelson og Ekkjan hans og þessir fleiri sem að hafa sett upp þessa kosningasjóði og lobbygrúpur eins og AIPAC hafa bara úrslit áhrif á kosningar í Bandaríkjunum og það getur ekki búið sér fram unni kosningar nema að fá allir þessi fjárframlög sko. Og þess vegna sjáum við sko að bæði Biden og Trump styðja Ísrael alveg út í eitt sko og þess vegna sé ég ekki fram á að það verði eitthvað deiluefni í kappræðanum því þeir eru ekkert mjög ósammála nálgun sína á Ísrael. Það getur orðið ólíkar áherslur varðandi Úkraínu. Já, það getur eftir á móti verið. Ætlarðu að horfa á þetta? Já, sjálfsög. Auðvitað verður maður að horfa á þetta. En það sem að náttúrulega sko, já, við getum fjallað sko efnin sem þeir deilu og eru ósammála en það sem náttúrulega er mest spennandi að sjá í þessu og eins og Seymour Hersh fjallar í nýlegri grein er að núna hafa mjög margir áhyggjur af sko stöðun á Biden. Hann virðist vera að hrörna. Það eru fleiri og fleiri myndbönd þar sem hann sko frýs og heiða sér furðulega að því hann virðist bara vera áttaviltur og ráðaviltur og veit ekki hvað hann er eins og hann fór nýlega sko í opinbera heimsókn til Evrópu. Það var haldið upp á D-Day, D-dag. Ég held að við séum með greina Já, þetta er þessi grein Seymour Hersh, þar sem hann sko fjallar þetta að hann náttúrulega hefur þessi inside sources, hann er í tengslum við sko háttsetta aðila í Bandaríkjunum og sem hann hefur síðan upplýsingarnir eftir þeim leynt og hann sést vera í sambandi við sko aðila í demókrataflokknum sem að þekkja vel til hvað er að gerast þar innan hús sko og hann segir að þar hafa menn miklar áhyggjur af Biden, hvernig hann muni standa sig í kappræðunum. Það er enda snýst allt sko, þú veist, mun hann standa sig, mun hann geta bara átt eðlilegar kappræður en mun hann ekki sko frjósa, skilurðu. Og það er miklar áhyggjur af því. Og þess vegna það lifið af. Já, að því að náttúrulega ef hann frýs í kappræðunum, skilurðu, eða gerir eitthvað eins og hann eins og mörg nýlega myndbóta hafa sýnt hann gera, þá mun það náttúrulega koma mjög illa út og hann getur bara tapa kosningunum út af því, skilurðu, ef að fólk sér fram á að hann er bara orðinn og gamall fyrir embættið, skilurðu, hann getur ekki lengur tekið þátt í eðlilegum kappræðum. Nema að kosningarnar snúist Trump og það sé meirihluti kjósenda sem að myndi kjósa frekar gamalmenni sem frýs heldur en Trump. Já, en þú veist sko í sögulega sér það var sagt síðan sko að Biden hafi ekki unnið kosningarnar heldur bara vanna kosningarnar bara með því að vera ekki Trump.
En þú veist hann sko hérna í sögulega séð í Bandaríkjunum hafa þessar kappræður mjög mikil áhrif á sko niðurstöður kosningana og það eru svona, þú veist, myndbandsklippur og svona soundbite sem síðan dreift út alla fjölmiðla eftir á og ef það dreift myndbandsklippur þar sem að hérna Biden frýs eða skilur lítur illa út, þá kemur það með að hafa mjög slæm áhrif á hans skilur hérna árangur í kosningunum og það sem að Seymour Hersh segir er að hann þekkir til sko aðila innan demokrataflokksins sem að hafa sjálfur miklar áhyggjur af þessu sko. En að mesta ógnunin við Biden, Sigri Biden, er Biden. Sko ekki endilega mesta ógnin en þetta er allavega eitt sem þeir hafa miklar áhyggjur af. Og svo náttúrulega sko það sem að Seymour Hersh fjallar líka í greininni er bara að utanríkispólitíkin hans Biden er að verða honum að falli. Hann verður að fara að tapa kosningunum út af því, út af stuðningi hans við Ísrael. Á sama tíma og hann er gagnrýndur mjög mikið frá þeim sem styðja Ísrael. Hann er bara að tapa fylgi út af þessu máli. Þess vegna vill hann náttúrulega stöðva sko hérna átökin á Gaza af til þess að bjarga sjálfum sér pólitískt en hún einhvern veginn tekst það ekki, því hann má ekki sko ganga á langt í að skiluru beita sér gegn Ísrael sko. Og hérna og svo fjallar líka sko hérna Biden fjallar Hersh skilur þess að stuðning Biden við Úkraínu og hann vil meina að sko hann er mjög gagnrýninn á þessa stefnu og hann segir að þú veist þetta er náttúrulega bitna illa efnahagslega sko sérstaklega náttúrulega í Evrópu en með þess að líka kannski í hérna Bandaríkjunum. Það er mjög svolítið að tala um það að ég meina allar þessar endalausu fjárveitingar til Úkraínu, þetta hefur kannski áhrif á verðbólgu til dæmis. Það er aldrei talað um það sko. Og ég held að sé ekki nóg mikið rætt um það að þessi stefna að sko senda endalaus fé til Úkraínu og tala endalaust að þeir þurfa að sigra á vígvellinum. Það þú veist, kjósendur eru bara farnir að sjá í gegnum þetta. Þeir eru ekki hlynntið svona stríðsæðingsstefnu. Þeir vilja frekar bara semja í frið og hérna hugsa sinn eigin hag, skilur, kjósa með veskinu sko. Þú veist, akkur ef að senda allar peningarna okkar til Úkraínu, ég meina flestir bandarískir kjósendur getur ekki staðsett Úkraínu á kortinu, skilur. Já, en Biden svarar því að ég man eftir því fyrir einhverjum mánuðum síðan þegar var að reyna að koma stuðningum mikið þingið. Þá svona þetta er ódýrasta leiðin til þess að verja Bandaríkin að láta Úkraínumenn hérna berjast við Rússa. Hljómaði svolítið kaldrannalega, það sem að var verið að segja að það veri ódýrar að Úkraínumenn væri að fórna lífi sínu. Og það væri ódýrt fyrir Bandaríkinu vegna þess að þeir væri að framleiða vopnin og senda það sem að vera að senda til Úkraínu hefur umlega góðan góð áhrif á bandarískan efnahag. En ég meina þetta voru rökin hans. Ef Biden sagði þetta, þá er hann að viðurkenna þetta snýst ekki um að vernda Úkraínu. Þetta snýst stórveldasamkeppni Bandaríkjanna við Rússland og að veikja Rússland og Bandaríkin komi út sterkari. Þá er þetta viðurkenning á því sko. Já, hann hefur sagt það. Herðu, Tjörfi, þú ætlar að fara að horfa á hérna forsetaframbjóðunar öldruðu sem samanlagt eitthvað 165 ára gamlir. Já. Góða skemmtum með það. En takk fyrir að koma hingað og ræða Gaza og bandarísk stjórnmál og svo mislukkað valdaránstilraun í Bólvíu. Kæra. En ég sitt hérna áfram og held áfram að tala heiminn sem við lifum í. Við höldum áfram í heimsmálunum, við ætlum að fara til Frakklands. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt meðan á endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, heyrðu, við ætlum að ræða pólitík, við ætlum að ræða pólitík í Frakklandi, kannski með einhverjum tilvísunum til Íslands. Hingað er komið fólk sem þekkir ágætlega til í Frakklandi. Mörður Árnason. Hvað ertu, íslensku fræðingur? Já, einna helst. Þetta var ekki fransku fræðingur. Nei. En ég hef svona... Blaðamaður var Steinssoni, fyrrverandi þingmaður. Já, akkurat. Ritstjóri. Já, þakkaði fyrir og hitt og þetta svona. Já. Ég var í Frakklandi tíma í námi, eða allavega þá átti að heita það. Og bæði þá og síðan þá hef ég fylgst með Frakklandi og sérstaklega franskri pólitík. Þú til alltaf í Frakklandi, ég sé það á Facebook. Mikið í Marseille. Já, ég tölvert í Frakklandi. Mikið í Marseille sem er ekki algengt að fólk sem fer til Frakklands sé þar. Hvað sér þau? Mikið í Marseille hef ég séð þig. Marseille, já, það er alveg sérstök borg og elskuleg, bara einhver besta borg í heimi. Ég held að við geti fólk til þess að fara þangað. Menn held að alltaf að það sé einhverju glæpir í Marseille, það er mikill misskilningur. Mér stóðst á fyrir ferðamann þar og svona venjulegan íbúa, þá var ekkert mjög mikið glæpi. Útlendan íbúa með þokkaleg ráð. Það var reyndar alveg sérstakt, en ég náttúrulega mest í París
En ég hef sem sé alltaf fylgst með franskri pólitík svona, fyrir utan Frakkland almennt. Ekki á sérstaklega dýpi, en hérna svolítið eins og fylgjast með fótbolta, alltaf eitthvað að gerast, mjög spennandi í franskri pólitík, mikil. Hér er líka Oddný Ævarsdóttir sem Hún fædd í Frakklandi, sko, það erfis með hana. Nei, ég ekki, vissi ekki. Þú mentu í Frakklandi, lærði þar heimspeki. Já. Flóki og það getur verið að læra heimspeki í Frakklandi sem alveg óskiljanlegt finnst fólki. Hún var barn í Frakklandi, þess vegna áttu auðveldara með að læra heimspeki. Nei, ég fór þarna og bauð þeim svona í fullri svona íslenskri auðmýkt að endurrita slagorðbyltingarinnar. Já. Mér fannst að vera dálítið úrelt, þetta með frelsi, jafnrétti, bræðralag, já, hvort að við ættum ekki að taka bræðralagi það út og setja, ég man ekki hvort það var réttlæti eða vinátta eða það var eitthvað svona samkennd, það var kærleika vináttu eitthvað svoleiðis, en það er náttúrulega að fara að tala fasismann, að þetta er svona logo sem einmitt fasismin getur nú líka tekið upp á sína arma, en þetta? Já. Já, þannig ég var svolítið í stjórnmála heimspeki, ég byrjaði á því sko, að stúdera stjórnmála svona struktúra á þannig í París og mitt var að reyna að íta á refresh-takkan í marxískum fræðum og feminískum fræðum, alls konar, en svo fór ég svona út í skjala, fór ég út í annað og ég verð nú að viðurkenna að ég fylgist ekki mjög vel með, ekki eins og Mörður, en við tölum stundum í Reykjavík ástandi í Frakklandi. En ég fekk þeim mitt hérna til þess að við sæjum betur hversu vel Mörður í málum. Akkurat, já. Já, en Oddný, þú líka skáld og rithöfundur og dagskrágerðarkona hérna á Samstöðinni. Já. Fólk að spyrja mig hvenær koma þættirnir aftur mótmæli í morgumatt á sunnudögum. Já, mikil eftirspurn trúi ég. Já, þakka ég fyrir. Já, ég held bara að þeir fara alveg að detta með haustinu, bara er það ekki? Herðu, en hvað að gerast í Frakklandi? Já, fyrst af þessum með jafnrétti frelsi bræðralag, sko, fraternity sem sé franskan og þýðir bræðralag með nákvæm þýðing, að þetta er aðeins flóknara því að það sem sé frère er bróðir á fransku og sœur er systir, en það er ekki tilnefnt sameiginleg flertala, það er ekki tilnefnt sem heitir systkin í Frakklandi og ef maður ætla að segja systkin, þá verður eiginlega að segja sko fratr, sem sé að nota kallkynið sem flerturuna og þess vegna þýðir fraternity fyrir frökkum, minnst á 18. frökkum þýðir ekki endilega bara bræður, heldur getur þýtt bara systkinalag eða systkina og þannig að þetta er svona ákveðin sérstæða. Þegar þetta er rætt að þá bara gengum maður París eða Frakkland og rekst strax á barnaskóla og yfir þessum og á framan á þessum barnaskólum stendur þetta beinlínis Liberty, Equality, Fraternity og ég hef alltaf verið svo hrifinn á því að þó að þegar maður er barna þá gengum maður bara framhjá svona og kannski að skilja það en mér finnst einhvern veginn að það hljóti að móta börn að ganga í skóla þar sem þetta er boðorðið Liberty, Equality, Fraternity og þess vegna verður maður ennþá meira hissa þegar að franska þjóðin gengur til kosninga hérna á sunnudaginn og eftir hálfa mánuð. Myndur vilja að væri fyrir ofan Austurbæðaskólan þoli órétt? Já, til dæmis það verður nokkuð gott, já. Ég meina við ólumst upp í annað, með Íslandskort og svona eitthvað. Þoli órétt, ég meina þetta hlýtur að einhvern veginn að ganga inn, en það hefur sem sé ekki gengið betur inn hjá frökkunum. Nú er bara artakar hérna vissistjórnarinnar og eins og hefur gerst í Ítalíu að því að þið nefndu þarna bræðralagið að flokkur Meloni heitir náttúrulega hérna bræðralag Ítalíu. Já, ég held að sé reyndar eins á Ítalíu það þýður hann að vera systkinin ef það er svona farið dýbra. En Mörður, nú ert þú málfræðingur og heldur þú ekki sko að það gæti í alvörunni skipt máli að því nú eru að tala líka kynjað og orðrað og þannig að kannski að pæla hans í þessu slagorði að ég líka lærði hjá heimspekingu sem að var sko frá Alsír og var bæði sem sagt Arabi og gyðingur Jacques Derrida sem að varð nú svona var við tóldi sérstakt verkefni, hann byrjaði eiginlega að skoða svona orð og eiginlega hvers mikið svona eiginlega óréttlæti bjó í sjálfu tungumálinu og svona raunverulega gamlar klísjur og þannig hann byrjaði þessi svokallega afbygging hans eða dekonstruksjón eiginlega fólst í því svolítið að bjó til svona grammatológíu
Og það passaði allir inn í það að skoða svona hugtaka eins og fraternity. Ég hugsa að skipta alveg máli að til dæmis núna, það væri gaman ef maður gæti ítt og takka what if að það hefði verið ef þessi frasi hefði nú verið endur skilgreindur. Það getur farið tímavél til loka 18. aldar. Já, og gert svona málfræðilega tilraun sem yrði pólitísk og hvort að tungumáli skipti ekki þannig máli að fasismi væri ekki svona, ætti ekki svona auðvelt. Jú, ég held að það sé alveg rétt. Ég get alveg skilið það að bræðralag hljómi ekkit ásæðlega vel fyrir konur sem er ekki bræður neins. Þannig að það er rétt. En getur verið drengi góður. En þá segi ég að þetta íslensk þýðing á frönsku hugtæki sem í upphafinu var ekki endilega bara karlkyns. En það er náttúrulega ekki bara þetta kynja það. Við höfum talað jafnrétti, frelsi, samábyrgð eða eitthvað þýnir, það er það sem áttir við að það sé jafnrétti, það sé frelsi en það sé líka einhver virkur partur að fólk standi saman sem sé og sé. En fraternity hugtaki nefnilega nær yfir að því að það er líka trúarlegt uppálega með eða allavega er mikið oft rætt það að það sér þessi samtrygging, ekki samábyrgð, heldur svona þessi innherja samtrygging sem að leiði meira til sem leifi og kerfi sem að finnst sjálfsagt að menn að grassir í spilling í henni. Við mögum náttúrulega ekki gleyma því að þessi fallegu einkunnarorð sem eru sem sé bara einkunnarorð franska lýðveldisins eru auðvitað urðu til í borgaralegri byltingu borgarana þó að vinstri menn og sósíalistar og svo framvegis að síðan hafi svona geta kjarnað hugsun sína í þessu. Í stefnu Sósíalistaflokksins segir að markmið Sósíalistaflokksins er samfélag frelsis, jöfnuðar, mannhelgi og samkenndar og augljóst hvað þetta er sótt sko. Svipaði manifestói samfélkingarinnar, þannig að þetta er allt upp á. Allir eru fættir í bastillunni í París. Ég nefndi bræðralag Ítalíu vegna þess að einhvern tíma var ég að tala við mann ítalskt stjórnmál og hann sagði að allt sem að gerist á Ítalíu mun gerast annars staðar og spurningin er ekki bara það að gerast í Frakklandi sem hefur gerst í Ítalíu að flokkar sem eiga rætur sínar að rekja til Vichy-stjórnarinn í Frakklandi eða flokks Mussolini á Ítalíu eru að taka yfir hægrið og vinstrið ofveikt til þess að geta verið raunverulegt mótvægi þar við. Jú, það má vel orða það þannig, en þetta eru auðvitað almennari breytingar sem eru líka þessar pólitísku breytingar sem eru sem sé ekki í öllum ríkjum á sama tíma og fransku kosningarnar eru verkamannaflokkurinn, auðvitað ekki kannski svo ljómandi sósíalíska fyrirmynd sem við myndum vilja Gunnar Smári, en verkamannaflokkurinn er sem sé að loka 14 ára valda til íhaldsins. Býtum mörður. Verkamannaflokkurinn hjá Keir Starmer er að fá sama fylgi og Corbyn fekk 2017. Það sem hefur breyst er að íhaldsflokkurinn er að brotna niður og það er að verða til svona Le Pen flokkur til hliðina. Þannig það er það sem er að gerast uppbrotið hægra. Ég segi það, en það er ekki, sem sé, það er ekki allstaðar hætta á að fasistar taki völdin í ríkjunum. Það er Evrópa er ekki þannig. Bandaríkin eru reynda þannig að það er Trump sem sé, geti unni kosningarnar, en hérna almennu breytingar eru í öllum þessum löndum og þær eru auðvitað það sem þú segir að vinstrið er ofveikt og saga þess er ekki algjörlega traustleg, hún hefur mist traust ákveðina hópa sem hún náður sótti fylgið sér til, en það eru líka almennari breytingar. Við fórum eitthvað spjallum með kaffibót í gær og þar sögðum við ein breyting sem hefur orðið á síðustu áratugum er auðvitað svo að baksvið okkar, eða réttar að sagt framsvið okkar, er svona ótti og örvending sem eru loftslagsbreytingarnar. Það kemur kannski pólitíkin ekki, það fyrir enginn í Frakklandi að kjósa út á loftslagsbreytingunum gegn þeim eða með þeim með einhvern veginn, en það skapar ákveðna örvendingu og óvissu sem hefur leið pólitísk áhrif. Menn tala árið 1000, miklar bollaleggingar það í heimspeki, sagfræði, etc. Af því að árið 1000 átti að vera heimsendir og síðan hefur við þetta upplifað ýmskonar heimsendi og ég vona að þetta sé bara einn heimsendir. 1000 var endur að koma Chris, hann átti að koma árið 1000. Það átti fyrst að vera heimsendir. Já, ég meni það er svona jákvæðra í kristinni, í Kristur kæmi og myndi sækja okkur sem eru hólpnir en skilja ykkur eftir. En þetta allir miklum hræringum í kringum árið 1000 og á sama hátt hefur þessi staðreynd að ef við gerum ekki eitthvað mikið fljótt
að þá eiga barnabörnin okkar og barnabörnin okkar eftir að lifa allt annan heim heldur en við. Ég held að það hafi ákveðin áhrif allstaðar. En það fleira. Gamli heimurinn farin. Það líka þessar hröðu samfélagsbreytingar, það stundum talað aldamótamennina og miklu breytingar sem hafa orðið hérna á 19. öldina, það alveg rétt. En við höfum líka lifað alveg feikilega mikla breytingar. Og margt eldra fólk og margt fólk sem ekki með mikla menntun, það upplifir breytingarna sem andstæðing sinn. Bara þetta, en sífellt að krafa að setjast við tölvuna og vera eitthvað að dunda þar, ekki taka upp síma, ekki fara eitthvað að tala við einhvern gamalt fólk í slag við Tryggingastofnun ríkisins skiljiði og allstaðar þarf þetta að vera. Það fólk var í slag við sýslumannin bara fyrir 100 og 200 árum. Það fólk var í slag við sýslumannin fyrir 100 og 200 árum. Ég veit það. Það bara vant því að þurfa að vera í slag við yfirvaldið. Ég ekki að tala um þetta. Ég að tala um bara samfélagsbreytingarnar eru það hraðar að við höfum ekki náð að haga lífi okkar samkvæmt þeim. Og þetta held ég að sé eitt af því sem að skapar, sem sé ákveðin ótta, ákveðina þörf á óvinni sem síðan sem fasistarnir bjóða upp á í innflytjendum og í íslamstrúarmönnum og svo framvegis finna einhverja hópa til þess að geta verið óvinnir. Það hafa þeir alltaf gert. Þetta er ég að tala um, þetta er almennt. Svo sérstakt við Frakkland og sem til dæmis það að Frakkland eins og England fyrirverandi stórveldi sem einhvern veginn ekki búið að átta sig á því, Frakkar ekki ennþá búin að átta sig á því, ekki búin að sætta sig við það, ekki búin að taka sér nýja stöðu sem svona evrópskt milliveldi og kannski ennþá meira mál með Frakkland vegna þess að England nýtur þess þó að ég segi England ekki Bretland, ég meina þetta ríki, en það englendingar sem eru aðalega sem eins og við sjáum, bara ég tala þannig, englendingar hafa þó enskuna og hefur miklu áhrif enskunar og í menningarlega og pólitískt. En Frakkar sem að einu sinni áttu það tungumál sem að var alþjóðamálið á 18. öld og framlega 19. öld, að franskan dregst saman og útgeislun franskra menningar sem hugtæki í Frakklandi, le rayonnement de la culture française, hún ekki eins glæsileg og hún var, og þeir finna líka fyrir þessu, og þeir finna þetta fyrir því að þeir eru komið til útlanda, að það skilur enginn þessa fransku þeirra nema nokkur sérvitringur eins og ég og Oddný er, og þó tæplega. Skilur, það eru svona ákveðin hlutir þarna líka sem að verða sem gera franskt samfélag óstöður, en síðan þetta bara hrein pólitískt að Frakkar hafa frá de Gaulle og til 1981 voru hægri eða klassísk hægrið í forystu og það var hægri vinstri sem mjög sterk skipting, og þó að vinstri menn, sósíalistar og kommunistar hafa ekki verið í stjórn fyrir 1981, að þetta voru sterkir á þinginu og í sveitastjórnum og í verkalýðsfélögunum og svo framvegis. Síðan koma sósíalistar til valda og vinstri menn sem og þeim tókstu þetta ekki að þeir lofuðu á miklu og sá draumur gat ekki ræst sem að þeir settu fram, og síðan í tvö skipti, Mitterrand og fyrst og Hollande síðan fyrir nokkrum árum, og síðan kemur þessi Macron og hann sem sé miðjumaðurinn og hann er með hérna hann ætlar að taka það besta úr báðu og breiða yfir þessa klopningu þennan klopningi hægri og vinstri, og á fyrra kjörtímabilinu og framan og tóku Frakkar þessu vel, þeir kusan í fyrsta lagi og tóku þessu vel að það væri eitthvað nýtt á ferðinni, hann var á sama tíma, það er svona hans frasi en même temps, á sama tíma þetta hérna, en á sama tíma þetta, það er líka þetta og þetta og þetta, og svo náttúrulega hann spila sig í gegnum það og hann tók upp í stjórnina alls konar fólk, vinstri menn og sósíalistaflokknum framvegis, ekologista sem sé græningja eins og Nicolas Hulot sem var umhverfisráðherra þarna framan af, þangað til hann hún fannst þetta ekki lengur ganga, en Macron hefur raun og veru alltaf farið að reka meira og meiri hægri pólitík á þessum tíma, þannig að all þessi módel hafa brugðist gagnvart svona, hvað ég var að segja, hinu venjulega Frakka, og nú komið eitt viðbót sem sé að það ef mann kjósa ekki til þess að fá eitthvað nýtt, að þá telja menn að það sé sem sé ysta hægrið sem bjóðu upp á eitthvað. Þetta er líka svona svolítið sérfranskt. Það er ekki Frakkar sem eru að taka þá ákvörðun, það er þriðji sem að samkvæmt könnunum.
Já, Grænland þannig að það er eitt þriðji. Telur það að vera góðan kost? Já, eitt þriðji. Það eru, samkvæmt prósentunum er þetta ekkit svakalegt. Það er þriðjungur sem ætlar að kjósa samkvæmt könnunum sem sé... Ég er bara að benda á það eins og þú sitt að lýsa eins og frakkarnir séu að taka sér afstöðu bara sem einn hugur. Já, ég er að segja að þetta er þetta breyting frá því minnstasti þegar ég var þarna og frá því bara fyrir 20 árum. Mesta breytingin er það að gólistarnir eru horfnir, sko. Já, sko, því að vinstrið er ennþá með sko 27% einhverleis og svo er Macron hann með eitthvað svona 22 fór aðeins upp síðast. Já, sko, en það sem hérna RN sem sé, Le Pen gerði í raun og veru var það, hún breytti flokknum, hún afdjöflaði flokkinn sem séu bara og mjög skipulega og síðan tók hún í raun og veru fyrst tóku þeir svona harða vinstrafylgið fylgið sem alltaf hafi verið vinstra megin og kannski sérstaklega sko kommunistafylgið, það hefði kosið kommunistaflokkin en líka sósíalistaflokkin og kommunistarnir bara döttu út og síðan sósíalistaflokkin tókst ekki að halda þessu fylgi og þannig komist þeir eitt skref áfram og það sem að síðan hefur gerst það er raun og veru þegar þeir tekið fylgi sem áður var, gólistafylgi var svona klassíska hægrið í Frakklandi, gólista eða frjálshyggju eða eitthvað þvíumlíkt. Það er það sem er að gerast til dæmis í Hollandi og það sem það er að gerast í Bretlandi. Og þannig er kannski þessi venjulegi Frakki, í þessum tveimur hópum er það fólk sem ég er að tala um með mjög hæpnu hugtaki venjulegu Frakki. En það er sem þeir sem áður kusu áður hafði ekki, ég held að þetta fólk sé ekki fasistastjóri, þetta er ekki þannig að fólk er að flýja, það er að mótmæla, það er að prófa eitthvað nýtt en það er þó ekki fleiri en þetta það sem að gerir ástandið sérkennilegt í Frakklandi er það að þarna er kosningakerfi sem búið var til fyrir allt annað módel en núna er uppi, alltaf þar aðstæður og ef það væri bara einfald umferð og hlutfallskosningar þá væri fastsetjandi með þriðjung og síðan væri hægt að búa til bandala úr hinum með einhverja mæti, ímynda maður sér en það eru 2 umferðir þannig í seinni umferð þá fer þetta allt eftir því hvað gera þeir, hvað ráðleggja þeir og hvað gera þeir sem ekki náðu inn í seinni umferðina 2 sem sé, eða 3 komast yfir í seinni umferðina. Skiptir hann minna máli hvað er ráðlagt, þannig það er ekki eins og að sko flokkanir eigi kjósendur sína og síðu. Það skiptir samt miklu máli ef ég hef kosið Oddný í fyrri umferðinni, þetta er einmenniskjördæmi og í seinni umferðinni segir Oddný ég er ráðlegt kjósendum mínum að kjósa þennan hérna sem að fekk fleiri atkvæði en hún. Það var mjög líklegt að ég geri það. Það er líklega ef hún hefur segið kjóstu hinn þá fer það að fara að spekla. Ég held að það sé ekki svona, ég held að það sé þannig að líklegt að Oddný segi ég er alveg til þess að kjósa þetta þar sem hún veit að stæðsti hluti sinna fylgjenda myndi gera. Það er ekki þannig að fólk láti reka sig á kjörstað. Oddný er háð því að fá kjör kannski næst, þannig að hún mun lesa sín stuðningsmannahóp rétt og benda þangað sem að flestir muni fara. Já, þetta er, sem sé, núna stendur yfir, sem sé, er að slást um þetta. Sumir segja, og Macron, það sem að Macron hefur sagt, sko, og hans menn, er það að þeir hafa lagt að jöfnu þessa merkilegu nýju alþýðufylkingu, Front Populaire, sem skapaðist á 4 dögum úr þessum margklofna vinstraliði og allt í einum bara var hún komin, bara svona, komið prógram. Það voru reynda með framboð síðast í þingkosningunum. Nei, það voru ekki með sann, já, þeir voru með, en það brotnaði mjög fljótlega. Eftirkosningar eins og þessi getur gert líka. Já, en menn telja þetta mjög ólíkt, sem sé NÜPES eða þannig, þetta sem var síðast og það sem var til núna á 4 dögum, það var talið mjög ólíklegt að það gerist og alveg örgugt að Macron þegar hann sleit þinginu, að hann bjóst ekki við því, hann bjóst við að vinstri væri bara sundrað og hann er því megin valkosturinn og það var það ekki. En fyrir þá sem eru ekki alveg svona vel alltaf að lesa Liberation og Monde og svona, hvernig er aftur tímalínan í þessu? Kostningarnir eru á núna helgina. Þá fyrir umferðin allir geta búið sér fram sem sé, allir þú getur kosið hvert sem þú vilt og síðan líður hálfur mánuður og þá eru yfirleitt bara 2 eða 3, það er sem mann ekki hvort ég held að sé 12,5% sem að flokku þarf að fá eða frambjóðandi þarf að fá til að geta eiga kost á að fara í seinni umferðina, hann þarf ekki að gera það og vaninn að sá að það séu 2, í mesta lagi 3.
Það fer bara eftir kjördæmum, stundu getur valkosturinn að vera að kjósa á milli frambjóðanda Macron og Le Pen, eða sumstaðar getur verið Le Pen og vinstri mennir. Það bara hrærist ólíkt eftir kjördæmum. En það líklegt að verði víðast, og þá verði sem sé Le Pen isti, hann verði sem sé annar valkosturinn, og þá skiptir mjög miklu máli hver línan á landsvísu hjá Macron, hjá gamla hægrinu, það til ennþá, og hjá vinstrimönnum. Og það sem Macron hefur gert núna... Trúið því að þessi lína sem lögð frá okkur kosningarskrifstofum og svo gangi kjósendur til og kjósi eftir því sem þeim sagt? Ég sé ekki inn í höfuðið á hverju minnast að franka kjósenda, en ég held að það skiptir mjög miklu máli hvort að Macronistar hvað þeir segja. Það sem þeir hafa sagt núna, Macron og hans menn, er það að þeir hafa lagt að jöfnu fasistana í Le Pen og svo vinstri fylkingunum sem slíka. Þau hafa skilgreint sósíalisma sem öfgastefnu. Já, raun og veru. Þeir hafa tekið alla þessa vinstri fylkingu sem samanstendur á mismunandi vinstri hópum, en hefur samt eitt prógram og sagt bara að þetta er lagt hann að jöfnu, ekki kjósa öfgaflokkana. En það sem er að gerast til það... Þetta er fólk að segja bara á Íslandi, sko. Þetta segir fólk á Íslandi að vera skilgreina við stöndum fyrir sósíalisma sem einhverja öfgasambarlega þeirra sem vilja aflema mannréttindi fólks. Já, en það sem Macron er að segja, sem hann myndi skilgreina samfylkinguna sem öfgavinstri. Hann er að segja það, öfgavinstri. Samfylkingin er bara Macron. Býtu, já, ok, en sem sé, það sem nú er ég að tala um Frakkland, sko, og það sem hann tekur partisósialist í Frakklandi, sem þrátt fyrir allt er eitt sterkasti armur þessara vinstrifylkingar og náði sér vel upp í Evrópukosningunum, að hann tekur hann og félaga hans og segir, þið eru ekstrem, öfgaflokkur, öfgaafl á sama hátt og Le Pen og hennar flokkur er öfgaafl. Og þetta er skrítið, hann gerir þetta til þess að koma sínumönnum í þetta sæti á móti Le Pen, þannig að það sé þá sem er að tefla, en hann tekur mikla áhættu með þessu vegna það sem að menn geta sagt, ef við erum öfgaafla þá er bara býtu í besefun á þér, sko. Og ennþá skrýtnir eru þetta vegna þess að Macron hefur í bæðiskipti sem hann var kjörinn, þá bæðiskiptin var að gegn Marine Le Pen og í bæðiskiptin var það með stuðningi auðvitað miðju og vinstriafla sem Macron var kjörinn, þó að menn þyrfti að halda fyrir nefið minnst þessi seinnaskipti þegar þeir fóru í aðra fyrir forsetakosningana. Þannig að þetta er flókið og engin veit hvað getur komið út úr þessu. Þessar skoðanakannanir sem eru tiltölulega jafnar núna nokkra vikur, að þær eru fyrri umferðina og svo vita mann ekkert hvað gerist í seinni umferðinni 30. júní, þar sem að þessa, eins og Gunnar Smári lýsti, þar sem að kostirnir geta verið þessir, að það sé vinstri fylkingin gegn Le Pen í sömum kjördæmum, öðrum kjördæmum Macronistar móti Le Pen, nú klassískur hægri maður móti Le Pen líka, en svo geta verið þríhyrningar. Og í þríhyrningum, þar sem er vinstri fylkingin Macron og Le Pen, að þar er Le Penistinn líklegastu til þess að vinna. Og svo standa mann uppi 7. júlí og þá er að rekna saman, þá er að líta á hvernig þingið er skipað. En er þetta ekki svolítið sama þá sem að ég er að hugsa hún afdjöflar Le Pen flokkin. Rekur Pappasinn. Já, og hún er búin að vera, það er svona málmanna hvað hún er dugleg og hún er seig og hún er að mörguleiti svona konsekvent og ég maður bara eftir hverjum einustu kosningu þá er þetta alltaf spurning hvort Le Pen nái í gegn. Þannig að einhvers staðar held ég að sumir franskir kjósendur hugsa sér, akkur ekki að gefa þeim nú einu sinni séns. Það sem ég var að því að hann er alltaf að segja Mörður að fólk líði í flokksskrifstofunum. Segjum að verði einhverjum stað þar sem að verður fulltrúi flokks Macron og fulltrúi flokks Le Pen og þá munu líklega vinstrabandalagið hvetja fólk til þess að kjósa þó frekar Macron. Macron er bara svo hryllilega óvinsæll. Það er bara mjög líklegt að stór hluti kjósenda sem að kusu vinstriflokkana í fyrirumferðinni munu frekar kjósa. Já, það er alveg hugsanlegt. Ég var ekki að mótmæla því. Nei, en ég var að hugsa líka þetta með norm, svona þetta, eins og þú varst að lýsa að þessi svona auka svolítið fasista flokkur sem er byggir svolítið líka á þessu að skilgreina óvinnin og mikill útlendingaandúð sem hefur verið að því ég held að útlendingaandúðin og það hversu frakkar þeir hafa ekki náð að tækla sem sagt
post-nýlendu ástand sitt einhvern veginn, það að þeir séu hérna, stór nýlenda og þeir hafa aldrei náð einhvern veginn að gera þessa fortíð upp og raunverulega að þeir eru með 1000 leiðir til að hérna, tala hvort að eigi að leyfa blæjuna í skólum eða ekki í skólum, það tekur yfir sko bara marga umræðu þetta og mörg dagblöð en þetta bara grundvallar sko hérna sem sagt slagorð sem ætti að vera hérna gestristnin ekki raunverulega í þessu slagorði þeirra í fraternitet semst samheldni alltaf, það alltaf raunverulega skilgreint þröngt sem við gömlu frakkarnir og þar að leiðandi ofboðslegur hérna, þessi inngilding hefur einhvern veginn mörguleiti tekist vel eins og í borgum eins og Marseille og svona en líka mistekist og þá kemur þetta svona tilraun til þess að breiða yfir þetta hjá Le Pen og segja við erum ekki flokkur andúðar, við erum þetta sko, normal, við erum bara hinn venjulegi einstaklingu, venjulegi frakki sem að hræðist, sem að hefur tapað tungumálinu, finnst hann eins og barn sem að kann ekki á tölvu, engi skilur lengur frönsku og þetta móðurlega eða föðurlega og Macron líka reyna að búa til eitthvað svona norm, einhvern kasta, þetta eru öfgar. Hann bara nákvæmlega sami populistinn og Le Pen. Já, þetta svo svipuð, þetta raunverulega svo tveir svipaðir kostir. Hann ætlar að verja frakka fyrir einhverju gríðalegri ógn og hann svo eini sem að getur gert það. Já, og báðir sem sagt valkostir. Við erum komin inn á tímabil sko populismans. Já. Gömlu stjórnmálinu horfin. Og líka gamla, þú veist, vinstri klifunin á inngildingunni og við erum að kljást við og hérna. Hún einhvern veginn mistókst og þá búið að gefast upp á henni, þannig að það ennþá verið að skilgreina, það bara, þau eru báðir að skilgreina hver, þannig að þetta spurning svona líka identitet, sko, hver til í að vera í Macron-flokkunum eða hérna Le Pen-flokkunum. Það sem er skrítið þetta í Fraklandi er það, eða það sem ekki skrítið, en það sem að þessi útlendingamál og innflytjendamál eru þetta mjög tengt nýlendusögunni. Vegna þess að innflytjendurnir koma eðlilega, alveg eins og í Englandi og Bretlandi, að koma eðlilega frá gömlu nýlendunum. Það er bein tengsl við annars vegar Norður-Afríku og Miðausturlönd, Arabana sem sé, og Berbana, og hins vegar Afríkuna, og hins vegar Vestur-Afríku, gömlu frönsku Afríku, þar sem voru. Það fólk hefur ekkert verið velkomið inn í Frakland vegna þess að þegar að Frakland byggðist upp náttúrulega á innflytjendum frá Pólandi og Ítalíu og víðar og ég meina við þekkjum það bara eiginlega allir sem að nafntógaði Fraklar síðustu sko 200 árin hafa ekki verið Frakkar, heldur að verið sko afkomendur innflytjenda. Þá var það móta, þá var Frakland degla. Svo þegar kom að því að það kom vinnuafl frá Norður-Afríku að þá sagði Frakland nei, við viljum ekki að þið verði hluta okkur, við viljum halda ykkur svona sér í samfélaginu og það er nú Moskan í París er náttúrulega frábært dæmi þetta, það sem að ríki sem að er með að innprenta í sig að það sé sekúlerar og má ekki vera með neinn trúarbrögð byggir Mosku vegna þess að þeir vilja hafa sko þessa frakka að þeir eru fyrst tilheyra sínum minnihlutahóp, svo geta þeir sem hópur verið hluti af Fraklandi, en þeir geta aldrei orðið hluti sem einstaklingar af Fraklandi eins og við hinn. Já, nú ert þú að skilgreina Mosku bygginguna 1900 og eitthvað lítið. Já, 1900. Og vel má segja að það sé einmitt á hinbóin, að það sé verið að taka vel á móti innflytjendum og hjálpa þeim að stunda sína trú. Ég veit ekki, þetta er þetta verið... Mótsagnir í inngildingar pólitík. Við megum passa okkur að tala ekki frakka sem einhverja eina heild, ekki heldur í þessu, það er náttúrulega gríðarlega mikið, eins og þú sagðir endar, mikið af fólki sem að vill inngildingu, vill halda þessu bandalegi og þegar maður gengur göturnar í París eða annars staðar, þá er engin, þá sér maður ekki þennan mun, það er ekki þannig, fólk er allstaðar svart og brúnt og hvítt og gult, því að frakkar eiga nú áttu voru með nýlend, frakkar, franska nýlendur voru líka í Indokína og svo sem allan heim, en þetta sem sé þess innflytjendamálin og útlendingamálin eiga sem sé rót sína ekki síst í þessari gamlu nýlendusögu. En síðan gerir Le Pen og þetta er ekki sjálfsagt að brúnt fólk eða svart fólk verði óvinnir, en það er auðvelt að gera það óvinnum og það er þetta því sem
einn af reitunum sem Umberto Eco krossar í fasismann að það þetta að það sé til óvinnur og hann þarna. Það einhverju innri óvinnir, það kommunistarnir eða hvað það og fíkni menn og eitthvað leið og svo ytri óvinnur eða sem sé óvinnur að utan og það þessir innflytjendur. Svo náttúrulega einn óvinnur viðbót og það Evrópusambandið. Le Pen að vísu ekki lengur hætt við að fella niður evruna og líka hætt við að ganga á Evrópusambandinu. En Evrópusambandið notað sem skálkaskjól og sem óvinnur og það auðvitað klárt að ef þetta gerist sem ég vona nú að verði ekki og held ekki að verði allavega í einu vetfangi að það komið þarna fasistastjórn þá beinist hún gegn Evrópusambandinu. En Evrópusambandið líka viðkvæmt og erfitt sjálft því að það hefur, eins og ég tel að það hefur gert mikið gagn, náttúrulega í Frakklandi og á öllu sínu svæði, að þá hefur það líka ýtt undir eða hjálpað þróun sem ekki hefur verið jafn hagkvæm í öllum héruðum og hjálpin við héruðinu kemur svo seinna og það tiltölulega auðvelt það þetta lögmál að lokalpólitíkusinn eins og hér gerist að þá lokalpólitíkusinn á Patreksfirði, Vestdalseyri, Tálknafirði og svo fram, hann kennir Reykvíkingunum en í Evrópusambandinu þetta tvöfalt, þá kenna menn höfuðborgarpólitíkusunum og svo Brussel. Þannig að það alltaf að kenna einhverjum öðrum og Brussel endanstaðurinn. Og þetta hefur auðvitað ákveðið hljóm þó að Frakkar séu ekki andstæðingar Evrópusambandsins í jafn miklum mæli og ýmsir aðrir hafa verið þann, sem reyndar andstæðan hefur reyndar aðstæður í Evrópusambandinu minnkað síðan Brexit var. En það eitt af því sem að gerist þarna það að Evrópa og globaliseringen sem sé, hún þjótt að hjálpa til við að ýta undir þetta. Nú það, þú gerðir lítið úr þessu Smári og segir að gamla vinstrabandalagi sem var til í kringum Ég ætlaði bara því að þú ert að ganga út frá því að þessu sósíalistin sem leiði það bara ekki þannig. Það flokkur það til dæmis ef þú skoðar stóru borginnar, þá valla sósíalisti í framboði. Því að það bara allur hringurinn í kringu París, öll París, það fyrst og fremst verið að bjóða upp á róttaka sósíalista en ekki gamla sósíalistaflokkina. Hann ekki leiðandi í þessu. Það kannski alltaf að spyrja þetta bandalag sem hefur orðið til þarna, sem hræðslubandalag, sem kallað neyðarbandalag. Fyrra bandalagið upp í síðustu þingkosningum, 22, þá var til það sem mætti kalla hræðslubandalag. Mélenchon hafði unnið mikil sigur. Hann hafði unnið hann á vegna þess að þetta bara menn sætti sig við hann var með mikið fylgi þá og mjög vinsæll, þannig að það ekki lengur en í sá sigur var náttúrulega til þess að hann og hans menn höfðu yfirburða stöðu vinstramegin og búið var til þetta bandalag sem fekk þó allavega var ekki sigur en það hélt svona hélt velli svolítið á þinginu fyrir hans styrk. Já, hann var, það var klart, menn þetta var búið til uppúr sem því að sósíalistarnir voru bara í sárum voru í sárum og enginn vildi þá. Uppúr styrk hans í forsetakosningunum. Það sem að gerist núna var það að undanfari þinglausnana eru Evrópukosningarnar. Og þar buðu vinstrimenn fram í 4 eða 5 eða 6 deildum og sterkasta deildin þar voru eins og sósíalistanir undir forystu mann sem heitir Rafael Glucksmann og ekki svona hefðbundin pólitíkus og náði töluverðum vinsældum en listi Mélenchon fékk sem sé miklu minna og ekológistarnir, græningjarnir ennþá minna. Þannig að það sem ég segi, það skapaði sósíalistunum sterkari stöðu en áður. En ég ekki að segja að þeir eru eitt sterkasta elementið í þessu. Þeir eru bara ágætt dæmi hrun sósíaldemókratíunnar í Evrópu. Já, það ekki gott dæmi það. Það ekki gott dæmi það. Það sem gott dæmi það er hrun þeirra í forseta á þingkosningunum 22, en það sem hefur núna gerst það að þeir eru að byggjast upp aftur. Og þannig að það ekki gott dæmi það. Ef þið vantar eitthvað módel til þess að láta þína eigin pólitík ganga upp í staðreyndum, þá skal ekki taka Frakkland. Og það sem gerist núna, við vitum ekkert hvað gerist núna, en Mélenchon, ég tel að hann sé svona útleið, en það eru þarna ungir og frískir, hann 72 eitthvað svoleiðis, ungir og frískir menn í hans liði, en þeir hafa verið
viljugri til samstarfs við aðra vinstrimenn, sósíalistana og græningjana og ýmsar tegundir af þarna til vinstri, heldur en hann hefur verið, því hann svona svolítið sérstakur. Ég hef ekki mikið álitað mér svona, þegar fyrir ekki við, hann til að vera... Tekur undir með Macron að hann sé sambærilegir öfgar til vinstri eins og Le Pen til hægri? Nei, ég tek ekki undir það, alls ekki. En hann hins vegar popúlisti, hann vinstri popúlisti og franskur að því leyti að hann svolítið svona sáuðu Baron Noir, svarta barónin í já, það mjög skemmtilega frönsk serja, hún fjallar reyndur sósíalista, að sósíalisti aðal, en það svona frakkar eru mjög mikið í persónupólitík og þess vegna gaman að fylgjast með franski pólitík, en hún ekki alltaf svona, fer ekki alltaf fram á svona röklegum forsendum. Þetta erum við komin inn í tímabil populismans og það sést líka á því að menn að sækja forystu fólk eitthvað störu utan stjórnmálum og fleira, þannig að mörg einkenni inn í populíska tíma í allri þessu klálega, tveir höfuðpopulistar í Frakklandi og það annars vegar Le Pen og hins vegar Mélenchon. Það sem hins vegar hefur gerst... En Macron, hvað flokkur Macron? Já, ég myndi nú ekki dæmi ekki hann populista. Er hann ekki bara klassísku maður sem kemur fram og ég eina lausn Frakklands? Ég get bjargað ykkur frá þá er hann svona populist eins og De Gaulle, sko. Hann var að segja að ef það kjósið mikið, þá verður borgarastyrjöld. Það sem hins vegar hefur gerst... Ef það kjósið mikið, þá verður borgarastyrjöld. Það sem hefur gerst í franskri pólitík, núna síðust árin, og ef við lyftum okkur aðeins yfir persónurnar og álita okkar á hinum og þessum, það og hættulegt og hefur hjálpað þjóðfylkingunni, Le Pen, mjög mikið það, að hægri menn, bæði klassíska hægrið, formaður þess en hún komin í hóp með Le Pen og hinn eru í vandræðum og Macron hafa tekið upp sem sé baráttumál og svona höfuðmál frankistana og þetta þá verið að búa til þá eru þeir með dagskráaldið ef það talaði um þeirra mál sem innflytjendamálun og útlendingamálun ef það aðal málið í kosningunum þá náttúrulega klárt að þeim gengur betur þannig að það sem hinn ætti að gera væri að reyna að koma kosningunum á einhvern annan stað þar sem þá þeirra heimavallur fyrir vinstri. En þessi vinstri hreyfing, neyðarhreyfing sem að spratt núna? Já, er hún ekki að reyna að gera það? Já, hún er að reyna að gera það. Hún er að reyna að tala um kjör og reyna að tala um mannúð og reyna að tala eins og ég sé, þá er hún að reyna að gera það og ekki að tala um hvort að útlendingar séu vondir eða góðir. Það bara ekki þannig. Það má þetta segja að þetta sé neyð, en það sem gerist það að þingið leyst upp sem séð og síðan fara menn á 4 dögum tókst þetta. Þannig að það engin neyð, það auðvitað þannig að það verður að koma upp aðstæður, það stríð sem sé og þessum fylkingu til vinstri tókst að ná saman ákveðna hluti og að stefna að því sem þokkalegur Þetta er bara orðhengisáttur. Þetta var bandalag sem var búið til, það var búið til kosninga á 3 dögum, annarkvort var það ná þessu saman eða þau myndu mæta sundur til kosninga og þau værið að fela annarkvort Macron eða Le Pen völdin. Þannig að það er bara neyðin. Það getur vel verið að þú sett ánað með niðurstöðuna og hefur fullt að trúa á hann og verði ekki úr henni. En þarna klassíska vinstrið, það er vinstrið í Frakklandi og það þarna, og það að fá sem sé kannski 27% sem góður árangur miðað við síðustu ár. Það klassíska hægrið, það var alveg sama uppi með það. En það liggur bara í sáransinum, það dautt. Það verið verri stöðu lengra. Og þó var það í einum flokki, sjá því. Það mætti sundrað og slasað og fullt af spillingu í síðustu kosningu. Þannig það lengri aðdragandi í að hrunið. Það alltaf leið mín vegna. Ef þú vilt draga úr árangri Le Front Populaire, því að hann var til og það sem hann að gera ég verið ekkert sári við því. Men ég þarf ekki að gera það, það kemur ljós bara hvað Frakkar segja það er eitt af þessi fylgist með sérstaklega vegna þess að núna gæti það orðið til þess að endur lífga vinstrið og stilla því saman upp á nýtt. En betur, hvað heitir þessi nýji vinstri, þetta nýja neyðar? Hann heitir sem sé Alþýðufylkingin sem nú kannski hljómar ekkert ofsalega vel á íslensku, hér hefur verið til en það er samt gamla Mér langar að tala Frakkland. Hvað segir það? Hún spurði og það er gamla íslenska heitið á Front Populaire sem var sem sé, ég þorði ekki að segja samfylkingin, það var þó sem sé bandalag Sósíalistaflokksins og Kommunistaflokksins sem vann kosningarna 1936 einmitt gegn hættu á fasisma
og varð mjög fræg stjórn þó hún sæti ekki í 1 ár. Til dæmis eru frí, bara sumarfrí í Frakklandi, urðu til í þeirri stjórn, 2 vikur á launum og ýmsar umbætur sem urðu þar til og menn hugsa til núna mjög flýlega. Hún satt bara 1 ár, mikil vandræði þannig kring og Spánastríðið hafið og svo framvegis og það sem og þetta hét alþýðufylkingin og nú heitir það nýja alþýðufylkingin, Le Nouveau. Já, alveg rétt, já. Átaki í Frakklandi eru meðal annars sem innflytjendur. Það núna Evrópumótið í fótbolta sem ég býst að þú sér að horfa á. Það mikið fransk landslið. Já, það ég labba eins og ég geri yfirleitt svona undanfarið að þá labba ég í gegnum og sé upprunna leikmannanna og það bara Adrien Rabiot sem sannfranskur. Allir aðrir eru með ættir sínar einhvers þar allan þar. Mikið frá fyrrum nýlendum og svona en svo það líka eins og ég var að vísa í áðan að Frakkland náttúrulega dyglu samfélag búið að vera í 200 ár. Og það eru menn sem eiga rætur að rekja til Portúgal og Þýskalands og hinga og þanga og Spánar og mikið, þannig að það er mikið gegnum gangu þar. Sér þetta á ættarnöfnum Frakkanna? Hvernig hægt að vera að tala sko, nú ætlum við endurreisa því hreina Frakkland, ef það eiginlega öllum ljóst að ég satt einu sinni í Hörpu og þá var Guðrún Helgadóttir heitin við hliðina á mér. Hún var með svona síma og sagði hvernig á ég að slökkva á það. Ég kunni það ekki. Það segði henni sestu bara á hann. Það næri ekki í gegn. Herðu, en þegar það svo augljóst að hugmyndin hreint Frakkland myndi ef að Alternative for Deutschland kom með hugmyndina á einhverjum flokksfundi það sem var umræða og kom í fréttina núna fyrr á árinu að það bara að vísa öllum innflytjendum úr landinu og þá var svona smá umræðum það í Þýskalandi hvað þetta væri sko galin hugmynd. Það svipað við myndum vísa 22% landsmanna úr landinu. Það svipað og ég veit ekki hvað myndi verða Frakkland ef þetta ganga. Hvernig getur samfélag verið með svona eins og þessi valkostur í kosningum að kjósa eitthvað sem öllum á vera ljóst að það ekki í boði nema að menn séu að leggja til bara apartheidstefnu það sem að sumir hafi meiri rétt en aðrir og að við búum til kannski svipað við erum með á Íslandi þar sem við erum með kannski helmingin af félögum í Eflingu sem hafi ekki kosningarétt að við séum bara, það hugmyndin hjá flokki Le Pen að búa til einhver svona apartheid ríki, sjóðríki Frakka þar sem að þeir sem eru ekki þessi allir nema Adrien Rabiot í landsliðinu þessi sviftir einhvern veginn borgarlegum réttindum og aðgengi sínu að velferðarkerfinu. Hann auðvitað, já ég get vel trú að það sé, þeir auðvitað upplýsa ekkert þetta, þeir tala ekkert þetta, þeir tala bara mjög óljóst. En eitt af því sem að Bordella, sem sé forsætisráðherra efnið þeirra og var fyrsti formaður flokksins sem sé og lítur heldur skár út en Marine Le Pen, hann er allavega ekki Le Pen, hann er ekki á ættinni. Eitt af því sem hann talaði það að menn með tvöfalt þjóðerni þeir yrðu teknir úr embættum, svona hærri embættum í Frakklandi. Það er svona byrjunin. Þó það sé leyfi í landinu að vera með tvöfaldar ríkisborgararétt. Já, það má vera það. En þú mátt það bara ekki gegna neinum embættum. Nei, það var þannig sko. Lítið á því sem útsendara erlends valds. Þegar menn skoða sem sé fasista stjórnir, bæði gamlu fasistana og nýju fasistana, að þá það sem hefur gerst það gjarnan það að þeir hafa tekið þær stofnanir sem til eru í samfélaginu og spilt þeim og sem sé látið að skipta inntak. Það er ennþá í Póllandi ætluðu þeir að beygja sem sé dómskerfið undir framkvæmdavaldið. En dómararnir hétu sömu nöfnum, það var ekki breyting á búningnum eða hvað þýrlíkt. Og í Þýskalandi gerist þetta með þingið, á sínum tíma. Þingið, það er bara hætti aldrei, það var áfram til eitthvað þing, en það var bara plokkaður að því fjárhætnar, það var bara sett svona niður. Þannig að ég held að það sé það sem það sem menn kannski búast við ef þetta verður, að þá búast menn við að Frakkland færist nær Ítalíu og nær Ungverjalandi að þessu leyti. Það er ekki, við getum ekki sagt að sé fasismi í Ungverjalandi af taginu Hitler Mussolini en það er skrefin í áttilans. Við getum frekar sagt það Ungverjaland heldur en Ítalíu vegna þess að sumuleitt er það merkilegt við valda tíma Meloni og Ítalíu
að hvað lítið hefur umvel að breyst. En hann er alltaf mjög stuttur líka. En í Ungverjalandi hefur þetta gengið yfir. Og það eru klárlega þessar breytingar, það eru ekki komna fram í stjórnarskráin og kosningakerfi, þannig að það verður mjög erfitt að það þarf eiginlega byltingu sko til þess að losa okkur við þennan kall Asna og hans lið og þannig þetta getur orðið þannig með ég held að þetta sé svolítið til í þessum að þeir get ekki það myndi að eyðileggja franskan efnahag alltaf að fara að reka hvað langt aftur allt þetta lið sem hún nefnir hana 3/4, 4/5 af franska landsliðshópnum er sko fæddur í París eða Marseille eða eitthvað þannig að hann er franskur Bappe fæddur í París hann er svo hann er sem sé bæði gaman að bara horfa á hann horfa á þetta andlit en það er bæði svart og arabískt það er mjög franskt þessi blanda er mjög fransk en það líka leitaði til Kamerún og spurði hvort þau vildu fá hann í landsliðið og þá voru til að taka hann í landsliðið gegn mikilli greiðslu og peningum og þeir feðgar ákveða að völdu frekar stefna á franska landsliðið. En það er líka þannig að óvinnurinn er ekki bara persónugerður, heldur er hann er idealiseraður og maður tekur eftir því að RN sem sé að Le Pen flokkurinn er mjög sterkur í héröðum og sveitarstjórnum þar sem er bara mjög lítið að innflytjendum. Það er óttinn við þá sem er stjórnarmennum. Það er tilbúningur, það sem sé líkamningur óttans sem verður aflið en ekki þessi og þessi sem það er engin raunveruleiki og þetta hefur alltaf verið einmitt í kosningabaráttu. Það er líka á Íslandi við sjáum þetta í aldri þar sem að til dæmis fólk sem er á þínum aldri að það eru kannski 4% innflytjendur en fólk sem er 27 ára, það eru 30% innflytjendur þar og það er miklu meiri uggur við innflytjendur í þínum aldri heldur en þeim sem eru 27 ára. Alveg og það er þá eins í Frakklandi að eldra fólk er viðkvæmara fyrir þessu og það er líka það sem ekki kann á tölvur og lendur á hverjum degi. En veistu hvað er sorglegt, nú eru Frakkar sko bara, þeir hafa ræktað með sér í skólakerfið svo magnað og það er alltaf þessi samræða lýðræðið þarna frasan sem við byrjuðum á grundvallar mannréttindi og hafa bara náð ótrúlega langt í svona því að mennta og inngilda ofbáðslegt bakslag að valkostin séu svona þetta séu raunverulega bara þetta er raunverulega, það á sér ekki stað mikil svona umræð mitt raunveruleika og þessi sviðsmynd sem þú ert að segja ef að raunverulega það verður bara þetta hugmynd gamla Frakkland það er kannski á sér engin stað almennilega meðal kjósund, eða nú veit ég það ekki, sko, nú er ég alhæfa. Hver er framkvæmdaáætlunin? Hvernig ætlaði að koma þessu í gegn? Hvað ætlaði að gera? Eiga að vera fangabúðir eða hvernig ætlaði að vera? Það er eins og einhvern veginn þeir svaraði ekki, en það er líka það er orðræðan sjálfu umræðan sem er náttúrulega orðin það meiri segja í Frakklandi meiri segja í Frakklandi er ekki virðist ekki vera hægt að ræða almennilega þessa valkosti, hvað er standa fyrir. Mér langar líka að spyrja því að þú segir þetta að Frakkarnir sé svo góður í því að tala hluti og bara eiginlega engi betri í því. Já. En þegar maður er í Frakklandi og ég bara dröpa niður fæti, þá upplifir maður einmitt að það sé Frakkland en síðan sé annað Frakkland sem er bara fascist Frakkland og sem að maður sér bara birtingamyndirnar á bara hvernig svona löggan og herinn birtist og ímið svona sjónamið það er eins og að það hafi alltaf verið til á sama tíma og bæði svona frjálslynt og opið og rík trú á því að það sé hægt að byggja upp eitthvað svona samfélag saman og svo hins vegar að það verði bara stjórna landinu með harðri hendi. Já, jú, ég held að það sé alveg rétt. Þannig að þá er það bara spurningin er ekki bara ekta franskt að núna sé að sveiflast yfir að fara á svona eitthvað gólista tíma. Já, náttúrulega það bara kemur auðvitað þegar við segjum ekta franskt, þá er það líka eitthvað annað sem er ekta franskt og þá kemur þessi frasi þarna frá Macron að gera hvort tveggja sem er náttúrulega getur þá algjörlega snúist upp í andstöðu sína að taka þá raunverulega það versta af úr báðum flokkum. Það er þetta til í Frakklandi
tvær, það til sem sé mjög sterk vinstri líberal frjálslynd hefð eins og bara frá 18. öld og svo eru þetta autoritær sem sé svona valdsækin straumur líka sem að þeir kalla til dæmis sko bonapartist þeir hafa kallað Macron bonapartískan sem sé að hann sé einn autoritær foringi og það er þetta klart De Gaulle var þannig líka De Gaulle með svona minnist hans með ákveðnum hlýhug og þó ekki í mæ 68 en hann var þetta þannig, hann gerði kúp í Frakklandi 56 eða hvernig sem það nú var og kom á 5. lýðveldinu auðvitað í sem sé ekki sem svona eins konar Bonaparte hann var auðvitað ekki andlýðræðislegur en hann skipti stjórnarskraf raun og veru með stuðningi almennings en það er sem sé þetta eða stuðning, meira hluta þjóðarinnar en það er sem sé þetta element sem er þarna á bakvið og þau eru 2 eða fleiri, minnst og 2 höfuðelement og eru að takast á en það er alveg rétt, það er ekki auðvitað styðist þjóðfylkingin við ákveðna grunnstrauma í franskri pólitík og fransku þjóðlífi sem ná mjög langt aftur. Og sem eru ofbeldisfull fyrir það, þeir munaði ekki það að vera með fjöldamorð á fólki frá Alsír bara á brú yfir Signu bara 1962 og hafa eiginlega ekki getað horfst í augu við það. Þannig að það liggur bara ennþá að við sem ríkisvald getum alveg gripið til svoleiðis aðgerða. Og líka franska byltinginu þetta, þar voru bara... Það var kannski aðeins lengra aftur. 62 ég var með þess að fættur Það var verið að fremja fjöldamorð í París. Já, ég veit það En þá er það við þessar mjög sérstöku aðstæður, ég er ekki afsakaði, við þessar mjög sérstöku aðstæður sem sé að þarna, þetta er bara óstjórn, þetta er ástand sem stendur frá miðjum 7. áratugnum og fram á þann 7. og líkur svo með miklu andofi í lok 7. áratugurins, það var ekki bara menn var að reykja hass eða lesa Marx, þetta var auðvitað mæ 68 er andof gegn þessum straumum líka, þessum staðreyndum og þeirri staðreynd sem felst í Vichy-stjórninni, uppgjöf Frakklands árið 40 og stofnun sem sé þessarar stjórnar í Vichy sem var sem sé frönsk undirstjórn Hitlers og á ákveðnu tímabili að þá annarkvort studdi meirihluti Frakka sem þá var uppi það eða minnst ástu lét það eiga sig. Nú heitir það svo að allir hafa verið í resistansinum. Nú þetta var það ekki þannig. Og þetta er auðvitað mjög viðkvæmt í Frakklandi og annar staðar í hinum hennum löndum. Megum samt ég gleyma því sem þú sagðir áðan að þrátt fyrir þetta tala allt saman og samræður okkar hér þá eru þetta það eru margir en það eru þó 33% fá ekki mikið meira, þeir fengu 32-33% í Evrópukosningunum og nú segja kannanirnar þetta, cirka 33 og það þýður auðvitað 67% þeirra sem kjósa ætla ekki að kjósa þá og þá er auðvitað höfuðspurningin hvað ætla þeir að gera og þá kemur að þessu sem hefur verið kallað lýðveldisfronturinn eða lýðveldisafstæðan, Front Républicain. Það er að segja allir saminist gegn sem sé fasistunum eða saminist gegn Le Pen. Það eru margar, það er þetta mjög, hefur veiklast mikið frá því sem var einu sinni, en það er þó til og það sem ein sviðsmyndin sem geti komið upp úr þessu ef að sigur þeirra verður ekki mjög mikill, verður þessi sem kannski 30%, er það að það nái sem sé stjórn meirihluti, hann verður nást eitthvað líka, gegn þeim sem heldur og þannig að þeir náu sem sé ekki völdum. Það sem getur gerst líka, það er einsviðsmyndin, maður veit ekki hvernig það er hugsanlegt að Front Populaire og makronistar og hægrimenn með einhverjum hætti búið til einhverja þjóðstjórn gegn fasistunum og hvað yrði hún, það er auðvitað erfitt. Menn eru búin að vera hérna á hálsinum á barkanum hver og öðrum hérna í marga mánuði og ekki síst hérna óvinsæli forseti. Önnur sviðsmynd eru auðvitað svo að þeir bara vinni, fáir hreina meirihluta að nánast fyrir hreina meirihluta og þá kemur að þessu verður á Ungverjaland, verður á Ítalía. Þriðja sviðsmyndin sem er kannski, sem er flóknust, hún er svo að það verði ekki meirihluti á franska þinginu og það náist ekki meirihluti gegn sem sé fasistunum. Þeir hafa annað það mikið fylgi að þau geti stoppað það eða þá að bara þeir ná ekki saman og í slíku upplausnarástandi það væri alveg kjörið fyrir Le Pen að slíkt upplausnarástand geti komið upp og þá sögðu því að
Demókrasían, hún ræður ekki við þetta, við verðum að fá hérna samfélag sem miklu meira autoriter, sem miklu meira sem sé, og það sem að þau hafa sagt, Le Pen og Bardella það ef að slíkt ástand kemur upp og þá er Macron að segja af sér. Og það það sem þau vilja náttúrulega framar öllu fá forsetakostingar. Þannig að forsetakostingarnar eru aðalkostingarnar og við forsetakostingarnar þá voru sjálfkrafa þingkostingar á eftir. Og það það sem hefur gerst alltaf nema einu sinni í síðan 2000 þegar voru stiltar saman kostingarnar í Frakklandi, að þá hefur forsetin, kjörni forsetið fengið sinn meirihluta. Ekki meirihluta í þinginu. Það er sem meirihluta frakka, þessi betra stjórnarkerfi að forsetin hafi meirihluta þingsins, það náist eitthvað í gegn, frekar heldur að búa til svona tókstyrkur á milli. Já, þeir óvanir því. Já, og sérstaklega ef það kemur nýr forseti þá hefur hann alltaf fengið eiginlega meirihluta. Svo það það núna, svo alltaf mikla spekulasjónir fram. Það þarf 289 til þess að ná meirihluta á þinginu. Og já, 577 þingmenn. Já, og það er verið að spá að þjóðfylkingin sé með svona 230 til 270, sé svona rétt undir þessu. Þá þurfa allir hinnar að fara saman, sko. Já, og þá er það möguleiki að það eru kannski nokkri möguleikar að þjóðfylkingin nái meirihluta. Að hinir, að Macron og félagar og vinstri hlutin myndi saman þjóðstjórn sem að þú segir að getur verið erfiðleika því að menn hafi verið svona að býta barka, hvort annan að barkan, en það gerist nú oft í pólitík að menn horfast bara í augu við að svona er þetta bara og þú þarft ekki að vera vinur þeirra sem þetta starfa með. Annar kostur væri það að Macron sveiflist bara yfir og lítið svo á að eini valkostur til þess að stýra Frakklandi sé að hægrið standi saman og hann er náttúrulega hægri maður eins og allir sem að segja skorki vera hægri en vinstri, þeir eru raunverulega hægri menn. Yfirleitt hægri menn, það er bara Já, svo kemur að því að fordæma þjóðarmorð, það er náttúrulega mjög erfitt efni, svo er það landbúnaðurinn í Frakklandi og Evrópusambandið, þetta er svo mörg þung og öll inngildingarstefnan, þannig að það verður svolítið mikill munur á kosningaslagorður núna og síðan raunveruleikann á eftir. Já, þá kemur við svo þessi ástandi sem við erum í Bandaríkjunum að við getum alltaf velt fyrir okkur hvor vinnur Biden eða Trump og kannski bara skiptir það ekki miklu máli því að Bandaríkin eru raunverulega bara slitna í sundur. Getur eitthvað slíkt ástand orðið í Frakklandi sem hefur alltaf verið eins og svona tvær línur sem að landi vill fara en eiginlega og það er svona önnur lína nær einhverju yfir höndin í smá stund en það þessi togstreita er alltaf en núna held ég að það sé meiri togstreita í Frakklandi heldur en sem að við getum munað eftir. Það er erfitt að ímynda sér það en það líka hefur verið ævintýrlegt að fylgjast með eins og ég segi, ég tem mér stundum að horfa á þessa fótbolta þar sem ég kannski held með liði en er kannski meira að horfa á fótboltan. Og heldur nú svolítið afgerandi með Sjálfstæðisflokknum að sjálfsögðu, vinstrimönnum, það nú ekki verið auðvelt alltaf að halda með sósíalistunum. En sko sósíalistarnir eru kratanir í Frakklandi, svo það því sé aldrei til haga. Sósíalist og sósíaldemokrater eru því það sama, sko. Það er Holland sem er eiginlega svona flokkarnir sem heita sósíaldemokrataflokkar í Norður-Európa heita yfirleitt sósíalistaflokkar í Suður-Európa. Þess vegna segir við þig Gunnar Smári, ég er sósíalisti, ég sé sósíalist, sko, það er þannig. Nei, en þessar ævintýrlegu breytingar í pólitík í Frakklandi núna í 20-30 ár hafa verið bara þannig að mann sundlar og það sem getur gerst núna á næstunni að það getur, við þóra ekki að spá fyrir það. Það sem ég tek eftir það til dæmis að júristi, fyrirverandi dómari sagði við Mondin að ef Le Penistar, ef þeir vinna þá gæti orðið skylda lögmanna, dómara og svo framvegis að óhlýðnast. Sem sé það sé bara borgarlega óhlýðni, það sé bara yrði bara skylda. Og það getur þetta vel verið að það koma upp á. Og þá getur maður ímyndað sér eitthvað mjög erfitt stríð sem gæti brotist út í átökum og göttum úti. Frakkar nú ekki alveg óvanir því að leysa málin á göttum úti. Þannig að það er eina af sviðsmyndunum líka. Þetta veit maður ekki. Ég hef ekki mikla trú á því en ég heldur ekki, von ekki, ég held að þetta geti valla enda með því að bara ég ímynda mér það ekki að þetta geti enda með því að verði hreinn meirihluti. Spurningin er hvernig verður flækjan eftir 7. júlí og hvað kemur út úr henni.
Það eitthvað í stjórnmálahefð Frakklands sem í slíku upplausnar ástandi að þá séu þeir sem að fara með völdin geti kallað eftir auknum völdum. Það bara saga Já, en hver á að gera það? Macron? Hann raun og veru, ef þetta eiginlega hvað sem gerist núna, nema að vera eitthvað mjög óvænt sveifla á hans liði sem sé í kosningu í fyrraumferðinni, að þá svo Macron eiginlega Macronismin eiginlega búinn. Þannig að Macron stendur eiginlega umbóðslaus í forsetaembættinu en ætlar samt að klára. Og þetta hefur forsetin ákveðin vald. Við þekkjum það nú á Íslandi með slíka ríkisstjórnir. Já, akkurat, já, það rétt. Þannig það ekkert ómögulegt. En ég bara velta fyrir mér að kannski eftir kosningarnar að þá svona valkostir Macron eru annars vegar að vera minnihluti í vinstri stjórn eða vera einhvern veginn svona leið þjóðfylkingarna til valda. Já, ég hef ekki trú á því, það væri þá frekar hefð fyrra, en þó að maður erfitt með ímynda sér að því að hann hefur núna sérstaklega á seinna tímabilinu og reyndar líka á því fyrra, en sérstaklega á seinna tímabilinu þá hefur hann alltaf tekið hægri kostina og hann hefur búið til stríð við vinstri menn í Frakklandi en ekki síður sem sé við verkalýðshreyfingunni í Frakklandi, til dæmis út af og ekki síst út af eftirlaunamálunum sem var mjög heitt mál og hann hefur gefist upp á allri grænni framþróun og hann með breytingar eða það hann og Attali, þessi ungi forsætisráðherra, hafa verið með breytingar á atvinnuleysisbótum líka gegn vinstri og gegn verkalýðshreyfingunni. Þannig ég sé ekki hvernig Macron á sjálfur að ganga inn í eitthvað svoleiðis. Ég held að sem það miklu frekar að það komi sem sé að það óánægja í stöðningsliði Macrons, svo mikil óánægja að fyrsti forsætisráðherra hans, Edouard Philippe, sem borgarstjóri í Le Havre, og hann svolítið skemmtilegu gæi, þó ég sé nú ekki á vellinum og knapplutum var á vellinum, ekki í mínum liði, en skemmtilegur. Áhugaður leikmaður í hinu liðinu. Akkurat. Hann sagði núna þessa daga eftir þinglausnir að Macron hefði eyðilagt meirihlutann. Og það væri núna, og það sem þeir núna þyrfti, sagði hann, var að búa til sem sé nýja meirihluta, sem hann var að segja, væri þá, já eins og hann segði það séu við hófsömu hægrimennirnir og miðjumennirnir og hófsama vinstri verður þá að kalla það sem sé í sósíalistinu en ekki meðan. Þeir ná ekki meirihluta svo. Alls og þetta? Nei, þá er hann að tala að kljúa frá populism, það verði ekki. Nei, það sem meina með þess ekki að þetta gangi upp. Þú nefndir málin sem að Macron hefur lagt áherslu á. Það að Macron og Philippe, sem sé, málin sem þú taldir upp sem að Macron hefur lagt áherslu á. Þau eru ekki á sömu línu í þessu. Málin sem að þú lagðir áherslu á, sem að Macron hefur lagt áherslu á, að hann fær fyrirstöðu vinstra megin. Hann fær enga fyrirstöðu hægra megin til að koma sér gegn. Þannig ef hann ætlar að ná sínum málum í gegn, þá er þjóðfylkingin miklu náttúrulegri samstarfsaðili Macron heldur en vinstrið. Já, það sem ég er að spyrja. Já, þessu hlutinu. En Macron hefur raun og veru verið í svona tæknilausnum. Hann fyrst og fremst teknokrat. Hann sem sé auðvitað pólitíkus en hann sem sé teknokrat að þessu hluti. Hann hefur verið að ímynda sér að það sé það sé polakkar sé alltaf mikið í verkfallum og það þurfi að skipuleggja þetta öðruvísi og svo framvegis og verða að reyna það og eitt af því sem og það bæði atvinnuleysisbæturnar og eftirlaunin eru partur af einhverju svona strömlínuvæðingu á franskri pólitík og en þar lendir hann líka í andstöðu við Le Pen því að menn með ekki gleyma því að fasistarnir eru ekki nýfrjálshyggjumenn, það ekki þannig, þeir eru yfirleitt velferðarsinnar. Mussolini og Franco passuðu upp á gamla fólkið. Það var bara eingreti í hans í pólitík þessara fasista og de Gaulle sem var nú ekki fasisti en de Gaullismin raun og veru sósíal hægristefna. Peronismi. Með það velferðarkerfið verður að vera í lagi og kapitalistendur eiga að vera góður við verkalýðin. En til þess að koma fram breytingum nýfrjálshyggjunnar sem hagsmunir hinna allra ríkustu að þá gera flokkar bandalög við nýja hægri. Já, það er allt hugsanlegt í þessu. Og það ekki þessi valkostu sem ég að stilla upp sem að Macron stendur frammi fyrir valkostu sem að svona gamla hægrið í Evrópu stendur svolítið frammi fyrir. Á ég að búa til einhverja svona blá-rauða ríkisstjórn með einhverjum kröttum vinstra megin við mig eða á ég að fá miklu meira í gegn með því að hleypa
nýja hægrinu að völdum. Já, það sögðum við líka í spurðum eins og háborgararnir í Þýskalandi á 4. áratugnum. Getum við ekki bara stjórna Hitler? Já. Er það ekki bara þannig? Og það bara mistókst hjá þeim. En kannski ef að raunverulega þessi skefjalösi svona fasismi nær völdum, þá er kannski líka spurning hvort að hinn borgarlega óhlýðni skerpi, hvort að svona aðeins næri þá þessa gömlu borgarlega óhlýðni í Frakklandi og verði hugsanlega franska byltingin 2. Var slagorð í maður notar ekki vinstri bandaríska pólitíkin, slagorð vinstri manna eða minnst ást frjálslyndi í Bandaríkjunum á Trump-tímanum var resistance. Það var sem sé bara, nú er bara... Byttu slagorð hvers? Þegar Trump komst að, já, þá voru hann með resistance, þá var það bara slagorðið, resistance, bara... Andspyrnurhefingar, já, viðnámið. Og maður gera það náttúrulega margan hátt, Bandaríkin eru þetta 50 ríki, þannig að mikil völd sem að felast í ríkjunum og í borgarstjórnum og svo framvegis, og það myndi verða eins í Frakklandi. Má ekki gleyma því í miðri þessari hörmungasögu að borgin París, ein af helstu borgum í heiminum og náttúrulega bara Frakkland var ekki til án Parísar, en að sósíalistar og græningar og aðrir vinstrimenn hafa stjórnað þeirri borg alveg samfellt frá 2001 og reynda að gjörbreyta henni. En þannig að það er sterkir kjarnar af þessu tagi og ýmis héruð sem eru, það er engin, fasistarnir er ekki einustu hérastjórn. Þeir ráða engum af þessum helstu héruðum í Frakklandi sem eru, mann ekki 8 eða 9. Þannig að það eru valdamiðstöðar, það eru aðra valdamiðstöðar í Frakklandi en þingið og forsetahöllin. Þannig að resistance geti orðið aftur slagorði og raunveruleiki í Frakklandi eftir svona sigur. Og nafngiftin á stjórnmálaflokki Mélenchon sem að þú berð ekki sérstaklega virðingu fyrir, næri mitt utan þetta svolítið. Það er... Ég veit að trefuna meira svona. Við verðum bara að sætta okkur við að vera ásamála. Ég er bara að benda á að hann er að reyna að ná akkurat þessari hugmynd að við þurfum að vera standa upp. En titillin samt hefur svolítið elst illa fyrst mér að því þið eru að tala um populista, við erum að tala um populista hvað heitir það? From Populaire? From Populaire, já. Já, nú þetta nýja From Populaire mann, mér finnst eitthvað deginn það hefði frekar bara mátt nefna það resistans, þótt að þetta hafi á sínu tíma verið resistans andspyrnu ríkisstjórn í Frakklandi, ég veit og allir vita það, en eins og bara fyrir okkur þegar maður er ekki alveg inn í því hvað þetta var mikil andspyrnu. Nei, en populær er notað í Frakklandi, það talað um populær hverfi og eitthvað sem er populær. Ég veit. Alþýða jákvætt, sem alþýðu hús og alþýðu blaðið og alþýðu hreyfing og það allt saman. Herðu, þetta verður spennandi að sjá hvað Frakkar gera helgina. Ég fæ ykkur kannski aftur því að það er náttúrulega hittnar heldur betur þegar það fer að nálgast aðra umferð. Þá munir þetta skýrast. Þetta er bara forrétturinn sem er núna... Það eru ýmsir sem fylgjast vel með er út í Frakklandi Guðrún Finnbogadóttir og ýmsir sem eru fylgjast betur með, það væri gaman að vera í sambandi og Torfi var hérna hjá þér líka. Já, við erum svo klárar Ég held maður geti nú ekki skipt sér bara fyrir það. Ég ætla að fá að ljúka þessu og bara þykk allar ráðleggingar hverjir eiga að koma hingað sem gestir í framtíðinni, Mörður og Oddný, kærar þakkir. Takk. Og hlustundum þakka ég kærlega fyrir að staldra við hérna og hlusta á þáttinn í kvöld og breyta þessu samtali okkar í fjölmiðla. Minnið á að þið geti hjálpa okkur við að byggja upp dreifikerfið með að segja vinum á vandamennu fá efni sem að ykkur líkar hér. Þannig hefur dreifikerfi samstöðuna byggst upp á góðri afspurn. Þið sem að vilja taka þátt í að byggja upp samstöðuna og gera hana að öflugri umræðuvettvangi og fjölmiðli geti gerst áskrifendur. Þið farið á samstöðu.is, það er hnappur sem ástendur áskrift og þar getið skráð okkur fyrir 2.500 krónum. Þið megi borga meira þið viljið og þið sem að kjósi getið látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið. En það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En ég segi takk fyrir mig í kvöld. Ég verð hérna aftur á morgun en þá klukkan 4, þá er föstudagur, þá förum við yfir fréttir vikunar í vikuskemmti en góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í